Já, já. Erum við komin í live eða? Við höldum það, ok, þá bara höfum við okkur samkvæmt í. Hörðu, bara góða kvöldið og það verið að spyrja fyrsta spurningi sem dettur inn engin gestur í kvöld og nei, þetta svona áramóta uppgjör, við ætlum aðeins bara að fara yfir hvernig árið hefur verið, við erum búin að grennast töluvert mikið frá síðustu mynd. Þetta er heldur flott AI mynd sem þú settir hann inn, ég voru að segja það. Ég var mjög ánægð með hana, sérstaklega því að ég fattaði ekki fyrir einhver bent á það að gervigreitin fitaði gaurana á merkinu líka Já, ég var eftir að kíkja á það. Helviti gott. En þannig að nei, við ákváðum að vera ekki með neitt gest í kvöld. Við ætlum að vera með spurningum að segja bara núna og svo aftur og eftir er að kannski fleiri eru komni við tækir. Við erum með smá söfnun fyrir fólkið sem að út af harmleiknum hann í Suður Afríku og pinnum það og ræðum það kannski meira aðeins á eftir. Já, það er að pinna reikningsnúmerið og það er í raunverulega bara reikningur sem þau eru að samla inn á sjálf. Já, eða fólk getur lagt þeim lið. Mér finnst líka bara áhugavert að koma að staði hvort að fólk raunverulega hafa einhvern áhuga á því að hlusta bara okkur eða hvort þessi gestirnir mun komast að því í kvöld Já, sem að laða að. Já. Sem að mér finnst svolítið spennandi við þetta því að Jón náttúrulega stakk upp á þessu og reynda þú líka. Við vorum við erum með hóp tjatt sem að við verum 100% cancelaði fyrir ef að myndi leika út. Það er svo sem búið að cancela mér. Og ég er eftir. Já. En Sjölaðu bara. Ég hef engar áhyggjur. Já, þú veist og það er þessi hugmynd eins og þegar maður er ofta að sjá menn eins og Frosta, Tóta Hjartar, Stefán Einar og fleiri svona í þáttum, maður hefur oft svolítið áhuga á því að vita hvað þeir hafa mánulega að segja. Þú veist, Joe Rogan eða Lex Fridman eða hvað sem það er þú veist, og að því að þeir eru ofta að taka viðtölin og þú veist svona sirka bát hvar þeir standa oft en það kemur aldrei beint í gegn. Við náttúrulega tókum viðtal þeim Tóta. Já, og líka kannski reyna að hafa þetta svolítið persónulegra líka, við viljum að kynnast. Já, ég held að sé líka bara svona gaman að við erum að fá áhugaverða gesti, bara náttúrulega bæði, sérstaklega þeirra á annari skoðunni við, mér er gaman að vita af hverju fólk hugsar miklu frekar heldur en hvar fólk stendur, það er meira áhuga af hverju það er. Það getur verið áhugavert Það finnst mér oft miklu meira afhjúpandi heldur en hvaða skoðanir þú hefur, það er af hverju þú ert með þær. Því það eru svo margir sem eru með ákveðna skoðanir að því bara, svo vita þau ekkert meir. Ég held þetta taki rosalega oft miðað í hvernig þitt ferðalagi gegnum lífið hafi verið og ég vil þess meina það að fólk sem oft er á vinstrivagnum hafi átt mögulega svona meira tróma. Þú veist, þegar það verið yngra, verið í erfiðri stöðu og hefur þess svona meira svona ákveðna samkennd með fólki sem er í erfiðri stöðu sem að verður síðan að ákveðni meðvirkni sem að, eins og þetta vita, getur orðið mjög skaðleg ef hún snýr upp á sig. Og við sjáum þetta síðan snúast við þegar fólk fyrir bata. Þannig að ég vil meina að ekki öll vinstrihyggja en ákveðin vinstrihyggja eins og við höfum með síðan að sé í rauninni eitruð samkennd eða sé eðli sínu eitruð samkennd, sé í rauninni meðvirkni, bara eins og þú sér því í alkohóliskum fjölskyldum. Þetta er ódýr samkennd, þetta er samkennd sem þetta krefst í rauninni einskist af þér, þú getur verið eitthvað ranta á Facebook eða eitthvað og þetta snýst alltaf að það sé verið að biðja að annarra manna pening sé eitt í þetta fólk, það er ekki þeirra framlag er sjaldnast neitt, þeir kannski láta sjá sig á okkur mótmælum, svo Palestínu mótmælum í bæ eða einhverju no borders kjaftaði Það er alltaf einhverju aðrir að borga sem að, þú veist, hafa alltaf gott að þeirra mati Algjörlega, og það er nóg til Alltaf, þeim finnst það er alltaf nóg til að annarra manna peningum fyrir þeim Þetta finnst mér ofta einmitt gleymast þegar þú ert að ræða einmitt þessa rosalegu þetta er auðveld afstaða Þetta er auðvelt afstaða að þú veist segja bara það sem að er þú veist ekkert sem er umdeilt af ákveðnum sérstaklega kannski hópunum sem eru eitthvað nálættir þú bara tekur undir allt þetta þú þarft ekki einu svona að meina þarft ekki að gera neitt eins og Sverrir sagði þú veist það er miklu erfiðari afstaða að vera með einhverja prinsip afstöðu á móti kannski einhverju sem að er umdeilt sem kemur í vandræði Þetta líka vekur upp aðra spurningar þetta vekur upp spurningar eins og hvenær átt að hafa atkvæðisrétt vegna þess að sem til dæmis að ég ætlaði að bjóða ykkur út að borða þá ræði ég því, ég er að bjóða ég haldi það þú veist, þannig að sá sem er að borga hann hlýtur að ráða því svolítið í hvað er eitt
en hérna erum við komin þannig að það kannski fólk og þorri fólks í nett og mínus skattalega. Það ekki að bjóða upp á neitt, það bara að taka úr kerfinu. Þú veist, á það að fá að kjósa. Hugmyndin til dæmis bak við það hvernig ætti að skipta fénu lýðræðislega var þannig að þú þurftir að leggja eitthvað til þess að hafa eitthvað með að segja. Það bara eðlilegt. Já, þú veist, ég meina, það ekki galin hugmynd. Hún kannski að einhverju leyti, þú veist, ég meina, áttu ekki að hafa neitt mála að segja því að þú ert ekki að borga, skilurðu, þú veist, þú kannski lendir í slysi eða eitthvað. Þannig að, er það öðruvísi? Ég veit ekki, ég er bara svona. Ég meina, þetta var náttúrulega svoleiðis og það finnst mér einmitt best að það gleymist alltaf að fagna á konu fengi ekki kostningarétt. Kallar fengu kostningarétt nánast á sama tíma og konur, sko, í sögulegu samhengi. Já. Bara venjulegu kallmaður, sko. Það nefnilega, já. Lýðræðið nefnilega ekkert rosalega gamalt, það gleymist. Það einhvern veginn alltaf gert ráð fyrir að lýðræðið sé bara, örva alltaf gamalt. Það bara ekki svoleiðis. Bara kallar hafi verið að kjósa í 1000 ára á Íslandi. Vertu bara, þú veist, hafðu kvöldmatinn tilbúinn þegar ég kem heim og búin að kjósa. Þannig að hinn almenni kallmaður, en sumi kallmenn höfðu, þú veist, einhver svona, að ekki. Ákveðna elítur og vastuna valdamaður. Ég held líka að fólk hafi mjög bjagaðar hugmyndir svona söguleg kynjahlutverk eins og það hafi verið bara á Íslandi og annars staðar sko. Og ég held að þú veist, og grunninn og það er þessi femíníska lífsýn sko að trúa því að konur hafi verið svo kúar, hafi bara verið hlekkjar við eldavélina, hafa aldrei haft neitt að segja. Ég held að þú getur í rauninni ekki haft þessa afstöðu nema þú fyrirlítir konur að mjög miklu leyti, sko. Já, hafið ekki lesið söguna, eins og þeir sem hafa lesið, sko, Íslendingasöguna, Íslendingasögunar, þeir sjá það að konur gengt alveg gríðarlega við miklu hlutverki. Já. Og bara voru í rauninni örlögavaldar oftar en ekki, sko. Algjörlega. Það er engin spurning, en Já, kallinn hafi bara haft að kósi og verið að berja konuna, skilur bara, einmitt. Og ríða vinnukonunum og svona. Já, það er eflaust gerist það svolítið, sko. Já, alveg 100%, en þú veist, málega bara þetta var bara ógeðslega erfitt, þú veist, og þú veist, ég veit ekki, það skiptir eiginlega einhver máli á hvað stjætt, þá var þetta bara öðruvísi erfitt, en þú veist, meðal plebbin var bara stritandi myrkrun á milli til að eiga í sig á og það höfðu allir bara ótrúlega skýt, sko. Já. Þetta er náttúrulega bara afleiðing af lélu söguleysi, sko, lélu leskilningu eða eitthvað, sko, og er það bara vantilega bara versna með Ég held að þetta sé einmitt, sko, ekki endilega ég held að fólk sé bara illa upplýst reyla. Þú veist, og vilji ekki vita betur. Já, vilji ekki vita betur, þetta hendar málstanum, þú veist, þetta er svona trending eitthvað. Já, þetta er svona, þessi þáttur átt að vera einhvers svona áramóta uppgjör, eða svona uppgjör yfir árið og við fórum að stað, hvað, þetta er 20. þátturinn? Þetta er þátturinn með 20. Það er vel gert. Það er næst í helmingur ásins. Það verður líka bara gaman að fara yfir, sko, yfir þetta, ferðalag okkar. Já. Þetta Er þú með eitthvað input í þessu? Nei, mér bara Hvað finnst þér að staðið upp úr? Já, hvað finnst þér að staðið upp úr? Mér fannst náttúrulega það tengt þessum þætti er það náttúrulega þetta fjölmiðla fári í kringum þetta viðtal við Helgarhafn og Mér fannst eiginlega svolítið skaman líka að Ísidór. Það var algjör snillingur. Hann var orðinn svolítið blekaður inn í þættinum og fengur svona skemmtilega setningar að fjúka. Já. Þarna með matreiðsluna í leikskólanum og svona, það var ekki annað hægt en að hlæja þessu. En sko það var rosalega glómsum, sko. Þetta er fyndið, ef maður rifjar upp, sko. Ég man að í lok sumars að þá ákvað ég tók ákvörðun það að núna skildi ég koma mér inn í meginströms umræðuna á Íslandi, sama hvað. Ég tók bara eitthvað, nú ætlum ég bara að gera það. Og ég fer svo í kjölfarið mikið einhvern veginn að skjóta á bæjas í umræðu á RÚV og ég hugsaði bara eitthvað, ég ætla bara að banka, þú veist, það er eitthvað partí í gangi þarna á RÚV og ég ætla bara að banka á gluggan þangað til að mér er boðið og þetta tók bara einhverja viku, þá var ég komin í lestina til Fríðu og með Fríðu, með Lóa bauð mér og sem var mjög skemmtilegt viðtal og vakti athygli. Fikk rosa jákvæð viðbrögð við því og svo svona byrjaði þetta rólega og ég hugsaði, þú veist, að þegar maður er mjög umdeildur, sko, og að ég þyrfti að banka bara svolítið harkalega og koma, þú veist, ég er með ákveðin sjónarmið, mér langar að þau komist inn í meginströmsumræðuna og ég hugsaði, þú veist, ég hugsaði bara með mér, það þýðir ekkert að bíða eftir því lengur, það þarf bara einhvern veginn að grípa til aðgerða og ég fór í þessa vegferð og svo náttúrulega tók, þú veist, þessi vegferð, þetta var svona hápunkturinn var þetta,
atvik þar sem að Morgunblaðið skrifa greinum mig og svo fer ég í ákveðið svona stríð eða þú veist stríð. Þetta var svolítið fyndið þróun, við veitum farið yfir áður en þetta byrjaði á svona grein sem var svona þokkala sannsögli sem að kvótaði rétt sko og svo einhvern veginn, en tekið samingi 100% og þú veist það var partur af miklu stærri umræðu þannig að þetta svo getið tapaðist en svo einhvern veginn bara fór hver og hver blaðagreinin þetta var svona eins og gróusagan sem að breyttist alltaf og allt í einu var þetta í rauninni bara komið út fyrir öll velsæmismörk hvernig maður verið að farið að fjallum þetta undir lókin sko. Já, og ég heyrði því líka ekkert fleikt sko að þetta væri eitthvað tengt einhverju unglega pólitík sko að þessi greina hafi verið skrifið, ég selði ekki dýrar en ég kaupi það, en ég finnst þetta bara fyndið ef það svoleið sko. Já, þetta væri einhver rígur milli einhverja flokkslína. Já, en þú veist bara... Þú sem byrjar náttúrulega greinina enn náttúrulega eða var allavega í unglega hreyfingu, var í SUS. Já, ok. Sambandi þungra sjálfstæðar var það ekki? Já, hún var í svolítið yfirvikt sko. Nei, en þú veist, en þetta gerði alltaf bara góða hluti fyrir mig sko og þú veist, no hard feeling sko og Moggin, en ég held að Moggin þurfi sko að, þú veist, ef að þeir eru svona blað sem að vill vera blað íhaldsmann og eitthvað svona, vilja koma eitthvað sjónum með framfæri að þá þurfum þeir líka að fara, þú veist, átt að sjá því að þeir get ekki spila báða hliðir í þessu menningarstríði endalaust. Þetta er bara sama eins með sjálfstæðisflokkin, sko, þeir eru svolítið að reyna að vera báðu megin og eitthvað svona og eitthvað, já, við... Það er rosalega skrítið með MPL mitt, hvernig þeir hafa verið svona dottið á vógvagnin oft á köflum, sko. Já, svona líka, sko, og þú veist, ég... Ekki alltaf, en svona alveg svona ískikilega oft, sko, maður stundur fer alveg mann við að lesa, en Vísir hefur náttúrulega eiginlega bara stimplað sig út úr umræðinni, þú veist, Kjartan Kjartansson hefur eiginlega bara séð að afgreiða bara algjörlega trúveruleika Vísis. Þetta er mjög grímulust í honum, sko, og ég hef líka heyrt, sko, sjálfstæðis, mann tala bara að væri, sko, frjálslyndur íhaldsmaður. Sem alltaf bara, þú veist, það er bara stærnst ekki, þú ert bara annað hvort, skilur, þú getur ekki verið frjálshyggju kommunisti, skilur, þú veist, þetta er bara stærnst ekki og ég held reyndir að sjálflandin sé alveg að fatta það, sko, ég held að það væri bara þjóðurinn til bóta að vera með sterkan sjálfstæðisflokk, en þá verða þeir sko að því að mín tilfinning er að þeir veit ekki hvort fótinn þeir eru að stíga í þessu menningarstríði, en ég held að þeir þurfa að taka sér afstöðu öðru hvoru megin og þeir geta augljóslega ekki farið í þessa libba afstöðu því þar er viðreisn. Já, þeir eru búnir að gera það sko, þeir náttúrulega, ég held að mistökin sem þeir gera hafi verið, þú veist, þeir hafa nú gert mörg mistök en eina af þeir stærstu eru náttúrulega með Vinstri grænum og faraði í svona meðvirkniskýr. Og þeir, þú veist, það er eins og þeir séu eitthvað hræddir við að detta úr ríkisstjórn eða eitthvað svoleiðis, en þú veist, hvað endar það? Endar raunar með að Vinstri grænir stimpluðu sig út og duttu út þingi. En þeir fara í að vera vóg og ég held að það sé ástæðan fyrir því að sjálfstæðisflokkurinn hefur missað mikið fylgi. Þeir fóru að taka upp svona mál sem maður hefði frekar búist við að væru bara málefni samfylkingarinnar og ég held að ef að sjálfstæðisflokkurinn ætlar að fá tilbaka það fylgi sem hann hafið áður að þá þurfa þeir svolítið að hverfa frá þeirri stefnu. Þeir geta ekki haldið, þeir verða að halda í gömlu flokksprinsipin sín. Bara einn punktur þetta er rosalega erfið staða fyrir sjálfstæðisflokkin ef ég bara lefum mér að vera Ólafur Harðarson því að ok, þeir eru hægri flokkur og en í þessu frjálslindis og íhaldsdæmi að þeir eru með Viðreisn sem eru með frjálslindu hægrimennina algjörlega á lás og þeir eru með miðflokkin sem eru með Plús Evrópustefnuna Já, reyndar það er kannski svona það sem getur greint á þar sko, en svo er þetta með miðflokkin hinum megin vissi, þetta er Viðreisn er rauninni sko Evrópusinnaðir eiginlega sjálfstæðismenn sem að klufu sig út á sínum teima en þeir eru líka svona frjálslindari Já, þeir eru frjálslindari en ég held að það hafi verið svolítið út af því að í þá tíð sem þeir eru að klofna frá þá er það trending þá er það svolítið svona skilurðu, veistu hvað ég meina þetta er populista dæmi og ég held þegar að fólk horfir til svona sígildra gilda flokka, nánast þvert yfir flokkslínuna, eins og bara svona, þú veist, já, eiga landamæri og fullveldi og svona alls konar basic hlut sem var kennt bara í öllum skólum síðustu 2 aldir, að kalla það populisma er svolítið einkennandi fyrir sko hvað umræðan er einhvern veginn afvegaleidd. Því það er ekki populismi. Populismi er í rauninni það sem að Viðreisn tekur upp. Populismi er það sem að Vinstri grænir tóku upp. Populismi er það sem að Pírata tóku upp. Þetta eru stefnur sem hafa aldrei þekkst áður sem voru bara gerðar til þess að hafa skammtíma vinsældir. En populismi er náttúrulega í eðli sínu bara hlutur sem að nýtur vinsalda meðal almennis. Svo er munur á því það sem bara er talað sem lýðskrum í rauninni.
Já, eða þú veist, ég hef svolítið skilið það þannig að þú veist, populismi og það þarf ekki að vera að það sé rétt hvernig ég skilið það, en það sé svona að þú gerir eitthvað sem svona vinsælt akkurat þá tíðina, en það sé ekki svona prinsipatriði fyrir. Það getur vel verið að sé orðið þannig í dag sko, en upprunalega sko, þá í rauninni var þetta upprunalega nota sem sko hluta því þú ert í rauninni bara að tala hluti sem að njóta vinsælda meðal almennings á þeim tíma, en þú veist, það getur verið að það hafi verið skoðun í náttúrulega tíman, skilur. Mér finnst þetta stór munur á því, ég meina, ef að þú veist, þetta verður svona allt í einu eitthvað að því að það vinsælt, þá svona, já, þú veist. En krítískt í þessu finnst mér, sko, ég hef alltaf litið á þannig og ég hef alltaf verið rosalega opinn með það. Ég vil frekar sjá, sko, þú veist, spiltan harðjaxl við stjórn, heldur en einhvern punglausan aumingja, alveg sama, þú veist, hversu vel meinandi þú ert og eitthvað svoleiðis. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn hafi bara svona mannamáli svolítið, sko, þegar þú fórst að sjá að þingmenn Sjálfstæðisflokkur voru hrættir við að styggja þetta vókista pakk. Þá hafið þeir glata rosalega miklu. Þú kaust svolítið Sjálfstæðisflokkinn, þetta er svona spilling sem þú þekkir. Ég gerði það, ég man að ég hugsaði það eins og ég er svona, þetta er allavega spilling sem ég þekki, sko, en það er þá ekkert verra en þetta, sko. En svo fórum við mitt úrskunu í eldinn, þegar við fengum spillingu sem við þekktum ekki. Þannig að ég held að þú sérst aldrei algjörlega laus í spillingu. Nei. Ég held það er líka bara mannlega eðlið, sko. En það er svona, það er stigsmunur. Ég saknaðist frá því gamla dag með pólitíku, sko, svo veist, hafði allavega fyrir því að ljúga mér, skilur. Já, reynda að gera það svolítið fáið og vandal. Já, en þú veist, nú er þetta orðið þannig á Skandi, þú veist, í Löndunum í kringum og hvað sérðu, það hefur afleiðingar fyrir því ef að spillingamálin koma upp á þig. Þó það vita allir af þeim svona undir niðri, hérna finnst mér þetta að vera, það er ekki borin einn virðing fyrir mér. Það er þetta er bara svona ákveðin virðing í því að ljúga allavega vandlega. Já, mér finnst þetta að vera svo mikið núna að sko fólk veit að þetta er gleymt eftir 2-3 daga. Þú bara gerir bara sér sýnist og svo bara ert ekkert að spá í meira viðbröðun. Bara þú veist að þú veist þetta hver. Menn gera náttúrulega bara það sem þið vita er komast upp með, sko. Já, ég segi það. Þú veist. Það er annað bara mannlegt eðli og ekkert óeðlilegt. Sverrir skrifaði það að hann hafi verið að lesa bók eftir Andra Magnason. Já, ég náði að segja nafnið hans rétt allavega. Já. Jötunsteinn, og þau fannst þetta góð bók og hún frábær bók og talar arkitektúr og fagfræði og hvernig það verður einhvern veginn dottið út úr fasteignamálunum. Mér langar að koma að þessu, sko, að því að margir sem eru vinstra megin við línuna hafa sagt þetta, en þetta er sko hægri hyggja til dæmis í Svíþjóð. Þá er þess að Svíþjóðademókratarnir sem hafa þótt vera svona einna lengst til hægri sem hafa verið að tala fyrir þessu og þetta verið talað þetta í Ungverjalandi, þar þú veist var hægri flokkarnir sem að tóku upp fagurhyggjuna. Og ég mitt kommentarið á þetta, þú veist, af hverju er það ekki? Og ástæðan er svo að það er búið að keyra upp fasteignaverð og það er ekkit rými til þess að eyða í svona einhver fagfræði og fallegan arkitektur og svoleiðis, að því að bara verðið komið út fyrir allt. Af hverju fór verðið upp? Jú, það er að því að það fjölgaði svo rosalega inn í landið á sama tíma og sveitafélögin drógu lappirnar sínar með að gefa út lóðir. Af hverju gerist það? Jú, það er út af því að þau skulduðu svo mikið og ef þau skulda svona mikið og hvað gerist þegar fasteignaverð hækkar? Allt eignasafnið þeirra stækkar og þetta er bókfærð sem hagnaður. Algjörlega, já. Þannig að þú veist, til þeirra sem að vilja að fá fallegri húsnæði, þið þurfið að sprengja fyrst fasteignaböfluna og þið þurfið að koma jafnvægi á markaðinn. Það þýðir ekkert að vera með einhverja elítu vinstristefnu sem að þjónar hagsmunum elítunar til þess að keyra upp húsnæðisverð til þess að fólk sem hefur minna myndi handana komast ekki inn á fasteignamarkað. Þetta er ekki, þú veist, þetta hefur verið kynnt svona sem einhver svona falleg, góð stefna, en þetta kemur bara niður á þeim sem hafa það verst. Algjörlega. Það finnst mér einhvern veginn hafa gleymst rosalega mikið í umræðinni og ég held að þessi partur af þessu er uppgeri. Algjörlega. Maður heldur ekki gleyma því að það eru 10.000 íbúðir týndar í kerfinu eftir hrunið ennþá. Þorsteinn Sæmundsson sem var hjá Miðflokknum var alltaf að reyna að fá þetta gefið upp. Hverju keyptu þetta? Ég þekki þetta. Nei, þetta er íbúðalánasjóður hirti svo mikið af íbúðum og svo voru þær ekki seldar bara ein og sér hann að venjulegt fólk. Það voru seldar í pökkum. Já, ég man þetta. Bara til einhver atvinnu fjárfesta og það er ekki hægt að komast, þú veist, líklega er þetta, þú veist, þessi félög sem voru Gamma og hvað þetta öll þessi leigufélög heita í dag, einhvers dag komast þessi félög yfir allar þessar íbúðir. Það er bara hurfu. Þetta er áhugaverð.
Við ætlum að taka kommentin eftir nokkra mínútur, engar áhyggjur, það er að hrúast inn og frábært. Og við ætlum að virka þið svolítið í kvöld, við viljum fá að heyra álit manna á því sem við ætlum að ræða eftir. Já, en svo þetta líka, sko, þú veist, þetta vandi sem að leysist það því að það vill raunverulega engin leysa hann að vanda núna, eða engin, jú, það er mjög stór hópur sem vill það ekki, bara sem er með kannski 80% verðtryggt lán og er bara, þú veist, og er nú hækkar verðbólgan og eitthvað á, ef að fasteignaverðið, þú veist, ekki bara ef að fasteignamarkaðurinn fer í... Þau missa bara, þú bara búið að koma þeim í fangelsi, þau missa bara fucking íbúðuna sína, þannig að þau geta eiginlega ekki skipt skoðun, af því að þá missaðu ekki bara íbúðuna sína, þetta fjölskylduna líka. Algjörlega. Þannig að, og svo glemdi ég að nefna, á sama tíma þá varst að flytja inn kjósendur sem voru að keyra upp fasteignaverðið til þess að geti falsað fokkin bókhaldið til þess að þú fengir þú þarf ekki eins og ríkisborgari til þess að kjósa í sveitastjórnarkosningum. Það er bara, búin að vera í 1-2 ára eða eitthvað? 3 ár held ég. Nei, 1 eða 2 held ég. En já, ég meina, ég er bara með svona persónulega, bara með svona moral dilemma, ég á íbúð og ég áreindar alveg þokkalega í henni, ég er alveg öruggur, sko, og eitthvað svona, mig langar að fasteignaverðið alltaf fram að hækka, sko. Já, eðlilega, þú vilt græða peninga. En mér langar svolítið líka, þú veist, en ég er alveg meðvitað að þetta er fokkt ástand, þannig að þetta eru svona mínir hagsmunir. Þannig að þú vilt sjá svolítið fleiri sómali Já, bara komið með þetta. Þú verður mikið talsmaður fyrir því hérna í þáttunum. Já, algjörlega, en ég var með eina pælingu, varðandi, því ég bý í Breiðholti, varðandi Jötunstein, að hann var að tala um skipulag á hverfum og eitthvað svona, og ég held að gefið að þeir munu ekki rústa Breiðholti og Árbæ, þeir eru reynda að byrja að rústa Árbæ aðeins með þessari þéttingu byggð. Það er náttúrulega minn heima bær, sko. Já, en þetta eru rosalega vel skipulögð hverfi. Breiðholti er rosalega vel skipulögð hverfi, það er gott, góð sól í íbúðunum og þetta er svona flott og þetta og nýju hverfin sem eru hræðilega skipulögð og mannfjandsamleg eins og lýsir í bókinu og er bara raunverulegt. Ég hjóla oft fram hjá nýja hverfinu Gímaldinu, græna gímaldið. Já, náttúrulega það en líka í Skútuvogi, hjá Skútuvogi, sko, þetta er svo ógeðslega ljótt að það er náttúrulega það sem er að breyta iðnaðarhverfum í fjölskyldukerfi og eru ekki, þú veist, hannað í kringum það, sko. Þetta er bara ógeðslegt, en ég þetta er í alvegni. Já, gott að geta verið sammála Andra með. Já, Andri er mjög klár, sko, og þú veist, Draumalandi er bara frábær bók, sko, og ég held hann fór aðeins inn, ég held hann sé að bakka af þessari supervók afstöðu, en já, mín pæling er að mögulega þegar að fólk átti sig á því hvað þessi hverfi eru ógeðslega ömurleg og eitthvað svona, og svo eru bara hverfi eins og Breiðholtið og Árbær vel skipulögð og það eru fleiri hverfi sem eru bæ sem eru vel skipulögð og það eru góð sólin í íbúðunum og svona að þetta muni þá kannski hækka þessar íbúður eitthvað í verði. Ég ætla að vona það. Ég ætla líka að gefa Andra sjárátt með að því að ég vil menna að mæra Andra. Ég var til að fá því í þáttinn. Já, við þurfum að fá Andra í þáttinn. Ég bauð honum í þáttinn, hann svaraði mér ekki. Hann var jákvæður þegar ég bauð honum, við bara meira sér vorum að ræða saman og hann var eiginlega svona, hann ætla meira sér aðtöðað í status, hann bara vegna fjölskylduaðstæðna komst hann ekki. Hann var búinn að blokka mig á X, hann er búinn að unblokka mig og svo lækaði hann póstið minn eða jólapóstið minn bókina. En hann hefur verið alveg ég held að við erum að finna þarna ég las Lobstar eftir hann og sko það er náttúrulega sko ég held að margir skal ég segja kannski hafa ekki það álit sem að með svo bók verðskulda því hún er ógeðslega grilluð bók en hún spáir, hún er fyrir frá 2000 eða 2001 eitthvað svoleiðis hún spáir alveg fyrir þú veist áhrifavalda fólk sem er gangandi auglýsingar, hvernig auglýsingar urðu á netinu og þetta náttúrulega var ekki til þegar hann er að setja þetta. Þetta er visionary gaur. Já, þetta er ég er algjörlega á því, sko. Hann spáði algjörlega fyrir þetta með hvernig sámarkaður myndi sko þó þetta sé ógeðslega grilluð bók, sko. Og sama eins með Draumalandi, hann er með alveg rosa góðar og öfluga pælingar og svona spátumslega pælingar nútímann og bara virkilega gott. Ég átti að lesa Draumalandi, ég satt þess að fyrirlestur hjá hann þegar hann kom og hér fyrirlestur bókinu sinni í erfðagreiningu sín tíma þegar ég voru að vinna þar og já, hann er sem sagt lengst af ævinni bjó ég í Heiðarási beint á móti Andrasnæ sem að bjó akkurat hínum með Guðrún. En er hann ekki lúmst graður líka? Hann lítur þannig út. Jú, ég var ekki var við það. Þið gæti þá og gæti með á því leveli. Já. En ég man að ég kommentaði, þá blokkaði mig, sko, því þá voru með bara eitthvað svona
Uber-Vogue pælingar og ég, þú veist, þú sagði mér bara, hey, þú varst bara svona visionary gauðskil, þú veist að sjá fyrir, þú varst bara svona að lepja upp einhverja drullu frá einhverjum demókratum. Ég held svo er þetta fyrir neðan hans virðingi. Það er það. Þú ert betri. Líka bara hann hefur sjálfstæða hugsun. Ég meina svo að segja, þú veist, hann er að skrifa þarna bækur, hann er með frjóa kreatífa hugsun, mikið af listamönnum og svona hafa stokkið einhvern veginn á þennan lippavagn sem að, þú veist, fólk er að sjá núna eins og Helgi Hrafn, Sólveig Anna og fullt af öðrum er að sjá bara, eru þau ok, við vorum hérna lengst til vinstri af öllum og við vorum, þú veist, mestu lipparnir að kannski Sólveig Anna en allavega Helgi Hrafn. Sólveig var svona ekki lipp. Nei, hún er svona, það var nú ákveðið overlapp hjá kommunistum eða svona sósíalistum og þessu fólki lengst af. Þau losnuðu ekki við þetta lið, sko, það eiginlega allt fyrir það. En núna hefur orðið ákveðin klofningur og hérna, mér finnst svona ákveðið uppgjör verið að eiga sér staðina vindrisins. Mér fannst mjög áhugavert að hlusta á að sjá að Helga Hrafn og Björn Leví takast á og ég myndi nú segja það að Helgi Hrafn hafi algjörlega jarðaðan í þeim skiptum. Ég ætla að taka þá umræði bara vel fyrir. Þú ekki að taka hana bara núna? Viltu taka hana? Ok, tökum kommentin. Svo skulum við skella okkur í því það er umræða sem við þurfum að taka. Það er nefnilega mjög skemmtileg umræða. Ég ætla að fá mér eina vel hvíta. Að kýla í hólu og gera okkar mann hóli í Thunder King sem er búin að kvarta yfir því núna síðustu vikur að geta ekki kýlt í hólu. Er þetta sponsorað af Ölgerðinni? Við erum ekki sponsorað af Ölgerðinni. Er það ennþá þannig? Við erum opnir fyrir því. Við erum alveg opnir fyrir því. En bara ef við mögum kalla þetta hvíta orku. Ef það er eitthvað frá Ölgerði, ég gerir bara fyrir því að þessi margir frá Ölgerðina að hlusta að þá ég sé svona fyrir mér sko að það veri photoshopu myndar sem við verum allir skottin í hálsin. Sjá það ekki fyrir ykkur. Já, strákarnir frá Kölska þeir gá okkur hérna frídómbóluna og við erum þakkláttir. Við kvörtum ekki við því. Þetta er glæsilegur málstaður. Við erum mjög opnir fyrir því að hérna að bera eða Ölgerðin, hvað þið kalla sig í dag. Sponsokkur, ég myndi segja að við erum jafnvel opnari fyrir því heldur en Hallgrímur Helgason á hnjánum þegar flökkum aðeins fyrir aftanan. Hvað finnst ykkur það? Það var nú reyndar, var hann ekki frá Balkanska, það var ekki Júgóslavi. Var hann verið Júgóslavi? Þjóðnappar Hallgríms. Var það ferðalagið því Þýskaland, segja það? Það sverrir ekki þessa fer betri ég. Já. Herðu, við bara byrjum hérna. Hvaða ræktarmiðstöð farið þið oftast í spyr Holy Thunder King? Bara höfum það bara létt. Ræktarmiðstöð, sko, ég hef verið að æfa í World Class ábyggilega bara frá því ég var svona of ungur til þess að mega æfa þar og mjög lengi að þá var ég að fara í Laugar þegar ég var að þjálfa þar og svona en ég hef verið að fara undanfarið meira á Tjarnarvelli, mér finnst það að vera mjög skemmtileg stöð en við Sverrir tókum með dæmingu áðan í Laugum. Bæta við, það er ótrúlegt að fara með Helga í Laugar, það er ekki annað hvern mann að það sko bara... Ég er alltaf búin að eiga heima náttúrulega lengi. Já, ég get alveg staðfest það. Sverrir, þú fer oftast? Ég fer í það sem að gánungatir kalla Third World Class sem er World Class í Breiðholti. Já. Og unni vel að býð þar bara hliðin á. Við þurfum að fá frá Bjössa til að sponsa okkur og ég er nefnilega líka þar sko. Já, Bjössi er mikill meistari. Ég er á Selfossi. Já, það er enda mjög þið voru að uppgreita stöðuna þar sko og hún er víst alveg frábær. Ég tek alltaf 11 ára dóttur mína með vegna þess að ég fekk undanþágu vegna þess að sko hún er náttúrulega erum í þeirri aðstöðu að við erum ekki ennþá farin aftur Spánar og hún er ennþá skráð í skóla þar. Þannig að hún er í svona hálfgerði fjarkennslu þannig að ég fer alltaf með henni í ræktina bara svona til að þannig að það er geggjað sko. Ég meina hún er í fylgd með þér þannig að það er góðlega. Þú þarf samt að fá skrifundi samning og eitthvað svona þess. Þetta var ekkit svona í gamla daga þá fór ég bara í Fellsmúlan og laug einhverja Bjössa og fekk að fara þarna inn og einu sinni og fekk maður afslátt og með voru bara hrikalega ánægðir sko og þetta, ég held að ég hef byrjað svona 12 ára, cirka bara 13 ára. þá voru félaga bróður mín sem voru 8 árum eldri en ég sem að sóttu mig alltaf og fóru með mig á æfingu sko. Þannig að ég komst ekki hjá því að mæta. Samt ert þú eini meðlimur Björkarsins sem sést ekki á að sé að lyfta? Nei. Ég tók einmitt mynd á okkur og postaði X í saman sko, það var stór mistök, ömurlegur kontrast sko. Það er
Ég byrjaði ekki að lifta fyrir en ég var Þú ert nú búin að standa helvítið vel. Reyndar komin undir með ramma og vel undir 100 ást, ekki 96 á. 14 kíló farin síðan í júni, úr 110 í 96. Ég tók þau öll. Þú ert nú eitthvað? Já, ég er bara svona, ég er svona í bölk, ég lít út til að vera bölka bara, það er vel undir þessu. Já, en það er bara ræktinn á 9 ári. En ég byrjaði ekki fyrir 26 ára að lifta og svo skrítið með það. Ég var alveg svakalegur íþróttamaður sko. Þú varst í fótbolta ekki? Jú, spilaði í 3. deildinni og mest allan minn feril með stórveldinu Snerti frá Kópaskeri í 3. deildinni. Já, þið fengur þig bara. Og alveg sko raðað inn guluspjöldunum þar. Já. En ég segi að sko, það var svo skrítið sem byrjar að gerast þegar maður eitt sem að mér varst alltaf svo furðulegt. Fyrsta lagi þá hætti ég að geta nokkuð sjómann eftir ég byrjaði að lifta. Svona, ég var alltaf svo ógæðslega aumur hann að ég fer ekki nema bara, þú veist, eða sko, nema að sé eitthvað undir. Eins og sko, ég fór í sjómannskeppni á Raufaru fyrir nokkrum árum að ég vann. En þú veist, ég var bara alveg frábara í einhverja vikur og eftir, sko. Ég held að sé að þú ert svona ekki búin að vera að lifta í mjög langan tíma og færðu oft svona í festurnar í höndunum, þú veist, þú ert að gera þessar. Það sem ég meina, ég er lélegri sjómann núna heldur ég var. Já, en þú fær fyrst, en þú fær sér satt að það eru óþægilega að taka á því fyrst og eftir. En svo þau eru búin að gera það nóg lengi að þú veist, þá fara bólgurnar og það hættir að vera óþægilegt. Svo til dæmis annað sem að fór alveg, þú veist, ég gætt gert sko, ég var alltaf að stefna á 30, ég náði aldrei, ég gætt gert alveg steindauðar sko upphífingar, bara svona 28 stykki. Ég fer ekki 10 í dag sko. Þrátt fyrir að vera mikið sterkari heldur ég var. Já, en þú náttúrulega þyngist með því. Já, annar hlutfallslega styrkurinn. Ég tók alveg eftir því sko að ég var að gera upphýfingar í einhver áratugi og dýfur að það er svona helspín í hendur þegar þú komin upp í, þú veist, kannski 30 eða eitthvað svona, þú veist að þá þú veist, þetta er svona loggfall sko, þú hættir hann og þú bara styrkist og eru stærri og eru meiri og tekur ekki endalega fleiri sko. Setja lóð. Ég ger þetta alltaf bara, ég hengdi bara alltaf í mig, var bara með belti hengdi í mig. Ég held að það verið komið þingst upp í 60 kíló fyrir reps. Ég var líka þannig sko að bara leið og ég byrjaði að lifta að þá sko, ég blés svo út að bara það held allir að ég væri bara dæli með einhverjum styrum sko. Þú veist, þegar ég var að byrja, þú veist, ég veit ekki hvort það er eitthvað genatengt hjá okkur bræðrunum, við erum bara allir svoleiðis. Það má ekki bara alltaf horfa á lóð og þá bara maður byrjaðar að... Þetta tók mig allan á nokkur áratugir. Já. Þannig að þegið bara. Herðu, svo kemur holy shit, ég er að fara að ná þessu live í fyrsta skipti, bara við náttúrulega fögnum því, velkomin. Anthralicus. Anthralicus. Sýnist með að vera hann Jó okkar sem segir góða kvöldi, gott fólk. Jói. Já, mér sýnist það allavega, prófælmyndin er Jó okkar eða? Já, okkar maður, já, blessaður. Jón Haugur, ég byrð kærlega að hilsa Jón. Blessaður. Og SSU, gleðileg jóldrengir, já bara gleðileg jólin. Já. Og gleðileg nýtt ára sem við náum ykkur náttúrulega ekki fyrir næsta ári. Já. Þessi brandari verður ekki þreyttur sko. Já, ég er ekki búin að fara í sturtu síðan á síðasta ári. Ætlar að segja, ertu að meina núna eða ætlar að segja seinna? Ég baða hann á hann og fór náttúrulega í ræktina. Já, hann nitti mig. Ég ætla að halda þessu. Þetta er, þú veist, þetta er komið, það var sett í landslög hérna einhvern tíma, að það þyrfti að fara í baða eins og ári. Já. Ég hef verið í jiu-jitsu tímum að sem menna hafa verið sendir í sturtu sko áður en fengi að fara á dínurnar sko, það er ekki gott sko. Herðu, svo segir Holy Thunder King, það sem að gera í bjórkasti skemmtilegast er náttúrulega Sverrir pluss gestirnir. Vá, takk fyrir þetta, helvítið skipið. Ég er nú bara mjög stoltur að fá að vera með sko. Ég er líka. Ég er svo hóvar. Herðu, Spiltu segir ég var meira liberal í æsku þegar lífi var auðvelt, en ég var meira til hægri eftir þess að staðan var erfiðari og því meira sem ég þurfti að hafa fyrir hlutunum. Ég trúi að vinstra fólk einmitt hafi fengið allt í hendurnar þess að hafa blinda viðhorf og enga samkennd fyrir skattgreiðendurum. Er þetta ekki bara svona, þú veist, ég held ungur, þá vill ég bara sjá 100% réttlæti alveg sama hvað. Já, en þetta er barnalegt réttlæti, sko. Já, þú veist ekki þetta hvað réttlæti er. Nei, ég held að, þú veist, fá upp í hendurnar, já og nei. Ég held að sé að lýsa þarna meira svona bótakerfi, sko. Málið er bara, þú veist, að peninga vaxi í trjánum. Að in the end of the day þá getur ekki bara borga bætur og gert eitthvað fyrir alla, þú veist, það þurfi einhver að búa til verðmætin
af því að verðmæti sem að ríki gefur náttúrulega bara það, já, hitt væri úrslega þægilegt. Hitt væri náttúrulega bara í fullkomnum heimi að þá myndum við náttúrulega bara láta Seðlabankann prenta peninga, sko. Mér finnst mjög áhugaverð svona phenomenon og sem að ég hef upplifað bara sjálfur og bara í samtölum mínum við svona föðurlandsvinni og hægri menn, miðflokksmenn og sjálfstæðismenn og svona. Mikið af þeim sem ungu eru svona aldrei upp í libba fjölskyldum og náttúrulega frækt dæmi Snorri en þú veist, hann alls ekkert einstæmi. Mjög stór partur bara svona alin upp og þess vegna þú veist að þeir þekkja og þeir sem alast upp í þessu Fengu þeir bara svona ógeð af þessu þá eða? Já, ég hef bara eitthvað sem sá í gegnum að þetta væri búlsið, það er allur gangur á því sko, og mín tilfinning að menn sem alast upp í þessu og fatta svo hvað þetta er mikið kjaftaði að þeir verða mjög róttækir gegn þessu bara. Já, ég líka sko, neðast Frosti kom með rosalega góðan punktan í þættunum með Sólveigunu, það sem hann sagði sko, þú sérð aldrei neitt fara, þú veist, eftir því sem hann eldist, þá sérðu engan fara frá hægrinu yfir til, þú veist, lippana, en þú sérð hitt mjög. Ég meina þú sér nú bara með Frosta sjálfan að hann var trúleysingi lengi vel og eftir því sem að honum fyrir að ganga betur í lífinu og eftir því sem að, þú veist, að hann verður betri í því sem hann að gera og hvað gerist. Jó, hann verður trúaðari, þú veist, hlutinni fara að ganga betur, hann verður meira hægri sinnaður, þú voru alltaf í rauninni ekki... Verður sjóari. Þú veist, þeir voru alltaf að drulla yfir Sjálfstæðisflokkinn, það er svo sem þýðir ekki það að hann hafi ekki verið hægri sinnaður, þú veist, bara, þú veist, kannski gagnrýna spillingu og ýmislegt svoleiðis, en maður sér alveg, þú veist, að svona ákveðin heildarafstæða breytist, sko. Og ég held reyndar að ég hef sjálfur alltaf verið svona frekar til hægri. Svolítið mikið að ég samt sem áður þar þó að ég hef verið alveg ofboðslega svona, hvað við að segja, svona frjálsíki maður einhverju leiti að ég myndi alltaf vilja hafa svona ákveðu örgisnett, ég myndi alltaf vilja hafa stöndugt heilbrigðiskerfi, ég myndi alltaf vilja hafa gott menntakerfi, ég vil sjá land þar sem að þú veist, við hlúum að börnum í leikskólum, í grunnskólum, sérstaklega á yngri árum. Þetta eru árin sem skipta meira máli í rauninni heldur menntaskóla háskóli og ég myndi vilja sjá okkur gera meira til þess að svona styrkja innviðina og jafna tækifæri einstaklinga óháð því í hvaða fjölskyldur þau fæðast. Þú talar svolítið um þetta og ég með þér þarna. Ég er smá sósíalisti að þessu leiti. Á meðan að svona eftir því sem þú eldist og eftir því sem þú getur tekið meira ábyrgð og svona þá þarftu kannski á minni hjálp að halda og ég en ég vil sjá minna regluverkafargan, ég vil sjá þú veist, lægri skatta og svo framvegis, skilur, ég vil taka til ég held að þessi mistök að vera með allt þetta regluverkafargan og allt þetta bullshit sem við séð svo oft einhvern veginn og verðist að reynkina svolítið núverandi ríkisstjórn. Og þegar þetta snýst einhver svona að sinna einhverju svona grunnþjónustu. Já, akkurat. Það einhver svona sem að flestir held ég hægri menn sætti sig við sko og þetta grunnþjónusta við þína þjóð. En við samþyktum aldrei að þetta yrði farið langt út fyrir það og jafnvel vera meiri þjónusta fyrir fólk sem hefur aldrei borga krónu inn í kerfið að skilaði einu til samfélagsins sem fær samt. Og það var ákveðin sátt þetta af því að þetta var fyrir þennan hóp sem íslenska þjóðin. Ég hef oft lýst þessu þannig að þetta er svona eins og stigagangur. Við búum allir í sömu blokkinni og við erum allir að borga í húsjóðin en svo er eitthvað fólk á lóðinni og konan hans er alltaf að borga fyrir þetta fólk eitthvað rugl sem enginn samþykir og enginn vill. Krakkana mína vantar eitthvað. Akkurat, sko. Og svo er verið að laga þakið og húsinu hinum yfir göttinu og eitthvað svona og þú er bara, heyrðu, þú veist, hvað er ekki húsið nokkar? Þeim vantar kontalginn. Ég hef alltaf verið svolítið Konti, hann er klassískur. Vinstri maður, en ég er bara svona eins og Sólveig hana, sko, vinstri yfirga mig, sko. En málið er bara vinstri hefur ekki síðan að þeir sko læstu sig eins og bara svona, hvað heitir að mítlar bara þarna, læstu sér bara í þetta alfarið, vinstri bara losnar ekki við vókistana úr öllu. Nei. Sama hvað það verður reynt, það er bara, þú veist, vonandi verður eitthvað breyting. Mér finnst við verið að sjá þetta, megum við taka umræðuna núna með Helga? Nei, það var í nokkur kommenti viðbútt. Klárum aðeins, að því að ég vil að... Stökku klósitum. Já, ég vil að okkar aðdáendur verði, áhorfendur,
verði hérna með okkur. Er þetta ekki aðdáendur? Jó, það ekki? Já, endilega kommentið, segið. Já, ég var alltaf super liberal, communist curious, það er Communist curious, by curious. Já, ok, já. Svo var ég edru og hefur lifað mjög góður rétthugsandi lífi síðan. Já, til hamingju með það. Já. Ég veit, tel að fólki sé hægri eða vinstri fara eftir hversu mikið að vinnur, já, það er bara mjög gott. Ég verður alveg til að sjá það bara svart og hvítu tenginguna þarna milli, sko. Við vitum til þess að Karl Marx gerðin er bara ekkert enga vinn og lifði bara peningum hans Engels, já, þetta er náttúrulega fyrirmynd margra. Já. Holy Thunder King kemur ekki óvart að eitthvað verið til í því, hvað er moggin? Hann kannski, þetta segir Masotta sem að beðinu svona í 6 klukkutíma að refressa þetta dröfur. Það er komment ársins held ég. Hvað er moggin? Hann kannski þekkir að betur sem faggin. Já. Morgunblaðið. Já. Sérstaklega vinstri gæði beint við hliðin og Sverri, harðar rökræður. Já, það er að tala vísa í hvað verður skemmtilegast. Við viljum fleiri vinstri menn í... Ég verði til að vita hvað hlustendum og áhörvendum finnst. Hvað var svona skemmtilegast hjá okkur? Hvað stóð upp úr? Já, hvað stóð upp úr árinu? Við ætlum að leggja þessa spurningu meðan við... Og hvað var verst? Hvað er rými til bætinga? Byrjum á hvað stóð upp úr. Við erum jákvæðir. Já. Annars er svo erfitt að taka fyrir hvern og eitt. Já. Herðu, að mínum að þetta frjálstundur íhaldsmaður eftir rauninni ekki verið fyrir það að íhalda íslensku þjóðina. Já, þú getur ekkert verið frjálslindur íhaldsmaður. Nei. Þetta er sitt hver ásinn. Og svo er spurningin, er Viðreisn hægri flokkur í dag? Nei, Viðreisn er bara vókistar. Þetta er rétt hægri við miðju efnaðslega og super frjálslind. Rúnar Gerhard segir hérna, góða kvöldi, nú sitt ég að mála Warhammer 40K her og er að hlusta á Björgast, fullkomin afþreying. Lesaður King. Henry Cavill var í góðum félagskap með honum. Já. Henry Cavill er Warhammer maður. Já, ok. Hann er massífu nörd, sko. Já. Sagði mér þess að frá því að hann var að spila World of Warcraft þegar hann fekk símtalið að fá að leika Superman. Ég væri til líka vita af því, ef það er eitthvað sem er að fara að gera það sem ég stakka upp á, að spila Björgastið í einhverju jólabóði. Mér finnst þetta mjög ólíklegt, sko, en ef einhver gerir það, þá væri ég til að sjá myndaði. Já, ég er saman á því. Hvar fær maður svona ból? Já, allavega í Kölska, en hérna... Já, ég veit ekki hvort ég selja það þar, en þá má ábyggilega versla á aðeim. Já. Helena Ólöf segir sætu. Og hérna þið lítið út fyrir að lykta vel. Já. Ég held að segja eina versta móðgun sem ég hef heyrt. Ég fekk hann nú ekki sjálfur en hún var sögðu mannan að þú lítur út þessu og lyktir út þessu hland. Nei, lyktir þessu hland. Já, ok. Það er alltaf gott að við lítum út fyrir þessu. Ég er að vinna með Chanel Homme Sport núna, það er mjög góður. Já. Þú veist nú bara einmitt, við vorum sko bara fyrir utan Laugar þegar fólk var að tala um að hann lyktaði vel. Ég sverði guð sko. Hann er alltaf þegar ég sæki Sverri fyrir þá get ég votta það, hann lyktar alltaf vel. Ég fór í sturtu þarna. Já. Útlendingar án ríkisborgara. Þú varst reynda nýbúin að baða þegar þú kom út úr Laugum. Já, reyndar. Það gæti verið það. Útlendingar án ríkisborgara mega kjósa í sveitarstjórnarkosningum ef þeir hafa verið á landinu í 3 ár. Já. Og tölfræðin sýnir að þeir kjósa næstum allir vinstri flokka. Það fylgir hægri mönnum 90% sá yngstar. Eðlilega, þú kýst eftir fólk kýs eftir sínum hagsmunum. Auðvitað gerur það. Eðlilega. Og hérna Ding Dong Bað segir það er verið að eyðileggja Breiðholtið, planað að þétta á mörgum stöðum meðal annars í Arnarbakka, sér algjörlega hræðilegt. Það er yfirmáta sorglegt, þetta er svo vel skipulögð, hönnuð, flott hverfi, þetta er bara svona, þetta virkar, þetta gengur, þú veist. Já. Og saman hvað menn segjum Breiðholtið að þá er þetta virkilega vel skipulagt hverfi og það er bara yfirmáta sorglegt ég þekki svo illa þessi skipulagsmáli ég ekki nefnt að koma inn en það er bara sorglegt þetta er rétt sko. Svo segir Holy Thunder King ég ætla að kaupa ölgerðina og styrkja sponsa Björgkastið með því að breyta nafni Drexis í Hvíta orku. Já, takk. Maður svo átt að segja ég fann bara í hendurnar festurnar í höndunum ef ég voru lengi í pílu og maður að sjómanna maður. En þessi drykkur heitir náttúrulega Hvít orka saman hvort að ölgerðin er líka betur eða þeir eru ekkert í honum lengur. Sko. Já, veist, þetta er hvítu monster sem er á borðinu og ég meina hann er hvítur af því að hann er hvítur. Já, það er bara svoleiðis. Þetta bara heitir eftir því sem það er. Svo segir Rúnar hérna Norðurlandi virka svo exotic fyrir mér, ég hugsa alltaf að það séu margir grjótharðir, já, svona alvöru Vikings, fokk ég. Enda stóð hóladæmi Norðurland sem mest gegn uppgangi siðaskiptana, Dana hér á Íslandi. Já. Sitt hérna á bar í litlu fjallaþorpi á Ítalíu með bjóri hönd, þeir eru orðnir international, gleðileg jól mín kæru. Skila hverju þangað, hver er það? Þetta er
Ice Kronos, já, ég þekki hann. Já, það Nei, ég þekki. Svo hérna hárrétt, það er fucking skemmtilegast þarf að vera Sverrir á móti Helga Hrafni, já, ok, það stendur upp og segja ykkur, Já. mínir bestu, hvað er stiffarinn, já, við sendum Það alltaf væri gaman að fá einmitt fólk til þess að segja okkur frá því hvað þeim finnst hafa staðið upp úr Við þessu vorum ári. einmitt að Við vorum með þetta stingu upp. Já, Við ok. taka umræðuna núna. Við bara erum Já, við erum one mind, sko, já. að taka umræðana núna, ég myndi það sem gerðist og byggja þá sem að er að horfa að endilega segja okkur á meðan og við förum svo í það eftir á, hvað þeim fannst standa upp úr árinu. Já. Ekki hvaða vest, við förum það aftur og eftir. En ég ætla bara að minna á, við erum búin að, það er pinned comment, við erum að hjálpa svona eftir okkar bestu getu og hvetja fólk til að leggja inn og ég veit að það er erfitt fyrir mánuður náttúrulega í desember á þessum tíma í desember en bara ef að menn geta og vilja að þá erum við búin að setja reikningsnúmerið í svona pinned comment hérna hjá okkur vegna harmleiksins hérna í Suður Afríku, við ræðum mér svo það aðeins og eftir en, já, Helgi Já. Ég ætla að lefa þér að koma með setupið á það sem við erum að fara í. Ok, já, við erum að fara að ræða comeback Helga Hrafns til einhvern veginn svona meðvitundar raunveruleikan á þessari jafnréttisbaráttu sem að hann talaði mitt eftir að ég lagði það til að hafi prjónaði við sig. Og núna þetta er náttúrulega eiginlega hóf svona sinn gang þegar hann kom inn til okkar að þá opnar hann sig með það að honum hafi fundist á þessum árum þar sem að MeToo-hreyfingin fer áfram að þeir hafi prjónaði við sig, gengið og langt farið út í ofbeldis- og eineltismenningu og að þessum svona grunngildur réttaríkisins eins og réttlátri málsmeðferð og annað hafi ekki verið framfylgt. Á sama tíma og þetta hefur gerst þá hefur Ævar sem er með þátt sem að ég veit ekki hvort ég nokti að vita hvað hann heitir hann var með konu sem var partur af öfgum þetta var grein hjá Nútímanum ég veit ekki hvort þú hafa lesið hana og þá þá er hún að segja frá því hvernig þessi ofbeldismenning hafi gengið og hvernig þær hafi skipulagt sig að ráðast á menn Ævar, hann með huginn og geðu Já, ég sló á hann, ég þekki hann frá því áður fyrir sko og hann er einmitt úr brjóldun og já, ég hrósa hann fyrir þetta sambandið hana því ég þekkti hann fyrir áratug síðan. Er þetta sem sagt fyrrum meðlimur í öfgum að viðurkenna að þær hafi gengið? Já, hún hafði alltaf minnst hvort sem hún fyrrum meðlimur í öfgum. Hún var ekki í öfgum, hún var inn í öllum þessum kvennahópum lokuðu að taka þá og bara taka þátt í og er að lýsa því sko hvernig þetta var og hún segir frá því að sko hún er að tala hún svona skammi sín og sjáu eftir því að og lýsi því bara hvað þetta var mikið geðviki vegna þess að það mátti enginn benda á að eitthvað að þú veist að það væri pottur brotin þetta ekki pínu skrítið þá bara blokkið hennar út með hennar bleskilur drullið yfir hennar talar ekki við hennar þú veist og það var svona umræðinu var allir stýrt með ofbeldi og það var aldrei tekið svona þú veist vísbendingum kannski þetta nú kannski ekki alveg rétt þú veist stundum nefnt Sölva Tryggva það var hafður fyrir rangri sök og og vissulega margir aðrir og þetta náttúrulega gefur fólki ákveðin vopn, þetta gefur svona ákveðin ásökunarmenningu völd þar sem að þú í rauninni skiptir einhver máli hvort það hefur rétt fyrir eða ekki og verður þetta vopn í höndunum fólki. Og líka, sko, það er eitt sem mér er mikilvægt að menn hafi í huga þegar þeir segja bara, þetta er ekkert ofbeldi eitthvað svona, menn eru bara að taka ábyrgð, en það sem að þeirra krafa er félagsleg útskúfun fyrir eitthvað og bara hvort sem einhver líka betur að það mannskepnan er félagsvera og félagslega þörfin er að grunnþörfi mannsins og þú ert að reyna að sko, fara í eitthvað svona félagslega útskúfun á mönnum fyrir eitthvað sem að þeir hafa mögulega gert eða bara mögulega ekki eða fyrir einhver augnablik á þeirra lægstu stund skilur að félagslega útskúfun er bara ofbeldið, þú ert að taka eina grunnþörfi mannsins og þetta, þú veist, þetta er bara þetta eru væntanlega og eina leiðandi orsökum af sjálfsvígum hjá fólki er félagslega útskúfun og einmannleiki 100% þú veist, og við sáum náttúrulega dómsmálaráðherra koma fram og taka undir það að þeir trúðu ásökendum og engum öðrum trúðu konum? Jú, þú veist, hún segi myndbandi ég trúi og hún styður það að trúa, þú veist, hún styður þessa herferð, þessar ofsóknir og
maður svona velti fyrir sér, kona sem á að passa upp á réttláta málsmeðferð þarna að fara aktífli gegn henni, hún er reynd að lýst í yfir og Frosta og öðrum að hún hafi gert mistök og ég vissi það ekki, en það er bara gott. Já, ég meina, það er eitthvað en ég meina, þú veist, þetta eru mistök og því kaliberi að mér finnst hreinlega að það þyrfti að hreinlega að skoða hvort þú þyrfti að sitja af sér fyrir þetta, vegna þess að þú veist, þú átt að vernda réttláta málsmeðferð og þú fer gegn því, hvað heldur margir feður hversu margir feður heldur að hefur verið ásakaðir eitthvað bull á þessu tímabili bara til þess að myndi ekki fá forræði, hversu margir heldur að hafi hótað einhverju svona til svona að valda á einhverjum öðrum og í þessari geðveiki og þessari bilun þá var þetta svo sterkt vopn og þetta var misnotað og við þekkjum allir 20 manns pluss sem að hafa orðið fyrir þessari hótun. En mér finnst þetta rosalega mikilvægt að þeir sem tóku þátt í þessu að það sé leið tilbaka fyrir þá og þú veist að menn þurfi, sína eru nokkuð svona og en þú veist, en það þarf að vera eitthvað uppgjör við þetta en svo þarf að við geta haldið áfram bara, við gerðum mistök, fullt af fólki gerðum mistök. Ég hef gert fullt af mistökum, það var allir hérna inn í þessu herbergi gert mistök, maður er bara mannlegur og svo bara hægt að líta fram á veginn. Já, við þurfum ekki að taka allar lífi af því að þú veist að mjög margir og langflestir sem að voru þarna á þessum stað og ég fann mig alveg þarna líka, bara djöfisins fucking ógeðið þarna, þú veist, ég þarf að taka, og maður fann að, en svona eftir á að hyggja að þá þarf maður aðeins að horfa í speil, við þurfum öll að gera og við þurfum að velta í fyrir okkur, er þetta þjóðfélagi sem við viljum búa í, viljum við búa í slaufunarmenningu, viljum við búa í menningu sem er eftir að taka fólk að lífi og þú komst inn á þetta með félagslega útskúfun. Í gamla daga þá var þetta kallað að vera dæmdur til skógagöngu og þetta var versta refsing sem að hægt var að fá og ef að þú varst þetta hétt skógaganga, eða ekki rétt hjá mig? En þú veist, þú veist að þá varst þú veist útskúraður, þú máttir ekki vera í samfélagi manna og þú veist, þú þurfti bara að þú veist, vera í skógi eða whatever, ábyggilega sína rót í Noregi og þessu löndum, nota á víkingatímanum. Þannig að þetta er gríðarlega alvarleg refsing og við sem samfélagi höfum ákveðið að vera með lög sem eru sett af Alþingi og það eru samkvæmt stjórnarskrá öllum öðrum lögum í landinu. Þannig að það að einhver lítill hópur fólks geti beitt fjórða valdinu sem hefur verið fjölmiðlar til þess að útskúfa fólki og beita því andlegu ofbeldi, það er rosalega gróft. Og ég skil þetta í sumum tilfellum, skilurðu, þar sem að einhvern veginn þetta var algjörlega borðliggjandi. Veistu hvað ég meina? Þú veist það er bara svona... Þá er þetta væntanlega líka bara dómsmál. En þá er þetta líka bara borðliggjandi, þá veistu bara að þetta verði sannað og þetta fer fyrir. 100% sko. Já, en mér finnst bara rosalega mikilvægt að við förum ekki að haga okkur eins og þetta fólk. Að það er, þú veist, það er engin krafa mér einhverja félagslega útskúfun, það er bara, þú veist, bara hætti þessu, skilur við það að vera vissulega eitthvað uppgjör og það er gott ef að þeir sem gengur eitthvað harðast myndi beðast afsökunar eða yðrast. En í þessu samhengi þá einmitt að nefna það að ég ber mjög mikla virðingu fyrir því að Helgi Hrafn skuli einmitt nefna þetta við þá sem að hafa verið svona hans megin, vinstra megin og hann talar að fólk hafi keyrt fram í sér í jafnréttisbaráttu og fleiri en einu sviði. Og þetta sé ekki eitthvað sem að sætt okkur við að vera góð við hvort annað, hann nefnir það sjálfur að hann hafi orðið fyrir einelti. Og hugsa ykkur félagslegu afleiðingarnar fyrir hann í þessari að því allir hans vinir eru ekki sama eins og Ég ætla bara að lýsa yfir stuðningi við Helga Rafn í þessu, mér finnst það bara mjög flott hjá hann. Og eins með hann að Gyðu náttúrulega sko mér... Það er stuðning frá Sverri líka. Og líka þessu bara með hann að Gyðu dröfn til dæmis að ég held að neyti Gyða dröfn alltaf. Jú, það er rétt þessum að var hjá Ævari í þættinum. Hún tók þátt í þessu og ég get alveg, ég allavega, erfiða ekki við hann að hafa gert þetta vegna þess að mér finnst hún bara meiri manneski að hafa komið hana. En á sama tíma verði ég að segja til dæmis með þessu Áslaugu, þetta er það alvarlegt að mér í rauninni finnst að hún geti valla sínt ábyrgð að þess að bara hætta í þingmennsku eftir þetta sko. Já, mér finnst þetta svo rosalega. Þetta er það stórt í hennar valdstöðu sko. En þetta er líka, mér finnst þetta koma að punktinu sko að það er svo mikilvægt að þú ert með stjórnmálumann að hann sé rótfastur í einhverju, það er einhverju hugmynd sem að, það er ekki bara, það kemur einhver vindur sem blæs í samfélaginu og þú bara
hverfist með honum hverfist eins og lauf í vindi að það eitthvað sem ég stend fyrir og ég gef ekkert eftir af því og mér finnst það hefur svolítið vant líka bara þessi grunngildi þú veist, við erum bara að tala þarna rétt á þetta málsmeðferð, við erum að tala bara hotstein frelsisins og Sjálfstæðisflokkurinn var flokkur sem var með svona sterk grunngildi sem voru ekkert að hverfa frá og þeir fóru og svo þeir voru með eitthvað svona sem augljóslega að tala gegn eigin samfélag eins og þegar Guðlaugur Þór byrjar að tala eitthvað kynhlutlust klósett og eitthvað svona við vitum að þú trúir ekki eins og á þetta, þú ert bara eitthvað og ég held að í grunninn heldur að það hefur verið einhver svona populismi bara á sínum tíma og bara reyna að höfða til eitthvað og líka bara, þetta svona sjálfstæðilegt, þetta svo hættulegt og ég ofta að segja kannski hann fallin frá þessu núna, maður hefur nú ekki heist í honum svolítið tíma sko, já. Og ég alltaf að segja við vinið mína í miðflokknum, bara ekki fucking verja fylgi, haldið áfram að sækja, aldrei fara þetta svona, mér finnst þetta svo típist dæmi stjórnmálamann sem að verja fylgi með því að höfða til einhvers hóps sem bara vitlaus og þetta bara illa þetta ekki hópurinn sem að fara að kjósa þetta liðir ekki kjósa það er þetta ekki hópurinn sem að fara að kjósa og svo sagði þeim eins og Geðadröm sagði þarna í þessum þætti mér finnst merkilegt að ég hef mistað þessu þætti hann kom í október sko, mér finnst alveg merkilegt að ég hef mistað á honum þá til núna ég ætla að skoða þetta betur, ég bara glemdi því en hún segir sko að þetta voru bara eitthvað 30-40 konur greinilega allar sömu típunar en svo bara var þetta svo skipulagt þannig að það var bara, herðu allir að koma að læka hérna, herðu þessir að vera ógeð komið og drulli yfir hann þannig að hún sagði bara þegar að það svoleiðis gerist þá lítur það út fyrir að sé bara hálft Ísland komið að já, en sérðu, líka svo náttúrulega þannig að algoritmin virkar þannig ef þú nærð að tímasetja alla til þess að læka eitthvað eitt og mjög stuttum tíma þá dreifir algoritmið alls það þannig að þú getur svolítið spila með algoritman svona og þær voru náttúrulega kannski ómeðvitað að nýta sér þetta. Ég heldur að ekki haft endilega vit á því, heldur bara nei, en þetta er það sem þetta nákvæmlega sem gerist og þannig að Jordan Peterson, sálfræðingurinn, geðþekki, hefur talað mikið um það að kvenofbeldi sem að byggist á því að mannorsmeiða, grafa undan fólki og svoleiðis frekar heldur en að beita beinu ofbeldi. Já, félagslega útskúfun og svoleiðis. Veldur félagslega útskúfun. Að sko samfélagsmiðlar séu eins konar magnari á þessa hegðun. Þannig að við höfum verið að sjá það frá því að samfélagsmiðlar komu fram að ofbeldi að hálfu kvenna hefur orðið svona samþættara, eineltislegra og við sem samfélagi erum í rauninni svona svolítið bara að sjá þetta núna, við erum að læra inn á þetta, við erum að sjá, þetta er ekki lægi og ekki bara kallmenn, heldur bara konur líka það eru bara allir svona með á þessu það var ekki aðeins gengi á langt þarna það þurfi ekki eitthvað að endur sko þetta fyrir þá sem að vita ekki nákvæmlega hvað við erum að tala þá erum við að vísa í það hún Geðadröm mætir því það hvað heitir eftir podcastið ég man það ekki það skiptir ekki máli, hún mætir í podcast og lýsir þessu hún lýsir því bara hvernig hún var meðlumur af ofbeldishóp í rauninni mætti bara kalla þetta var bara hópur kvenna sem að mætti og þeim var alveg sama hún spurði sérstaklega út í það hvort og var staðfest þessar ásakanir bla 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 það bara skipti engu máli það var bara hjólaði alla sem voru þarna þær voru með blaðamenn af Stundinni núna heimildinni Ingibjörgu Kjartansdóttir hún nafngreindana og ég hef séð hann í þessum feminista skjölum ég sá bara hann hún nafngreind líka í þessum feminista skjöla sem er bara, hver til í að taka sér að skrifa eitthvað, Ingibjörg, þú bara já, ég get gert það, eitthvað svona, en þarna var bara hjólaði menn á nokkuð stónsóla og það er það sem að Helgi gaggrínir þarna í bæði á sinni eigin síðu og hann kallar þetta bara nöfnum bara viðbjóðst þetta ofbeldi ég man ekki nákvæmlega hvað orða að nota því en lýsingar hún voru bara ógeðslegir ofbeldisópar og hann gerir þetta bæði á sinni eigin síðu og svo í kommenti undir færslu hjá Birni Leví sem að Björn Leví, hann var að kommenta hann getur verið svo pirrandi að hlusta á hann því að hann er ekki svo hann er ekki skemmtilegur, hann er nefnilega ofbáslega leiðilegur líka ofan og allt annað Seri, þú verður eiginlega að koma hérna gott að fá það að vera með að tala hvað Björn Leví sé leiðilegur leiðilegur þetta er ekki svona gæi sem þú ert ósámála og þú veist allavega að vera að hlusta hann er bara ég svo sem þekki hann ekki þannig en svona, þú veist, ég náttúrulega kannski að því ég er á undir skoðun og upplifa það sem svona ákveðin leiðindi að vera að halda þig fram að þetta ekki verið ofbeldi þegar þú veist bara að fólk fyrirfór sér þegar þú veist að það var mannfall þú veist að
að fólk var fyrir félagslegri útskúfun. Hversu margir, og þú veist, við vitum það ekkert, en hversu margir, þú veist, mistu fjölskylduna sína eða fengu ekki forræði eða voru settur út í horn eða þú veist, þeir voru beittir einhvers konar þvingunum og var sagt upp í vinnunni, þú veist, og fjölskyldan splundraðist og einhver hengdi sig eða fyrirfór sér eða whatever. Þetta bara kannski mikið fleiri tilfelli heldur en nokkur vill gera sér grein fyrir og á þessum tíma að þá skærokkar þetta gjörsamlega sjálfsvíg. Þannig að sko, hver ætlar að taka ábyrgð á því? Hver ætlar að taka ábyrgð á þessu? Ég verð að koma inn á þetta með Björn Leví. Ég algjörlega sammálaðir hana. Já, ég bara tala í sammála, þú veist, í samhengi við það að hann að verja þetta. Já, málega sko, hann kemur þarna, hann vitnar í pistil eftir Hlédísi, sem hún að segja, hún hafa orðið fyrir svona, hún hafa verið að skoða hann að kúa sjálfa sig svolítið. Og hann svo furðulegu stundum með svona, það sem hann ákveður að taka afstöðu, þess að hún var ég man sko, hann hefur vitnað í Hlédísi áður, það sem hún var að segja, já, vókistarnir, eða ég man ekki hvort að notaði vókistarnir alltaf, sumt fólk, veist, það reynir að sannfæra þau að himinin sé ekki blár, skilurðu, og þá meira þess að sko, þá dettur hann svo einhverfur sko greinilega, hann dettur í einhverja gildru þarna og bara, himinin ekki blár, hann svartur, það eru einhver efni og svo bara, það sem hún að tala. En allavega, hann að verja þetta, þú veist, þessa skoðanakúun og það sem að Helgir kemur svo undir statusin hjá honum og náttúrulega setur allt á annan endan, því að hann alltaf meðlimur í þessari klíku sko. Ég held að Björn Leví sé á þessi þekki hann bara sem að fylgst með honum sko. Ég held að hann sé svona kannski svona bara meðalagi gáfaður en mjög langt undir meðalagi í svona tilfinningarlegu gáfum, skilur, bara svona hann hefur enga tilfinningu fyrir mannlegum samskiptum og það sést alveg mjög augljóslega og það ógeðslega fyndið að fylgjast með því sko. Þú veist, þetta klauðalegur sko og bara Ég hef ekkert stúderað en hann gæja þannig, maður bara svona sér hann bara mjög oft hafa rosalega skrýtna skoðanir allar svona út frá mínu sjónarmiði, mér alls ekki illa við hann persónulega. Nei. Ég pínu illa við hann. Ég þekkir ekki reynt að skoða bara. Nei, ég get ekki sagt að ég sé hissa, en þú veist. Ég mjög dómharður. Já, þú veist, ég að gagnvart mörgum sko og ég minnst þetta bara svo ógeðslega furðulega afstaða og þú veist, það búið að jarða flokkiðinn. Þú veist, fólk bara þið duttu öll út af Alþingi út af því að ykkar hugmyndafræði, þú veist, beðið skipbrot, þú veist, þið þurfið aðeins að horfa í speil, sko. Þegar allir eru fíbl í kringu þig, þá þarftu að horfa í speil. Og ég held að þetta sé svolítið svona þannig moment. En já, ég held bara menn, eins og hann gerir sér ekki grein fyrir því. Það sem að gerist líka þarna í kjölfarið, það kemur náttúrulega sprengja í kommentunum í kjölfarið að Helgi kemur að opna sig. Og eina fólkið sem að talar gegn þessu fyrir utan einhverja tvo, þú veist, kallfeminista sem að ég veit hverju en þekki ekki neitt, sko. Það eru allt þessar ofbeldiskellingar. Já. Sem að tóku þátt í þessu og eru ennþá þú veist, þrátt fyrir að eftirspurnina þeim var engin fyrir og enn minn í dag og þær koma þarna alveg brjálar. Aktivistarnir. Já, þær koma alveg brjálar að hrauni yfir Helga. Býtu, akkurat þetta, aktivistarnir. Af því að þessi Gyða Dröfn sem var í þessum þætti að tjá sig þetta hjá Ævari félag okkar, að hún nefnir einmitt hvað hún var að ganga í gegnum erfiða hluti og erfiðum tíma og það hefur líka verið talað hana sem að fór fyrir þessum samtökum sem að látin, ég ætla ekki að öfgar, þú veist, ég geymum það að vera að tala einhvern veginn um fólk sem að búið að falla frá en sko Gyða Dröfn lýsir því einmitt að hún hefur verið búin að gangi ekki óbúðslega mikið á stuttum tíma, leið óbúðslega illa og í geðshræringu sinni hafið þetta einhvern veginn, þú veist, verið svona, þú veist, og þá verður aktivist. Verður svona hópefli. Manneskjan hefur ákveðna þörf, svona réttlætisþörf og þú veist, þetta svona ódýr leið til þess að svala einhverju réttlætisþörf. Þetta náttúrulega... Við þekkjum þetta öll, þú veist, að við snarfókið í okkur, við höfum verið í ójafnvægi og
og þú veist, við viljum réttlæti, við viljum jafnvel hefnd, skiluru og eitthvað svo leiðis, svo fennir aðeins yfir þetta og þú fara að sofa nokkra nætur og fara að hugsa þetta aðeins yfir og þá svona, mér finnst það svona besta, það er kannski betra að nálgast þetta eitthvað öðru sér, sko. Mér finnst það svona gott íkt dæmi þetta, vera svona menn sem í mjög harðri neyslu, sem eru kannski, þú veist, bara ofbeldismenn, bara sko að atvinnu og eitthvað svona, og fara svo og þú veist, og eru bara skítælar, skiluru, ekki að þau eru vondamann, þetta bara, þú veist, neysla dregur að versta fram með. Ég þekki það bara af eigin raun og fara svo og finna eitthvað barnaník til þess að berja, skilur. Og þetta snýst, held ég, þú veist, þetta snýst Þetta leggja til að veri settar upp meðferðarstofnarir fyrir svona aukaneyslu og feminisma á Íslandi. Algjörlega, því þetta sjúkdómur, sko. En þarna þú veist, menn á mjög vondum stað sem virða, þú veist, virðast vilja fá eitthvað réttlæti og eitthvað til þess að líða í eina sekundu eins og það hefur gert eitthvað rétt og gott sem þú veist, það alveg, ég ekki að segja það sé slemt, sko, með ég alveg gera það mínu vegna, ég að segja, þú veist, að þetta Passið þá bara þessi réttur aðili rosa gott, sko en ég með ákveðna kenningum það að þessi Libba hugmyndafræði, feminismi, whatever, sé búin að síkja dýnamíkina milli kynjana á mjög alvarlegan grófan máta og það sé rosalega mikilvægt núna að þegar að þú veist þegar það lægir að þessu og þetta kjaftaði búið að það verði ekki einhvers konar hreyfing manna sem einhvers svona spegilmynd af þessu skilur í einhvers svona hefndarhug gegn konum af því þeir hata konur eða whatever og þú veist, við fáum ekki eitthvað þannig hreyfingu, skilur það verður vera eitthvað uppgjöfið þetta og svo bara, þú veist, setjum stefnuna eitthvað hærra, skilur þetta kynjastríð held ég algjört svona deil og drottna dæmi yfir fólki. Ég er svona sammálaðir að mörgu leiti þarna, ég er ekki alveg búin að gera það upp við mig hvort að mér finnist að ég að gera brot gegn fólki refsilaus, eins að sumt náttúrulega bara stjórnarskrár bundin réttindi sem voru vanvirt, sko. Og það bara farið gegnum dómskjöru, alveg klárlega, sko. Og þú veist, og það þarf að skoða það í þeim tilfellum, en ég er algjörlega sammálaði með það að þessi einhvern veginn gjá sem að hefur verið sett upp milli kalla og kvenna og eitthvað svona, þetta verið reynt, sko. Ég held að svona flestir, á ákveðna hópa. Stór hópur. Og stóran hóp. Nú erum við í Charlie Kirk-bólunum og það sem að hann var í þegar hann var elskaðar bóli, sko. Og ég held að þú veist, hvað sáum við þá? Við sáum útrúlega mikið að liberaliði fagna dauðans, en þetta einmitt það sem algoritmin gerir, hann sýniði fólki sem að vekja viðbrögð hjá þér, en máliði það, náttúrulega bara flest allt gott fólk, bara allt gott fólk hæsir ekki svona og það meirihluti fólks og þannig að sko samfélagsmiðlar og svona þeir íta undir ef við fáum ákveðna ranga mynd af því að þeir eru að reyna að íta undir að þú notir forritið meira og þú ánýtist því meira og þess vegna, þú veist, við erum að sjá þetta með clickbait fyrir þetta og öllu þessu. Ég held að ég get bara verið fyrstu til að viðurkenna það, ég hef oft farið í eitthvað svona skotgrafa dæmi sem bara ekkert gaglegt og fæ bara rosa mikið engagement, sko, og ég hef tekið eftir, þú veist, ef þetta í eitthvað svona neikvæðum gíra, þá fæ ég alveg ógeðslega mikið. Og nú verið svolítið provokator í gegnum. Já, en þú veist, það samt mikilvægt að vera ekki. Ég held að sé nauðsynlegt, sko. Þú veist, og ég reyna að benda á okkur vankanta sem eru í þessari ráðandi, ríkjandi hugmyndafræði og okkur svona, en maður verður að passa sig á því og þó að það sé eitthvað svona persónulegt geil, vera ekki þarna, skilur, og vera ekki eitthvað kynda undir, eitthvað kynjastríð eða eitthvað, því þetta er bara kjaftaði. Ég fæ svona upp í hugan, sko, þegar fólk er svona í þessu dygðablæti eins og vókistöðnar eru. Þú veist, það kemur, þú veist, status frá Agli Helgasinni það sem að hann er að segja hvað hann er ógeðslega góður og allir sem að þú veist, eru tilgerðarlega góðir, læka þetta líka og svo skrifa þeir annan status og þá læka þeir allt og koma með svona blómleg komment á þetta minnir mig svolítið á unglingstelpur sem er að kommenta á prófílmyndina hjá vinkonu og þar hafa bara aldrei séð jafn sæta stelpu á ævinni, sko. Ég veit hvað það það er kannski feitasta stelpan í hópnum eða eitthvað svona, við vitum og það vita allir að það er að ljúga og meir sér stelpa sem að myndin er af, sko. Það er mikilvægt að mínum mati, það er
þú veist, ég hef alltaf reynt svona ef ég lendi svona rökraðum og svona nema einstaka eitthvað fakka þegar ég, þú veist, þá er ég ekki endilega að leita eftir einhverju svona til að, þú veist, að engagea menn svona in goodwill, þú veist, þá er það bara, þú veist, þá er einhver búin að vera kannski annarkvæmt dónalegur eða svona, það er leiðilegur að ég ætla bara að jarða þann, þú veist, en það er miklu sjaldnar sem það gerist, en það oftast er það þannig að ég ímynda mér alltaf að ég sé að ræða við þriðja aðila á hliðalínunni sem er ekki ákveðin hvar að stendur og þá er bara svolítið nöðsilegt að vanda sér svolítið. Ég er oft alveg bara sko ótæpilega brútal við menn, sérstaklega sko á netinu vegna þess að þá náttúrulega eru þeir ekki þarna, ekki það ég get alveg sett það í andlitið á þeim. Já. En þú veist, það er hérna einhver gæi sem er mikið að kommentara, hvað heitir hann, Ómar eitthvað. Hann er svona alltaf með heimskulegasta take ever. Facebook kommentari. Það er bara alltaf með heimskulegasta take sem að hægt er að hafa á öllum subjektum. Hann er svolítið svo Gunnarsmári. Það er bara eins og hann get ekki sagt sannleikan eða svona komið heiðarlega fram. Sko. Já, kannski er hann bara ekki að lasin, ég veit það ekki. Eða þeir báðir. Í þeirri áfyrirgeð, ég held að vera... Nei, haldur að Ég var að segja hvað er hræðilegt að broadcasta því það verður svo bara hægri bara áróður og eitthvað svoleiðis ég stóðst ekki freistinguna verandi á broadcasta, ég sagði fyrst að ég þarf að borga fyrir RÚV þá finnst mér alveg svakalig huggun í því að nú sér þú að borga fyrir þátt Þetta er svo fyndið, það er eins og pælt í hugmyndinni, hann vill sko að bara hans hugmyndir séu sponsoraðir af ríkinu og allir aðrir séu skoðanakúaður og maður er bara svona og þú sér því sem góða manneskju en ekki með allræðisíkju, ertu algjört fucking fíbl. Pældu hvort það voru ógeðslega heimskur til þess að hafa þessa skoðun. Ég meina þess að 7 milljónir duga að valla fyrir launin fyrir okkur 3 hérna í 2 mánuði, sko. Nei. Við erum ekki ókipis, sko. Nei. Þetta er bara ekki fyrir hádegi, sko. En ég vil fara aftur í þessi dæmi þarna með Helga, það er til og með svona aðila sem komu þarna og ég ákvað að leggja ákveðin prófstein fyrir þetta lið sem er þarna vegna þess að komu margir og voru einmitt svo í stað að segja ekkert ofbeldi á þessu stað. Áhugavert. Og ég ákvað að leggja smá prófstein sem að sko ég viss alveg hvernig færi en þú veist ég það er ekki nóg að ég segja það, ég verð að geta sýnt bara hvernig það fór. Já. Þá var ég engageað í þessar kettlingar, þessar hérna ofbeldis kettlingar sem tóku þátt í þessu af fullum krafti og voru hérna einmitt að segja Helga Rafn til syndana og verja þetta. Og ég spurði en þið vitið af því að málið sem byrjaði alla þessa seinni bylgju, þar sem að Sölvi Tryggvason var sakaður að mistyrnt vændiskonu grimmilega og hún Ólöf Tara kemur þess á stað, byrjar með þetta taka allir undir sem verður til þess að hann bara, í rauninni flýr land, með þess að Simmi Will var krossfestur fyrir að vorkennunum og hérna hann bara, ég hef lesið bókina hans, hann var bara kominn að því að henda sig bara í snöruna og annað. Það er svolítið. Og málið er það sem gerir þetta mál sérstakt er að ekki bara er hann ekki fundið sekur, það er annar maður dæmdur fyrir þetta brot. Hann er dæmdur fyrir það, hann játar það, lögreglan kemur með yfirlýsingu þess eðlis að Sölvi Tryggvason kom ekkert nálægt þessu máli. Og ég spurði þetta fólk, getum við þá allavega verið sammála því að hann sé saklaus að þessu máli? Þá fór það voru nú aðra ásökanir, ég bara burt sér frá því, getum við verið sammála því að hann sé saklaus af þessu máli. Það ein meira sem kom og sérstaklega til að segja sko, hérna, ég bara trúi því sem að þolandinn sagði. Málið er bara að það var aldrei neitt þolandi sem steig fram, það er bara logið upp á hann. Af aðila sem að var ekki þolandi sjálfur heldur einhver sem að vildi greinilega bara koma koll og það var bara mjög algengt. Þannig er ekki bara ekki sýnt fram á sekt heldur sakleysið er sannað en þetta lið gat samt ekki viðurkennt að bara í þessu máli hann var verið saklaus, það gat það ekki. Þú veist, þetta er bara svona þegar þú getur ekki einu sinni átt heiðarlega samræður einhver borðurliggjandi mál það er náttúrulega bara ekkert markaður takandi og mér finnst að hljóta vera algjör lágmarkskrafa bara af fólki í landinu að fjölmiðlamenn eins og þessi kona sem þú nefndir sem að skrifa þarna sko algjörar einhliða greinar og oft bara upplognar greinar að þetta fólk bara fá ekki að starfi í fjölmiðlum við bara, þú veist, í alvöru talað
Þú veist, ef það er bara búið að sína fram á þessu, bara búin að ljúga aftur og aftur og aftur, hvað með Kjartan? Það farið nú bara að vinna hjá... Já, farið þá bara að vinna hjá RÚV, bara því meira svo ljúg. Sko, nei, þú veist, ég meina... Ég held að þetta bara þykir kostur í starfi hjá íslensku fjölmiðlum frekar en ókostur. Ég held að, þú veist, við þurfum eitthvað bara að skoða, þú veist... Við borgum svo fyrir þetta. Já, en svo borgum við einmitt fyrir þetta og maður er svona... Svo er náttúrulega horfum við á kannski eins og sín. Og núna er náttúrulega svolítið fyrir séð að þú veist, þeir eru náttúrulega bara að fara að vera gjaldþrota og þá kemur ríkisstjórnin og er svona basically að fara að bjarga þeim, þú veist, það einhver skilyrði sem að þeir þurfa að uppfylla? Ég bara velti því fyrir mér, þú veist, ég meina farið aðeins meiri pening að þú veist, verður þetta greitt út í áföngum eða þú veist. Ég held að það sé mjög alltaf vont að fjölmiðlar séu orðnir háðir ríkinu. Þetta býr til dýnamík sama hvort hún sé orðin þannig í dag eða ekki, ég veit ekki til þess að hún sé orðin þannig í dag, en þetta býr til, þeir verða á endanum háður þessum greiðslum og ég held að þeir eru háður þessum greiðslum, þeir eru að fara á hausin eða ég fá það ekki. Og ég held að á endanum þá verður þetta þannig að þetta verður notað sem vopn gegn fjölmiðlum til þess að það þarf kannski ekki núna en til þess að halda uppi þessari ráðandi hugmyndafræði að bara halda frá að búa til áróður fyrir þessari ráðandi hugmyndafræði. Nei, mér að, þú veist, ok, pældu í því, ef þú ætlar að fá peninga fyrir fjölmiðliðin, þá þarf það að styðja þá pólitísku flokka sem er að leggja pening í fjölmiðliðin, þannig að you don't bite the hand that feeds you. Það er bara þannig. Og þannig að sko það að ríkið sé að taka þátt í því að styrkja þessa aðila, þú veist, ég veit það ekki, mér finnst þetta pínu vafasamt og hvernig þið séu valdir, skilurðu. Þetta er ekki eins og þetta sé eitthvað hlutlaust, ég meina einu sinni að þá, ég meina þeim sem útvarpssaga, saman hvað mönnum kann að finnast útvarpssögu fólki sem að hlustar á útvarpssögu, þú veist. Þetta er bara frábært fólk og líka hlustar. Ég er ekki að lýsa minni skoðun á því, ég er bara að segja saman hvað þið finnst. Ég vil bara koma minni skoðun frá. Artrúður, þú ert geit. Já, nei, ég hlustaði alveg stundum á þau og þú veist alltaf, þau fengu virkilega hlustun. En það er einhver pólitísk ákvörðun sem er tekin í einhverjum reykfylltum hliðarherbyggjum hjá einhverju fólki sem hefur óbeita skoðunu þeirra og þá allt í einu færir útvarpssaga það bara nei, þið fáið engan styrka því að þið eru ekki okkur þóknanlega. Það reyndar ekki einhver reykfyllt herbyggi, þetta eru veipfyllt herbyggi. Veipfyllt herbyggi, já, það er prumpulegt inn í þessum herbyggjum. Hvað er það niður? Fenguðu þið ekki styrk núna? Nú loksist núna. Jú, en þú veist, það sem að maður er samt að benda á, skilur við. Já, bara 100%. Og þú veist, það var náttúrulega bara verið að vega að þessu. Ég meina, af hverju er ekki einhver dregin til ábyrgða fyrir þetta? Þú veist, hver tók þessa ákvörðun? Hvernig var hægt að komast að því að stöð sem að með jafn mikla hlustun og þau, að hún myndi ekki fá neina styrki frá hennu opinbera þegar aðrir fá það? Þú veist, ég vil að þú veist, fólk sem er að sko misbeita valdi sínu með þessum hætti, að það sé einhverja fucking afleiðingar fyrir þetta lið. Að það er allt og oft sem að það bara komast upp með alls konar svona kjaftaði. Þetta er, mér finnst þetta bara vera svolítið svona, það styttist í, veist maður, ég sá í þessum umræðum hjá Helga og Birni Leví, sko, þá sá ég alveg nokkara svona fyrrum pírata sem að, veist, maður vissi að höfðu smá sens svona, þess að ég get sem nefnt svona dæmi, hún er Rannveig Ernudóttir bara sem dæmi, veist, hefur alltaf verið skynsum manneski, ég þekki hann ekki neitt skilur bara að ég lesi frá henni, það hefur alltaf verið svona, já ok, hún var svona hugssjóna manneski skilur en ekki bara svona tækifæri sinni. Svona prinsip manneski. Já, og þú veist, það er hún og aðri svoleiðis að taka undir með Helga, þetta er fólk sem að upplifiði, en fólki sem að sko greinilega vannslægin og svona, það er einmitt bara, ég skil ekkert hvað þetta tala meðal annars. Ég held að það sé alltaf sko, ég held að það sé svona ákveðin mælikvarði á sannleika þegar fólk beggja vegna er sammálaðir. Þegar að fólk beggja vegna sammálaðir, þetta er Elon Musk til notar þetta sem community notes á X, að ef að fólkið sem er að andstæðum pólum í skoðunum með sammála eitthvað, þá eru yfirgnæfandi líkur að sérjast. Þannig að eins og segja, eina fólki sem sást mótmála þessu, að það hefði verið ofbeldi af þessu tagi, það er fólki sem beitti. Ég held að það sé enginn sem að geti haldið fram að það hefði ekki verið ofbeldi, þú veist, fólk getur velti fyrir sér hvort einhverju hafi átt að skilja það ekki
og ég held persónulega að það hafi alveg verið menn þarna sem áttu það skilið en eins og þú kemur inn á að það spurning hvað aðferðafræði við að beita og þetta ekki rétt aðferðafræði. En þetta líka sama fólk og hefur breikkað og víkkað skilgreininguna á því hvað flokkist sem ofbeldi og hvað ekki. Þú getur verið bara í öllu þessu þú varst með nánast bara mann sem að sló einhverja konu á rassinu á árshátíð 1989 og svo bara eitthvað serial rapist bara eitthvað tveir ofbeldismenn og eitthvað svona og annar aðilina því að hann var í þægilegri stöðu einhver staðar og var yfirmaður þá var hann tekinn af lífi en það var ekkert hægt að gera við hinn því að hann var kannski hvort búin að eðlika líf sitt eins og til dæmis þetta pottamál það var ótrúlega að fyndi hvað hlakkaði í fólki af því þetta voru svona og þetta svo pottur Arnar Grant og heita pottamál það hlakkaði svo mikið í þeim að þetta voru hvítir ríkir svona bara eitthvað successful gaurar skilur og þetta snýst þetta lippa hugarfar skilur að þú veist að þetta er að vissuleiti öfundsýki og bara hatur út í menn sem hafa náð árangri og hafa gengið vel í starfi og bara svona yes, þarna mistiðu þessi og það skipti, sannleikurinn skipti engum máli, við viljum bara koma höggi á þessa menn, koma þeim úr vinnu og svo bara og koma í ljós að þetta var ekki eins og þetta var. Það var alveg frækt með Eddu Falag og hún hafnaði viðmælendum að því að gerandi var ekki nóg þekktur Já, einmitt. Það kemur nú ekkert óvart sko. Nei, siðblindingi sé ekki í þessu réttum ástæðum. Hún alltaf var búin að ljúga til svona hluti þegar hún sagði að hún árið. Hún ljúga til flest allt sem hún sagði heldur. Já. Bara ligari. Já, enda fekk hún starfa á geimildinni. Já, meira segja þeir þurftu að losa. Meira segja þeir. Þurftu að láta hann að fara. Eins og nauðgar hann. Já. Fucking ligari og gerpi ætli þú þurfir að vera til þess að sért fucking rekin af geimildinni. Þetta alltaf saman aumingjum, legurum og gerpum sem finnst á landinu þú þarft að vera fucking mjög langt gengin bara pathológiskur legara drasl til þess að vera rekin Hældi því að þeir fá þeir 76 eða 79 milljónir frá ríkinu heldur þú getur haldið út vefsíðu fyrir 80 milljónar árið það er gefað út blað mánaðlega það er svoleiðis ég var í blaðinu ég myndi allavega ekki treysta þér fyrir miklu að þú gætir það ekki einmitt eitt blað að mánuði og ég var þar meira segja þetta er rammað inn orðin frægur Páll Viljánsson bendi líka á það hvað þeir gefa út miklu meira af þessu tímarið þessu paper útgáfunni sem að passar enga veginn við lestunni þeirra því að þau með ekki fela hann og og sagði að gaf í skyn að þau væru að falsa áskrifendatölur eða lestratölur með þessu og svo lenda þeir í erfileikum leið og hann að USAID klippir á allt styrkin til það hefur samt aldrei verið sýnt fram á það með óvíkjandi hætti Nei, það hefur ekki verið gert en svona í framhaldi að því einmitt að það var mikið við sig það verður spennandi að sjá hvernig næsta ársuppgjör hjá þeim verður en nú erum við búin með Helga Hrafn og þetta ef að skoða hvað eins sem að tjáðu þessu það fann standa upp úr árinu endilega hvort því sem sammálaðum herðu Hérna kemur, mér fannst besti þátturinn segir Gerti, besti þátturinn okkar maður með Helga Hrafni nummer 2 með Helga Lögfræðing Helgi er að slá í gegnina bara yfir höfuð og svo Helgi Bjarna og Sverrir Helga Álagdurinn og Jóhannes voru líka skemmtilegir Jóhann Haukur meina ég þetta var rosa skemmtilegur ég er að fá eitt reit sem að kallar eftir umræðum Pál Óskar og útnefnir hann sem skúrk ársins hvað var hann að gera? Árásinna 7. október skipti engu máli í rauninni stóra hann var bara leiður á hlustar upp þetta er ekki beint þitt uppáhald ég bara Ísland fyrst svo allt hitt þegar við erum búin að leysa það þá er hægt að pæla í hvað er í gangi fyrir botni Miðjarðarhafs hann segir Helga Hrafni þátturinn vera nummer 1 er hann ekki líka á þeirri skoðun minninu hann hafi lýst yfir að eins og ég þá hafi hann kosið Pírata á einhverju tímapunkti og sér svo búin að færa sig yfir þannig að mér fannst rosa skemmtilegt að fá Lenju hann kemur með Björnin segir svo þátturinn með Lenju var geggjaður mér fannst það mjög skemmtilega og áhugavert já, þú veist það kom svolítið það er svona þáttur sem kom svolítið og óvart mér fannst það líka bara skemmtileg já, hress ég held að hún kom inn í einhver vandræði hún var, já ég meina ég veit ekki fyrir víst ég bara segja hún var við neittum hann eiginlega svolítið til að
neittum hana komin til að hlæja að ýmsu sem að hún Já, en málið var bara samt að in the end of the day þá var hún búin að yfirgefa hugmyndafræði Pírata og hún gat ekki hugsað að fara þangað aftur og það var áhugavert líka að hún deildi mikið af hugmyndum sem sagt með útlendingastefnu og fleira. Það kom óvart. Það var mjög margt sem hún sagði sem ég held hún hefði aldrei sagt á meðan hún var pírati. Nei. Það var bara verið rekin úr flokknum. Þannig að það var áhugavert alveg eins og með Helga Hrafn og mér fannst persónulega ég held að einn vannmettnasti þátturinn með Kolbeini Dósent. Hann var rosa Mér fannst hann ótrúlega góður og skemmtilegur líka en klár og bara Mér fannst Kolbeinn vera alveg frábær og mér finnst hann hafa svona þægilega rödd, það var skemmtilegt að tala við hann, það veist hann kannski var ekki alltaf nálægt mæknum, þú veist að það er svona ég meina jú, gerist bara þegar mennurinn í rísu en mér fannst hann komið ótrúlega góða punkta og að því að hann var svo vel að sér að þá gæti hann farið, þú veist, ég meina þetta er gæði sem kennir félagsfræði og félagsráðgjöf þannig að hann gæti alveg bara svona rakið hvernig hlutinni breyttust og hvernig þeir fóru út af sporinu og hvers vegna hann hafði skipt skoðun og skilur Libba hugsunarháttinn fullkomlega Já alltaf vinnur í umhverfi Eitt er að tala við einhvern hægri mann sem er bara hugmyndafræðilega bara, þú veist, mjög öflugur í þessari hægri stefnu en þetta er öðruvísi fyrir mjög oft áhugavert að tala við menn sem að Það er nefnilega svo áhugavert að tala við menn sem eru vinstirmenn hvar, þú veist, þeirra menn fóru út af sporinu. Að sama skapi er mjög áhugavert að tala við hægri menn eins og við höfum verið að tala við menn sem að hafa verið hallunni til Sjálfstæðisflokkinn hvar þeir fóru út af sporinu. Algjörlega. Og Fyrir okkur er það algjörlega augljós hvar Sjálfstæðisflokkurinn fór út á sporinu eða svona fyrir flestum og ég meina mér sýnir svona að flesti vinstriflokkarnir vera búin að átta sig á því ég meina þeir sem átta sig ekki á því hafa bara mist fylgi og bara stimpla sig út Algjörlega En haldið þið að þetta muni gerast með samfylkinguna? Ég meina þú veist samfylkingin var bara búin að hverfa að því hún tók þess að vókstefnu svo komast vinstri græni til valda því að þú veist að meikaði ekki samfylkinguna þú veist, og svo komum vinstri grænir og píratar og þeir fara upp nú og þeir búin að hrynja þá fyrir samfylkingin aftur upp þetta svona, segi mig það, þetta sé svona einhverju leiti overlapping hópar Þú heyrir ekkert mikið í þessum vókröddum sem voru mjög háværir inn í samfylkingunni Já, Kristrún hefur svolítið náða að tróða ofan í þá og hún er höll undir Mette í Danmörku sem hefur verið með mjög harðar stefnur til skakað til innflytjendum og svoleiðis þannig að þeir eru með aðeins öðru en maður er bara, þú veist, aðeins öðru stefnu heldur forverið þeirra vinstra megin en maður er ekki að sjá að þau sé að framkvæma það sem þau segja Nei Ég held bara að sé smá Ég held að fólk hafi ekki endalaus að þolum að fyrir því Kristrún sé bara, hún ætlar ekkert að gera neitt held ég í þessum málum að neinu ráði Ég held að sé bara nokkuð augljóst að hún bara ég bara held Ég er sammála Ég held að þess að þú sagðir áðan með að verja fylgi sé svolítið í svolítið við þessari stöðu þegar þú ert í 30% fylgi þá hugsaðu með þér að gera ekki neitt þú veist, þá ger ég enga vitleysu ég stykki engan það er eins og þú varst að tala um uppbyggingarnar þú veist, 30, þú veist, það er mjög erfitt að fara eitthvað mikið það er eitthvað kapp á bara hversu hátt samfélgingin getur flóið sama hvað það er kapp á nei það er það í alvörunni og það ásið bara vísindalegar ástæður fólk sem fæðist í hennan heim er með mismunandi persónuleika sem er stjórnað stórun hluta að erðamengi þeirra og þú veist, það er alltaf svipa margir sem að varlega ég er ekki að segja þessi svartir eða eitthvað nei, þetta hefur bara áhrif á þá sem eru hvítir bara svo það sé á hreinu það hefur bara áhrif á persónuleika en ekki greind hjá hvítum og sískallmönnum og engum öðrum nei, veist, það er svo áhugavert vegna þess að til dæmis fólk sem að leggur fyrir sér verkfræði að það eru ákveðin hlutvöll ég held að sé 1/4 nánast þú veist að það er sem vísni gefa út og þetta eru sömu hlutvöll og eru í verkfræði milli kynjana í flestum háskólum það sem verið gefið frjálst þú veist það sem að konur og karlmenn ráða algjörlega hvað þeir læra þegar ég held að sé nú eitthvað öðru sétt á Íslandi sem segir okkur nú það að ég meina enda hefur verið ákveði kynjastríð þar sem það eru kannski 300 námskeið á ári fyrir konur til þess að efla þær og en enginn vil stráka
þannig að það kannski ekki skrítið en hérna að sama skapi að þessuna eru alltaf ákveði margir sem eru liberal og það alltaf ákveði margir sem eru íhaldmenn, þannig að þú veist eina leiðin til þess að raski sem hlutvöldum einmitt að fara að flytja inn fólkið og það það sem hafa gert sumstaðar, eiginlega bara allstaðar í Evrópu og í Bandaríkjunum. Ég held bara að Kristrún sé of klók til þess að fara, þú veist, hún greinilega tók fyrir þetta, fyrir kosningar, af því hún greinilega sér fólk vildi. Fólk orðið þreytt á þessu, en ég held að það líka að gera neitt í því samt fyrir það, sko. Ég held bara að áherslan hafi horfið, en ég held að það líka að gera raskat í því. Ég held, þú veist, að það mögulega að þeirra hópur sé komin að þeim mörkum, sko, þau vilja ekki halda áfram þessu streymi inn í landið, en þeir eru ekki á þeirri skoðun, sko, að það er að fara að hópa þessu liði saman upp í flugvél og senda það heim. Já, ég meina, þeir þóttu staðlega einmitt fyrir því að fólk sem hefði brotið af sér að það sendið sína heima. En aftur á móti þegar koma að því að fara að setja það fyrir þingið og allir flokkarnir voru, eða þú veist, ég meina, þú veist, sjálfstæðisflokkur, miðflokkur og eitthvað, ég held að þeir hafa allir verið tilbúin að taka þetta inn í hvað umræði sem en það þurfti alltaf að senka því og það var aldrei hægt að finna neina niðurstöð á því og svo átti þetta að vera tekið fyrir sko síðasta þingfundi og leið mér að giska það tókst ekki, þú veist, það var ekki hægt að samþykja þannig að eigum við að fólki í landinu að trúa þessu kjaftaði. Ég held að trúi þessu mjög margir. Já, og þetta verður notað mikið, þetta verður notað mikið. Það er ótrúlegt, þú veist, og svo verður alltaf sagt, já, þú veist, við erum bara alltaf að fara að gera hversu flókið þetta. Hversu fokkin flókið þetta, við vorum með Helga Magnús hérna daginn síðast og hann var einmitt að tala þú veist, þetta úrslega einfalt í framkvæmt. Þau líka bara vissu að þau myndi ekki samþykja þetta ef þetta gert svona, þess vegna gera þau þetta, þú veist, þetta afsökun til að setja það ekki en ég meina, þú veist, aftur. Ég hef bara haldið að það alveg sama hvar þú stendur í pólitík, það væri alltaf konsensus það að fólk sem hefði brotið af sér sendt úr landi. Þá ertu búin að styggja ákveðin hóp sem að þú veist, fámennari en háværari heldur en sem 0,1% af landinu. Þetta lið hefur tangarhaldi yfir þessari tegun stjórnmála. Meiri sé að bláhærðu konundar myndu kannski samþykja þetta sko. Nei, þá ertu komin út í að sko segja að þau geti mögulega. Ég þarf að veðja, ég geti fundið eina bláhærða með nefring sem sammála með. Herðu, hér kemur einn Fáum hann í þáttinn. Fáið Jón Gnarri í þáttinn, hann hefur enga pólitíska sannfæringu. Já, þetta rétt, ég held sér rétt. Það sem að ég ætlaði með að taka hérna það sem stóðu upp úr að þeir létuð ekki slá ykkur niður. Það voru nokkra tilraunir naglar, segir Ice Kronos í útlandum. Ég held að það sem að var svo gott það sem við gerðum, að við horfðum bara á þetta sem tækifæri, skilur við, never waste a good crisis, það ekki einhver setning sem einhver pólitík Sverri Helgason er setting en þú veist, við sáum bara, heyrðu, þetta er tækifæri, en þetta er líka svona, það eru tvær leiðir, skilur, það að biðjast afsökunar að vera auðmikið og ég myndi þetta ekki svona eitthvað og fara að reyna að útskýra sjálfan sig fyrir fólki sem hvort sem að reyna að miskilja okkur og hafa, þú veist, engar á og það er bara niðurlægandi og þá erum við bara game over eða bara fara og segja þessu fólki að ég þetta skýt, halda áfram og ég held að fólk hafi bara elskað það, sko. Og ég bara veit það, ég bara veit að viðbröðin voru þannig. Ég veit nú ekki hvort ég megi segja frá því, en segðu það þó. Ég satt nú með manni, þess ekki þekktast erfðafræðingur Íslands og ég ætla ekki að nefna neitt á nafn. Hver er það verið? Að hann virtist nú ekki vera ósammála þessum fulleringu sem hafði þarna farið fram. Mér varst mjög áhugavert svona í svona ákveðnu samhengi. Akkurat ég að taka það og ekki Watson ósamálaðir akkurat ég að taka marka á Nóbelsverðlaunahafa og mögulega klárasta erfðafræðingi Íslands þegar að bláhær trukkalessa með hring í nefinu getur sagt mér að þeir hafi rangt fyrir sér. Ég held að það sé bara frábær spurning. Það er góð pæling sko. Stiffarinn segist að var lagt inn á okkur 5.000 því líku maður. Já, Guð blessi Stiff. Ég er bara farin að lifa á Stiffarinn. Já. Það heldur sem þætti bara floti. Það eru nokkur að segja bara menn séu standi í illa á hjá en við erum alls ekki að setja press og neitna að leggja inn á þetta. Ég er bara það komið algjörlega fram. Bara það sem að þetta er bara strategía, þetta mál, ótrúlega leiðilegt mál og mér langar kannski að koma inn á það að manni finnst alveg hrikalegt að þú veist það séu strákar á þessum aldri mæður að koma fram, þær biðjum hjálp
og það ekki hægt að bara aðstoða þessa drengi hérna heima, en það hægt að borga undir fólk frá Afríku í háskólanám, halda því uppi og svo framvegis en það ekki hægt að borga fyrir meðferðina þeirra og hvað þá í Afríku sko, þú veist, þau fara til Suður Afríku, þú veist, þetta er tvískinjungshátturinn og ógeðið í þessu. Ég veit það ekki og svo kemur fólk að berja sér á brjóstur í það, já þú veist við ætlum að sponsa þau heim, ég veist, hefði ekki bara verið ágætt að bara gera þetta almennilega. Algjörlega, og mér finnst þetta sem Íslendingur, þá þetta er niðurlegandi fyrir íslensku þjóðina. Þetta er niðurlegandi fyrir skattgreiðendur, þetta er niðurlegandi fyrir þá sem mæta í vinnuna og borga skattana sína og skila sínum til samfélagsins og hafa jafnvel gert það í 20 ára, að þetta sé það sem við erum að gera sem samfélag. Já. Þetta er bara niðurlega. En hvernig ætli þetta sé réttlætt? Ætli að þú veist að fólk sé að hugsa með sér, já þú veist, bara allir þessir Íslendingar sem að sækja skólana í Nairobi. Já. Þú veist bara, hvað rugl er þetta? Þú þurft að setja eitthvað þak á þetta eftir að bara lendi í þvílíkum vandræðum og konum með allt og mikið að liði og ég man ekki nákvæmlega. Já, svo þú veist, svo er verið að auglýsa á samfélagsmiðlum og það eru komið TikTok-greinar og það er verið að hvetja fólk til þess að koma, maður bara heyrðu áhrifavalda sem er útfyllt eyðublöð þess að fólk það bara skrifa undir. Já, veist, þú getur ekki staðið undir grunnþjónustu og þú veist að það er vesinn að koma fólk í leikskóla en þú ert að sponsara fólk í annarri heimsálu til þess að koma í háskóla Íslands fyrir Íslendinga. Einn aðili sem hefði ekki verið sponsorað þennan hátt hefði mögulega orðið til þess að þessi drengur hefði ekki þurft að sækja það nút, bara ef við tökum bara krónu fyrir krónu. Já, algjörlega. Og þú veist, þetta er, minnst þú þarna, bara já, þau ætla að sponsa það að þau flytji fólki heim, bara fokki ykkur. Þú veist, það er að minnsta sem þið geti gert. Þú veist, það er bara allra minnsta lágmark. Ég held að þetta nú bara setja það, þetta hefði aldrei átt að gerast og ég held að það ætti náttúrulega að vera bara lög í landinu það ef að Íslendingur deyr erlendis að þá ef það er ekki hægt, ef fjölskylda getur ekki komið honum heim eða þá bara þú veist að ríki kemur viðkomandi heim. Þú veist, ég held að þetta sé bara, þetta er svona leave no man behind. Það ætti náttúrulega líka að vera, það verður að vera eitthvað svona jafnræðisregla fyrir þetta og það er ekki gott ef stjórnvöld, þetta er mjög óvinnsal skoðun kannski, það er ekkit gott ef stjórnvöld er að nota svona mál til þess að upphefja þessi sjálfur. Það verður að vera jafnræði. Það verður að vera jafnræði í svona málum og þú veist gott að þetta sé gert en þú veist en það er ekkit vision í gangi og þessi endalins svo skammsýni og verða að míga í lófan á sér aftur og aftur til að halda á sér hita og í einhvern svona skítaretningum sem er ekki að gera neitt gott og bara frábært, skilju. Ég er samt sko, sorry, ég veikt mér. Ég veit ekki alveg hvort þessi sammálaða sé alveg leave no man behind ef við skoðum til dæmis sko leave some man behind. Já, það er sko, ég get ekki alveg kannski verið þegar menn er að fara, ef ég veit tilfelli að sem menn að vera farið ellendis, kannski öryrkjar með einhverja framfæslu frá Íslandi, fara til landa eins og Spánar bara í nær umhverfi við mig, veist, innan við klukkutíma fjarlæg frá mér. Þessi menn eru bara að fara til að drekka sér dauða. Mér finnst kannski ekki alveg við hæfi að ríkið borgi það nefna, mér finnst það svoleiðis kannski þurfa að koma úr dánabúi eða eitthvað svona, ég veit ekki alveg dánabúi í þeim til, eða sjaldnast eitthvað dánabúi, eða hvað, ég veit ekki. Menn þurfa ekkert að setja út svo mikið pening þarna til að liggja í svona lifnaði, sko. Ég veit það ekki, ég myndi alveg skoða að þú að menn séu tilbúinir að komast á örorkubætur eða ég veit það ekki. Hvað kostar bjórinn? Talandi það, mér finnst það nú bera svolítið af að þú veist að vera að fara yfir tölur Íslendinga á örorkubótum núna nýlega og kemur í ljós að fólk sem er að þiggja örorku eða örorku lífveri, það er sér að kulnuna lífverin frægi það sem hún fer í virk og þeir finnst það svo leiðilegt í vinnunni og þú veist, hún getur bara farið og verið heima hjá þér og rungaðir og þeir bætur að þetta er 23% kvenna sem er á örorku lífeyri, 1 af hverjum 4 konum og svo náttúrulega eru þú veist, atvinnuleysi síðan kalla á kvenna er held eitthvað kringu 5% eða hvað það er, skilur nokkuð prósent, þannig að það bætist ofan á þetta hjá kallmennum er þetta 13% og alltaf sé ekki svipa atvinnuleysi og maður er bara svona, þú veist, þetta eru rosalega tölur. Svo var líka eitthvað að vera að fjalla fólk af erlendum uppruna. Pínlítið erfiðar að setja sig inn í þær tölur. Það er náttúrulega orðið rosalega mikil aukning á erlendu fólki, þannig að þú getur eiginlega ekki alveg borið saman tölur sem fasta, en fólki getur svo sem þótt sko óeðlilegt að þú sér búin að vinna þér inn svona mikil réttindi svona stund tíma, eins og Sólveig Anna og fleiri hafa komið inn á. En
hvernig ætlum við að halda þessu þjóðfélagi uppi ef að meðal sumra hópa hvenna í þessu tilfelli að 1 af hverjum 4 konum það rosalt líka sko að því að nú alltaf að vera að tala það þekkist ekki erlendis held ég sko. Þetta með að sko öryrkjar hafa það svo rosalega slæmt málið að ég var að sjá tölu þær komir rosalega óvart að manneskja sem á fullum örorku bara með þessa venjulegu fullu örorku í Íslandi með yfir 400.000 útborgað. Já, það er rétt. Það með öllu, þetta eru örorkubætur og svo er þetta alltaf... Það kemur meira til, sko, og svo getur þú fengið alls konar annað og kannski börn og... Húsnæði og, já. Þú ert með væntalag, svo getur þú verið með barnabætur og svona. En þú veist, ég held að, þú veist, ef þú ert bara öryrki, þá er þetta bara sjálfsagt. Já, þá er það bara ekkert mál. Já, ef þú ert raunverulega öryggi, þá vil ég bara að hafa verið að þokkalegt, þú veist, ekki don't get me wrong, þú veist, en hérna, og ef þú þarft raunverulega að fara í einhverja endurhæfingu út af vinnu, þú veist, þá bara ekkert mál. En við vitum alveg að það er fullt af fólki sem er að þiggja, og ég veit fólk sem er að þiggja þetta. Ég veit líka fólk. Sem er að þiggja þetta og er bara, þú veist, að vinna heima hjá sér eða, þú veist, einhvers staðar annars staðar að vinna svart og þetta fólk er bara að maka krókin og þetta fólk er bara, þú veist, komið vel yfir 1 milljón í laun á mánuði. Ég var að sjá, sko, málið ég er nefnilega þar að þetta er, sko, ef þú þarft á atvinnuleysisbótum að halda, þá eigi það að duga þér til að, þú veist, sjá fyrir þér og þú veist, þínum þannig séð. Já. Og sama með það, ef þú virkilega ert í því ástandi að þú ert öryrki, þá áttu að geta En á sama tíma þá er þetta svo erfiðu milliverð, það mátt ekki vera með þetta það mikið að þetta sé orðin einhver hvati. Ég held að það sé mjög, sko, ég held að sé auðvelt að leysa þetta. Í fyrsta lagi, ef þú gerst uppvísa því að misnota kerfið, þá er það bara fangelsisdómur og það er bara svolítið hörður refsing við það. Ég samanlega. Þú veist, og hérna... Það veldur miklum skaða. Já, og sérstaklega þegar þetta er orðið svona mikið. Já. Ég held að, svona skjótið inn í, við ræðum eftir það því að COVID held ég að hafi tekið þessa bylgju á stað, sko. En svo, ef þú væri með, eins og hérna, þá nú maður hérna í Þýskalandi kringu 1933, hann byrjaði með svona atvinnu uppbóta vinnu. Þannig að það voru bara allir að gera autobanan í Þýskalandi. Já. Hver? Og hét Adolf, held ég. Já. En hérna, þú veist, þetta er náttúrulega, þetta er þekst við að, þú veist, þetta var í Bandaríkjunum sínum tíma. Þú veist, þú fjækst ekki bara greiddar út bætur og setja heima hjá þér og þú veist, við erum bara í tölvunni og látið tíman líða. Þú þurftir alltaf að mæta og þú veist, þá varstu bara að leggja vegi eða þú veist, þess að grafa skurð og mókón eða aftur. Hugmyndin er þessi að Nei, alveg. Já, þú veist, þannig komur peningaflæðin að stað í hérna eftir kreppuna stóru 1929. Ætlum við að byggja Sundabraut. Já, móka aftur, voni. Já, við verðum byggjum hana. Nei, Sundabraut, já. Byggjum hana bara svona. Já, bara 5% af fólki hvort þú veist, bara geti verið þarna. Nei, ég meina, þú veist, af hverju ekki að reyna að búa til einhver verðmæti fyrir þetta vinnuafl og þá sjáum við raunverulega hverjir nenna eða hverjir geta verið að mæta til vinnu, hverjir ekki og hverjir eru raunverulega bara að fara eitthvað annað í vinnu og maka krókin og við vitum alveg að fullt af fólki sem gera það. Já, hafa líka bara gott að því að vera úti, þú veist, láta rigna þess á sig, vera pínu kallt, skilur þú veist, þetta er bara mannbætandi, við erum að gera þetta vinnan gerir þið frjálsan. Það var nefnilega sko þetta er gott. Arbeit, já, þetta stóð fyrir ofan hliðið sem sagt í Auschwitz. Ég þekki nefnilega þessar tölur, þetta með 400 skallin bara út að það var eitthvað að auglýsa eftir því að hvort hann vissum eitthvað annað því hann væri nú 75% öryggi. Where the fuck do I sign? Og hérna var að tala það að vanta eitthvað annað, hefði verið sendið fyrir Volt og þannig maksað akkurat það sem mátt vera með í laun einmitt, það er 200 skall, þá borgar ekki skatt af því að því komin er ekki það hátt. Og þá ertu komið með, þú veist, þá ertu öryrki, þú ert í hlutastarfi fyrir Volt og þú ert með 600 skall á mánuði. Geðvikt. Nei, ég menna, þú veist, mér finnst getur átt að mega vera ég er svo ósátt við að þú getur verið í svona vinnu. Er það þá sanngjarnt að þú sért á fullum örorku? En ég þoli heldur ekki að hjóla í hennar málaflokk vegna þess að þú veist, maður vill ekki vera hjóli í fólki sem er raunverulega Nei, og það er nefnilega, þú veist við erum, en það er nefnilega máli, við erum ekki að því og hérna það er raunverulegum öryrkjum til bóta að það sé ráðist í þá sem er að svindla það er það
og ég var alveg tilbúin að sjá það að fólk sem að væri með raunverulega örorku sem var algjörlega borlíkjandi að það geti stund að vinnu og þú veist að það er ekki fyrir einhverju major skerðingu en vandamálið bara að það er svo erfitt að sína fram á það án þess að þetta er misnotað. Þetta snýst líka bara, þetta snýst hvata eins og allt annað og við erum með brenglaða hvata í samfélaginu. En það sem ég held að hafi valdið þessu 5 mínútur í komment. Já, þess ég held að hafi valdið þessari miklu bylgju á örorkubótum og kulnun og öllu þessu. Ég fór að heyra þetta þarna fyrst í kringum COVID að það var einhver sem að leittist í vinnunni og það var bara komin í kulnun og eitthvað sem ég hef aldrei heyrt þetta áður sko. Mér fannst þetta að vera svona, eiginlega bara eitthvað mest að væls ég hef heyrt sko. Og ég var alveg svona bara í alvörunni og farið þú bara pening og eitthvað og mér fannst bara ótrúlegt að maður var að segja frá þessu sko. En í COVID að þá einhvern veginn urðu allir svo háður einhvern svona handouts því að það mátti enginn fara út og mátti enginn vinna og mátti enginn vera sjálfstæður jafnvel þó að hann var í fullur með góða heilsu og ekki mál og að verið að bjarga alls konar einhvern veginn heilbrigðu fólki frá sjálfum sér sem var rosalega furðulega stefna einu sér. Og ég held að það hafi bjagað jafnvel hugrenningatengsl fólks við peninga og verðmæti. Við gáttum bara að chilla og gera ekki neitt og bara nóga pening. En við erum verðbólgan sem við erum að sjá núna er í rauninni frá COVID út af því að þú veist að það var brenta svo mikið peningum. Algjörlega. En já, ég held líka að þú veist það sem að ég hef séð í gegnum tíðina, það er svona að þú veist það eru hópar af fólki og það er einhver sem er búin að sækja með örorku og hann þekkir þetta og þú veist og einhver önnur vinkonan hérna sér þú veist já ok, hún hefur þetta næs og þú veist hún er þetta með töpötnin og það er þetta og eitthvað og hún segir af hverju gerir þetta ekki líka Stína þú veist af hverju gerir ekki svona eitthvað þetta og þú veist og tekur þetta bara í smá tíma og þegar að hegðunin fyrir að vera samþyktar í kringu að þá fyrir þetta að vera stittra en svo líka þeir eru búin að ganga ákveði skref og í COVID að þá neyttist fólk til að taka þetta skref að því að þjóðfélagi þvinga það til þess og þá allt í hennu, já ok, ég er vanur að klikka hérna til þess að fá peningana mína því að ég má ekki fucking vinna. Þú veist, ég held að þetta hafi stytt rosalega þessa leið og ég held að, þú veist, hvað fáum við í staðinn? 20% af fólk sem er í rauninni háð kerfinu og hver kýsi þetta fólk? Það kýsti vinstri, af hverju að þið er að kjósa yfir sér björgina? Sjáðu alla, þetta er ekki bara í COVID og sér bara hérna, sko, ég skoðaði einhvern tímann, þú veist, bland.is, það sem að allar þessar Hildur Lillendal var hérna að tjaldtælast og eitthvað svona það lið svona yfir höfuð, þessi grimma menning sem var þar. Það voru allar af þessum kettlingum, þessum flíspeysu trukkalessum sem voru þar. Þetta var allt lið sem var að tala þú veist, hversu mikla örorku var á og hvað væri nú erfitt að vera öryrki og þú veist, ef þú ert alveg öryrki þá er það ekki dauðvel. En hugsaðu, sko, ég set mig í þeirra spór. Ef ég myndi núna að fara á örorkubeð og ég var með 600.000 kall bara eitthvað, ég var með 400.000 skall sem ég vinna, fóði bara með 600.000 skall fyrir að gera voðalega lítið, væri í því ástandi í svona 5 ár, þá myndi, ég held að þú veist, í lok þess tímabils, að þá myndi mér örugglega hrilla við tilhugsunum að fara í vinnu. Við erum búin að hafa það svona næs í hennan tíma, en ég skil það, en það þarf bara, þau þurfa bara að fara út, bara vakna 6, fara að moka eitthvað skurði, byggja sundabraut, hvað það meira byggja nýjan. Getur ímyndaðir hvernig þjóðfélagi þetta myndi bara breytast eða það myndi, þú sér það að 25% og 75% er 1/3 þannig að það verið 33% aukning í rauninni á vinnuframlagi hvernig það en ef allir væru að falsa sem er náttúrulega ekki Nei, en það er væntanlega stórt hluta þegar þetta er tæplega kvart af öllum konum það er ekki séns Svo er líka verið að tala hæpið að það séu allan að 13 og 23 sem munur milli kynjanna Svo fólk sem að fer til dæmis dæmi hérna úti það er rosalega hátt hlutfall af þeim sem að flytja til dæmis til Spánar það eru öryrkjar og ellilífeyrisþegar og ef að þú ert öryrki með 400.000 krónur útborgaðar á Spáni þú ert, talum ekki með þau eru 2 þú ert að fara að lifa kongalífi sko. þú ert orðin hátekjumaður Ég færi til Thailands Talandi það þá er einmitt hérna og Indland er með tvöfalt meiri kaupmætti sko, heldur en Thailand sko. En Indland er satt Indland Talandi Thailand þá er eitthvað búið að ræða 6 trips Sverris til Thailands pröfaðan Ladyboy Ladyboy þið pröfuðu mig sko Nei, ég á það eftir maður kannski gera það næst
Þú átt að Svo Nei, ég bara spyr, skilur. Svo hérna eitt komment, besti þátturinn var þegar Helgi Hrafn kom. Ísidórs þátturinn hefði mátt fara betur. Það var huge occasion, fannst mér. Fyrsta opinberun hans eftir málafellans. Sko, mér langar aðeins að koma inn á þetta með Ísidórs þáttinn. Mér fannst það skemmtilegast í þátturinn. Já, það var svo óvænt. Þetta var annar þátturinn og þetta gjössanlega. Gesturinn hafði beilað á okkur sem ætlaði að koma. Það var minnir að verið Tóti sem ætlaði að koma þá. Og líka, það var einhvern veginn enginn að búast við. Þetta er bara, á forsíðu daginn eftir eða eitthvað, sko, og ég einhvern veginn, fyrst ég spyr hann og svona, þá var ég alveg svona, fuck, þetta er bara staðan. Þannig að við þurftum svona... Ég verði satt bara að lýsa yfir fullum stuðningi bæði við Sindra og Ísidór. Þetta mál er náttúrulega bara galið algjörlega frá upphaf til enda og Ísidór og Sindri, það var gríðarlega illa að fara með það. Þeir eru tekna lífi í fjölmiðlum, þeir þurftu að sitja í einangrun, gríðarlega illa að fara með þá og Vistu hvað voru lengi einangrun? Ég maður það ekki, þetta var svolítið tími. Já. Og það fer mjög illa með menn að vera í einangrun. Algjörlega, og þannig að það var kannski eitthvað sem að hefði, ég veit ekki, þetta er kannski hefði mátt sleppa því að segja eitthvað eða whatever, en bara skiptir ekki máli, skilur, en bara þess að segja, ég stið þá alveg fyllilega, þetta er svífyrirlegt mál. Basically það sem að kom þessari umfjöllin í blaðina stað var það að hann neitaði ekki fyrir að vera nasti. Kannast ég með það? Já. En gerði það á allt annan hátt. Hann gerði það allt annan hátt, sko. Og svona basically hann lýsti því alveg yfir, hann var í hægri aukamaður, hann sagði það alveg hreint út. En þú hefur svo sem gert það líka? Já, ég meina, hvað er að vera hægri aukamaður í dag, skilur? Það er bara að elska þjóð sína og vera vinstra megin má, hægra megin má. Viðstyggilegur við lippi, sko, þú veist. Mér finnst bara vandamálið vera í dag eins og með, ég geti aldrei séð mig sem nasista eða fasista, þetta er náttúrulega, mér finnst fólki sem er að henda þessu svona rosalega, mér finnst þess að þau skilji ekki hvað þetta. Fólki sem getur ekki útskýrt hlutíkin, bara meiri hlutin. Þetta eru sko verkalýs flokkar, þetta var verkamannaflokkurinn, þetta voru sósíalistar og þú veist, þeir voru með þjóðerniskennd, þannig að þetta voru þjóðernissinnaði sósíalistar. Og kenna það einhvern veginn með einhverja hægri stefnu, maður er alveg bara svona, þetta virkar svo, þetta er svo mikið bull einhvern veginn. Og fólki sem er að segja það eru sósíalistar. Já. En sko ég get alveg sagt bara núna sem er að hatast út í hópa fólks alveg bara vinstri hægri. Mín pólitíska afstaða er svo að ég er förandsvinur og ég tek mína þjóð fram yfir aðra þjóðir og ég skammast mín ekki fyrir það. Og ég líti á þjóðuna sem... En hatar þú fólk? Nei, hata engan og mér finnst skemmt... En þau myndu segja að þú myndir hata fólk? Já, ég segi það bara, það er saman og mér finnst skemmtilegt að hitta aðra þjóðum, mér fannst þetta skemmtilegt í Tælandi og sérstaklega að tala við Tælendingur og Tælendingur er mjög þjóðernissinnaður. Já, mjög. Og það er, og mér finnst, þú veist, og ég trúi á það að það sé best að þjóðir búi saman og ég trú ekki á fjölmenningar stefnuna, hvorki á Íslandi, niður Englandi, niður Tælandi, niður Kína. Er ekki sagt einhver staðar, er ekki málsáttur sem er besti gerðing milli granna eða eitthvað svo leiðis? En einmitt, mér langar bara að koma inn á þetta, af því að þú veist, það er alltaf verið að tala um þetta hatur. En þú hatar engan mann. Og þú ber virðingu fyrir þessum Tælendingu sem hafa sína þjóðerniskennd og þú myndir bera virðingu fyrir Normanni eða Svía eða Úkraínumanni eða Rússa, skiptir einhver máli. Tælendingar eru bara frábært og skemmtilegast og mest næst fólk, en þetta er ekki mín þjóð. Nei. Ég hata það ekki. Nei, þetta er ekki mín. Það er einmitt innbútið. Það er eins og þetta fólk skilji ekki sem að er að gagnrýna, þú veist, svona hægri stefnur eða þú veist, þá sem að hafa ást á land og þjóð og tungu og menningu og vilja halda í hana, að þeir vilja alltaf meina það að það sé einhvers konar hatur. Málið er það að þú veist, það eru rauninni bara klassískt aðalega tveir flokkar og það eru fastaflokkur Mussolini og svo nazistaflokkur Hitler sem að voru með þetta sjúka mannhatur, þú veist, og hallastingin sem er í lagi að því, þú veist, en
Það bara allt annað að þykja vænt fólki sitt og það þýðir ekki að þú þurfur að hata einhvern annan og þetta bara eitthvað sem að virðist bara ekki geta farið í gegnum hausinn á þessu fólki. Og það eðlilegt að taka sína þjóð fram yfir aðra þjóður og mér finnst tælensk menning frábær, mér finnst það bara frábær og ég vil ekki flytja inn í einhverju miklu mæli til Íslands. Frábæri þessi tælendingar sem hafa komið, ég myndi ekki vilja fá 40.000 tælendingar til Ísland, þannig að það eitthvað svona menningar clash þarna á milli og svo eru aðra menningar sem ég finnst bara ógeðslega. Mér finnst íslamsk menning vera bara viðbjóður, ég vil ekki sjá hann á Íslandi og það bara mín afstæða og þú veist, ég tek kannski harðari afstöðu, mér finnst tælensk menning frábær, æðisleg og mér finnst allt í lagi bara, þú veist, en það eitthvað ákveð hlutfall af innflytjendum sem í lagi að sé á Íslandi og það miklu lægra heldur en þetta kvart eða 25% sem núna. Það real sé að vera nálega 30, en allavega... Ég tala hlutfalli milli erlendra og innlendra. Það, 25% eða hvað en málið bara það þetta snýr svo mikið meira aldursdreifingunni. Þess að fólkið sem á þessum aktífa aldri, 18 til kannski 33, þetta orðið 50%. Á sömu stöðum, meir en 50% á sömu. Yfir þjóðina miðdreifingin á þessu sem 25-33 eru núna á landið sko. Er það? Ég verði ekki að sjá, Já, það ekki mál. Ef við tókum þetta saman daginn og gögnum Hagstofu sko, já, það það. Ekki bara á Suðurland. Ég alltaf bíja á Spáni. Búin að tækna sér bíja þar, tækna sér ennþá. Ég alltaf búin að vera hérna mjög lengi núna og búin að búa á Spáni meir og minna undanfarin ár. Ég elska spænska menningum, Spánverjar awesome, en ég alveg svo þú sverir, þetta ekki þitt fólk. Nei, þetta ekki mitt fólk. Já, latínur hafa nú alltaf verið þína konur. Já, elskar latín. En þú veist, ég dyrka búa þarna. Mér finnst bara gegn, það svo margt sem þetta hefur fram yfir Ísland. Myndirðu vilja, þú veist, einhvers konar útlendingastefnu sem að myndi leyfa bara ungar latínur, þú veist að það fengja. Það má alveg skoða það. Þú veist, það ekkert vesen um þeim. Já, jafnvel ekkert endilega ungar, með alveg vera upp í 25 ára sko. Svo vil ég taka fram með Ísidórsþáttin að ég var vel ölvaður þeim þætti líka og ég vissi ekki eins og hann væri að koma. Ég vissi ekki eins og hann væri að koma, hver þetta var. Það er bara að taka einn með. Þetta var þátturinn það sem við settum limit á bjórmagnið þess Jóns. Það var orðið gaman. Þetta var samt alveg, þetta var stjörnu þáttur. Ég mæli með því að kíkja á hana þá sko. Ég man að ég sko hann alltaf var svolítið, þú veist, menn voru duglegir í bjórnum í þessum þætti. Og þegar að menn eru aðeins og duglegir í bjórnum þá náttúrulega fara hlutir að flakka sko. Og leikskóla umræðan. Við varst hún alveg ógeðslega. Matareitrunar dæmið. Já, matareitrunar dæmið og þjóðarétturinn og allt þetta. Þetta var orðið algjört bull sko. Helviti gróft. Hvað gaman að hugsa tilbaka. Ég hef ekkert svona bara tekið þess að þættir ekki bara nýþáttur og eitthvað svona blað. Það rosa gaman að líta yfir árið og pæla í þessu. Þetta skemmtilegt. Þetta bara líka þetta rosa skemmtilegt. Já, það bara í alvöru. Ég bara trúið ekki að það ekki skrifa blaðagrein þetta leikskólaatriði sko. Það eitthvað bara að finnast sem ég veit og þetta var svo gróft sko, hann svo gjössalega misti sig. Já, kannski. Þú fyrir Kjartan Kjartan, KK. Hann hlýtur að geta logið einhverjum. Það er betra en þetta Kjartan Kristján Kjartansson. Það var að 3K þarna í nafninu hans. Já. Það er ekkert mál að bæta við einu kái. Við ætlum að fara aðeins í kommentin og svo ætlum við aðeins að ræða kosninguna á ömurlegustu manneskju ársins. Já, það er verstu og þú veist eitthvað, þetta voru tvö atriði. Það lesa lykil kommenta, það er það sem þessi Gyða-Gjalla hefur greinlega verið að tala en ennþá í gildi inn og baráttu hópi fyrir ofbeldismenningu í hópnum á Facebook. Já, það er mjög áhugaverð. Ef einhver setur spurningamerki við eitthvað við komandi eitt úr grúpunni, en það var hún mætandi mikið og setja hláturskalla við allt einn stjórninduna, það er einhver ógeðsleg kettlingandi Þuríður. Kristjánsdóttir minni, hún er ömuleg manneskja. Það er ekki sexy í það. Nei. Og hún þannig að ef að þú setur, ég hef aðeins fylgst með þessari umræðana, ef að kemur einhver og setur anonymous, það megi allir vera anonymous, það er alltaf sagt
En ef einhver setur eitthvað anonymous comment sem að henni líkar ekki, þá nafngreinir alltaf manneskina. Já. Hún er stjórnandi í hópnum, hún getur séð það, sko. Hún misnotar aðstæðu sína til að allir sem henni ekki að skapi, hún átar þau, sko. En maður tekur alveg eftir, maður fylgist með þessu hópi, að það er allur kraftur úr þessu farin. Alveg, þetta er sömu 7-8 einstaklingarnir núna. Nei, veistu það, sko, nei. Það eru, sko. Jú, þú veist, það hefur minnkað, en... Mikið minnkað held ég. Það eru, sko... Ég myndi kannski ekki segja svona öfgahópar eða svoleiðis, þú veist, ég myndi vera sammála þar. Þeir hafa mist, þetta, en þú veist, það eru þessar síður ennþá. Þess sem að þú veist, það verður einhvers konar geðsturtun inn. Það þarf að ná beauty tips og eitthvað það. Það þarf að ná þessum mannauðsstjóra menningu út úr samfélaginu að það bara leggja niður alla mannauðsdeildir eins og að leggja sig. Það er allt eitthvað svona. Hvað gera við mannauðsstjóruna þegar við vinnum? Já, það er góð spurning. Endilega heyrðu segið hvað er að gera við mannauðsstjóruna þegar við vinnum í kommentin. Við skulum Ég held að það þurfi að þú veist, mannauðsstjórar og fólk í þannig stöðum innan fyrirtækja sem að hafi beitt virkri skoðanakúun á einstaklinga þurfa að mæta afleiðingum. Það verður bara, þú munt aldrei geta sannað, en ég er 100% sammálaðir. Þú verður bara með eitt svoleiðis dæmi nú þegar. Já. Það sem að uppsögnin bara, að það sagði bara, heyrðu, við ætlum að skoðanakúa þig. Þau málega, sko, ég vona að færi lögfræðingur í þetta því að ég rætti við lögfræðing og það er verið að saka hann þarna án þess að hann hafi verið sakveldur fyrir refsiverðan glæp sem er hatursorðræða. Já. Og mér finnst að ég vona að hann sé með lögfræðing í málinu. Ari. Já. Því að þetta að mér skilst út af því að þau gerðu þau mistök að saka hann refsivert athæfi. Sko málið það ég er ekki lögfræðingur. Að sko, til dæmis, einkaaðili þarf ekki endilega að gefa þér skýringu hvers hann segir upp. Nei. En ef hann gerir það, þá þarf hún að vera lögmætt. En mér langar að hjóla aðeins í kommentin áður við förum í leiðilegustu manneskjási. Og það er okkar. Heyr, gott að heyra þessa umræðum slaufun og félagslega ofbeldi kvenna. Það er líka áhugaverði vinkill. Cluster B kvenna og ND kallmanna. Það er önnur L á efni heila grein. Björn Levi Hvað er ND kallmanna? Narcissistic disorder. En svo Björn Levi holdgerfing Reddit. Ég segi bara væntanlega er ég narcissisti, væri þú það ekki líka ef þú væri ég? Nei, byrja, ND. Við erum komin á þennan stað að því að öllu er stjórnað af einhverjum nöldrandi fucking Karens. Það sem eitt segir húsfreyja, það stendur upp úr árinu að sjá íslenska kallmenn byrja að standa í lappirnar og verja sína þjóð og hætta að sleikja endalaust upp feminista frekjurnar sem hafa vaðið upp í síðustu 15 ár. Ég verða að vera sammála þessu. Ég held bara að þetta sé svolítið búið þegar þú er búin að ráðast á X marga og þegar Úlfur hefur verið kallað nægilega oft, nennir ekki að hlusta á þig, það er engin ógn í því sem þú segir, skilur, þú er búin að grafa undan þig sjálf, það sjá allir í gegnum þig, þú ert orðinn fölsk. Þeir eru bara með... Þú veist, þetta er bara búið, bakslagið er raunverulegt, bakslagið... Ég er bakslagið. Við erum bakslagið. Þú veist, ef að bakslagið er raunverulegt, hvers vegna er það? Það voru út af að gengið og langt og núna þarf aðeins að bakka. Bakslagið er líka ekki gagnvart því sem þau er að segja. Það er ekki gegn hins einn fólki eitthvað svoleiðis. Nei. Það er gegn þessum fucking hóp sem er einmitt búin að standa fyrir þessu. Það er gegn ofbeldishópum sem að gengu og langt í nafni jafnréttis. Það er það sem er verið að tala um. Það er það sem að Helgi Hrafn og það er sem að Sólveig, það sem allir þessir hópar að tala um. Allir þessir einstaklingar að tala um, skilur. Og hérna er komment 1 af hverjum 3 liptördum en jafn heimskur og hinni 2. Þessi er góð, hver er þetta? Swag, allir saman nú, þið eruð æðibittar, elsku ykkur. Love you. Helgi Bjarnason segir, ég þekki nokkuð mikið af fólki en ég veit ekki eitt sem er áskrifendan geimildinni. Símar í gangi. Palli er pósturinn Páll, alls ekki andfúlir gaurar. Eitthvað, ok. Það sem stóðu fyrir mig var símtali við geitina. Hvað var það? Símtalið við geitina? Vorum við eitthvað að taka símtal? Við vorum eitthvað að ræða það hvort við ætlum að gera það. Við bara vorum ekki, það voru tæknilegar takmarkanir. Við hefum gert þetta einhvern tímann. Alveg eins og við ætlum til dæmis núna 9 ári, þá er ég búin að ræða við okkar besta mann, hægri geitina. Já. Við ætlum að varpa spjallinu hérna upp á skjáin. Það er mjög skemmtilegt. Bara strax á 9 ári. Það er geðveikt.
hægri geitin græjar málin, segi ég alltaf. Hvernig kann að meta að þið eru alls óhrættir við nornaklíkurnar, það er af ekki nema það vald sem að kallmenn leyfa þeim. Konur sem heild geta aldrei kúa karla, ekki nema við leyfum þeim. En svo ég segi, bara þetta... Karlar hafa alltaf úrslitavald. Kynjastríð er bara sæjöp, þetta er allt sem hann gei, hættum þessu bara, þú veist, áfram konur, áfram kallar, og ég segi þetta bara á allra kalt henni. Bara kynjastríð er fucking gay ass sæjöp, bara hættum þessu. Uppáhald þátturinn minn var með Ísidór hryðverkamálu, bara, við vorum rættið það rétt á þann. Áfram Ísidór, áfram Sindri. Podcastið var nýtt og chaotic, það er svolítið dottið í rútínu núna, það er að fríska upp á með einhverju controversial gesti, erum við ekki búin að fá nógu controversial gesti? Fá bara Anders Breivik. Ég reyndar að fara erlendis, það er spurningum með náðum kannski. Já, þú kannski kippur hún með þér. Ég til dæmis sko eins og þegar Frosti bent okkur á að það væri mjög lélegt bæði. Hver væri mest controversial gestur sem getur fengið eitthvað? Guðmund í Byrginu. Guðmundur er lækningamáttur í sæðinu. Já, ég er ekki viss að hann sé, þú veist, ég held að við getum alveg farið, ég held að við getum gert betur. Sko ég held að ég veit að menn eru svolítið búin að gleyma Guðmund í Byrginu, þannig að það sem hann gerði var náttúrulega algjört rottalegt ógeð. Það er að þegar þú tekur, þú veist, kvenfólki í viðkvæmri stöðu og fólk sem er að leita sem meðferða við fíkni og svona, mér er bara alveg samátt að menn sé að rifja upp gamalt mál, ef þú tekur stöðu svona költ leiðtoga og ferð að halda þig fram að sé lækningamáttur í sæðinu, þetta er algjör viðbjöður. Sko. Kanski hélt hann að það væri lækningamáttur í sæðinu. Kanski, ég ætla ekki að útiloka það. Já, við verðum að spyrja hann. Já. Hver er það en ég meina, Jón Baldvin, er það ekki nógu kontroversiál? Hann er reyndarlega fremur kontroversiál. Það er náttúrulega ótrúlegt að niðurlega í þeim þætti hafa ekki snert neitt fjölmiðil. Ég held að það hafi verið tekin meðvitu afstæða hjá mörgum fjölmiðlum. Hvort það sé vegna Jóns Baldvins eða vegna þess að þeir séu búin að gefast upp á okkur, að þeir náttúrulega vilja aldrei fjallum okkur á nema væri eitthvað verið að reyna að rífa okkur niður, sko. Já, við fáum aldrei jákvæðum fyllin, sko. Já, þú veist, ég ætla að vistu það, ég hef bara tekið eftir að núna eru menn á vinstrimagnum orðnir að farnir að verja okkur sem við höfum kannski aldrei reikna með að myndi fara að verja okkur eins að þeir eru farnir að sjá það að við erum ekki þessir superöfga ultranationalist sem þeir held að við værum. Það er ekki fjölmiðlamenn. Talaðu fyrir því sjálfa þig. Nei, þú veist svona í alveg tala. Þannig að þú veist, ég meina menni svo Helgir það bara svona, hei, já, ok, það var eitthvað til ykkar máls og fleiri. Ég meina, við vorum með Lenju hérna, við erum með fullt af fólki sem er beggja vegna, sem hafa mætt hérna og við erum bara mjög sátt og bara mætt með okkur og þóttu þægilega eru góðar og þarfar umræður. Og ég get ekki séð að séð annað en að fjölmiðlar ef þeir átti sig svona á aðeins svona betur hvað við snúist og kom ekki inn í þetta með einhverju svona samstöðarmentaliteti þá held ég geti séð fram á það að þetta er bara frábært krydd í fjölbreytileikann, sko. Viðar hérna hjá Eflingu náttúrulega það er okkar styrkliki. Viðar tók nú alveg rosalega hanskan fyrir okkur. Hann var að posta á síðunni sinni Viðar Þorsteinsson hjá Eflingu. Það komir mjög á óvart. Nei, það er svona eitt dæmi. Hann sagði það bara að þetta væri að aðrir ef við værum svona ömulegi menn, akkur væri við þá með bestu svona umræðina við þá gesti sem við tökum, akkur er það þá merkjum að hinir þurfa að gera sig í brók og það, menn voru ekki sáttir við hann, sko. Þór Sari kom og kallaði okkur bakkabræður og Þór Sari mættir. Aðrir kallaði okkur bara, akkur hann væri við til næsistum. Þú veist að þú ert að gera eitthvað rétt í lífinu þegar Þór Sari byrjar að gefa og skamma þig. Hann er svona einn af þessum gæjum með mig sem er alltaf með ranga skoðun og öllu. Sko. Og Þór Sari, hann er svo leiðilegur. Hann heldur, hann er svolítið fyndið með hann, sko. Hann hélt að hann fengi ekki vinnu út en hann fer í pólitík og eitthvað svona. Ég held að þegar hann opinberaði í ræðustofar Alþingis og í viðtölum hversu ógeðslega fucking leiðilegur hann væri, að þá hafi bara allir atvinnurekendur á Íslandi hugsað með sér, nei ok, við getum ekki fengið hann í inn. Hver myndur vilja fá þennan mannin í stjórnunarstöðu? Þú veist, hann alltaf myndi aldrei sætta sig við einhverja verkamannastöðu, sko. Hann er ekki að leita til þannig vinnu. Hefur þið séð prófílmyndin hans? Já, ég... Hefur þið séð Lord of the Rings, þannig að þú veist dvergana?
Hann getur alveg verið einn af þeim. Já. Það er allavega ekki stærriðir. Nei, ábyggilega ekki. Ég held að það sé eitthvað ég mæli með að fólk kíkja prófílmyndina hans og hérna stilli þarna, þú veist, gæðin dörgnum þarna hliðin á. Ég held að það sé eitthvað hrósaþættinum of, en að okkar styrklegi að við erum ekki sko fá menni í eitthvað svona hit pieces, við erum ekki í eitthvað svona gotcha, en þetta er ekki heldur drottningar viðtöl, skilur við erum ekkert eitthvað svona að reyna að hérna... Ég myndi bara segja að við höfum verið að gefa fyrir eitthvað sanngjöndum viðtöl. Ég meina, við spurðum Sólveig Önnu bæði þægilegar og óþægilegar spurningar. Og mér finnst þetta bara svona skipta máli að fólk fá að segja sín sjónamið án þess að sé verið að reyna að þvinga upp á einhverju skoðunum. Það bara fæði bara sanngjarnar spurningar og mér verið einmitt þótt sko attitútið hérna að vera frekar að reyna, eins og þú varst að tala reyna að skilja af hverju ertu þarna, hvað það að koma, þú veist, hver er markmiðið, þú veist, hérna öðra skoðunum manna á sama tíma sko. Já, en ég veist þess að spyrja, en af hverju ekki svona þá, skilur við á meðan að margir aðrir einmitt eru að svona reyna að segja, náðu þér eða reyna að koma með rángfæslur hvað þú hefur sagt einhvers staðar eða reyna að miskilja þig eða reyna að beita svona, þú veist, þetta eru ég man eftir sérstaklega viðtal við Jordan Peterson í Channel 4 þar sem hún var alltaf svona að reyna að beita hann alltaf svona þannig að þú ert að segja að bla 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 og hún vissi alveg hún vissi alltaf að hún var að bulla ég er alveg sammála því og þetta með þeim mynd að vera ég hef búið Gunnar í Smára sko það hefur verið fróðlegt að fá hann allir hann hefur leyft einhverjum öðrum að komast að allavega Holy Thunder King segir, ég alltaf þetta transa upp þetta podcast með Alexander Bríum, beint við hliðin og Sverri, harða rökraður. Ég var alveg til að fá hana. Já. Mér skilst það hún sé alveg skemmtileg. Við buðum henni, hún hérna útilokaði ekki að koma en afþakkaði sinni. Okay. Afþakkaði eftir að hafa ráðfært sig við aðra aðila, allir sé ekki vegna þess að Alexandra var á leiðin í formannskjör í Pírataflokknum á þeim tíma og vita af því og ekki vilja að það er þið notað sem eitthvað svona. En svo kemur hérna svona eitt sem mér finnst áhugavert hérna. Get ekki hlusta þegar þið fáið liptarda, bara aularhrollur. Málið er að ég er rosalega ósammála hérna þessari afstöðu af því leyti að bara sem prinsipatriði vegna þess að mér finnst að við eigum að vera vettvangur sem að ræðir við fólk helst sem ólíkasta skoðanum við okkur. Ég er sammála þessu. Ég veist og þessum var þú veist, ég meina við heldum að Lenja væri að fara að koma með eitthvað bara allt annan pól sem var bara mikið nær okkur hún held líka henni myndi vera mjög illa okkur og hérna sama með Helga Hrafn, sama með hérna Kolbeinn, sama með þú veist og þetta mér finnst það kannski vera svona mér finnst það vera ákveðin gæðastimpill að sína að þegar fólk er að ræða saman að það nái saman einhver málefni sem það hélt kannski að myndi ekki ná saman að það er svona bendið til þess að fólk er ekki að reyna þú veist að eiga díalóg til þess að reyna þú veist ná svona saman eitthvað já. Og hér er hérna sér Holy Thunder King hérna ef þið komið með transkonu í bjórkasti megið endilega bjóða mér sem hann ekkert gesti nummer 2 eða myndavélamanni býttu nú eitthvað kallir eitthvað hérna það var nú gott þú kannski tekur hann næst með þetta í Thailand já það var nú, við vorum mikið að hanga á einum bar sem að var svona Ladyboy átti út í Tælandi og rosa fín, skemmtileg sko bara mjög gaman, bara almennileg og bara góð matur og bara vorum mikið að chilla þarna sko bara Ég ætla að slátra kommentunum hérna áður við förum í Vesturmannskjásir. Þá er satt ég fullir að minnst 40% öryrkja á landinu séu bara aumingjar á bótum, mögulega hærra hlutfall. Arnar Hægrigeit segir hérna það var svona atvinnubóta vinna líka á Íslandi, moka skurði og moka ofan í það aftur. Hér er mynda okkur saman. Ok. En hérna er eitt áhugavert, er að vinna í kringum hælisleitindakerfið og áberandi vestur eru sómalir, afganir og arabar svona 50-50. Venezuela fólk er gulla fólki þó það þurfi að hefta straum þeirra. Ég þekki aðeins til Venezuela samfélag, það er komið mikið í kirkjuna segir ég og ég hef ekkert slemt að þannig hópa að segja. Það kemur rosalega mikið af innflytjendum frá Suður-Ameríku til Spánar og það er eiginlega engin millivegur virðist vera á því liði. Ef þú ert glæpamaður sem kemur frá Suður-Ameríku þá ertu náttúrulega ógæðslega forrestur og ert tilbúin að myrða mann fyrir hálft ár líka við.
en að öðru leiti virðist bara Suður-Ameríkan að vera bara svo æðislegt fólk sko. En þeir koma líka úr ákveðnu umhverfi og þetta engir fordómar að umhverfi sem þeir að koma og sérstaklega ef við kemur frá Venezuela og ert bara svona harðnaður glæpamaður frá Venezuela, þetta ekki sama bara einhver svona glæpamaður sem elstu upp og fyrir langholtskóla og þetta engir þetta verða miklu meiri móðafokkarar og það sem gerist í kjölfarið að glæpinir ekki bara aukast, þeir verða svívirðilegri og þetta bara við erum vitleysingar ef við hundsum þetta og þetta ekki fordómar, þetta bara veruleiki og veruleiki sem að þú myndir spjalla við fólk frá Venezuela sem flutninga og heiðalegt fólk að það myndi staðfesta það sem maður segja og eitt sem ég finnst svo skemmtilegt ég er svolítið spjalla við þekkja aðeins til þessa hóps innflytjendur frá Venezuela að það er algjör ímugust hjá þeim gagnvart libbum og kommunistum þeir hata libba og þeir sjá þetta þessi libba feminista drast sjónarmið, vók, ógeð þá fá þau bara flashback við kjaftaði sem að Maduro var að segja við þau áður en þau komu og fokkin drápuðu ykkur á frænduður og þeir sjá svo gjössanlega í gegnum þetta málið nefnilega þegar að vera að reyna að greina frá þessa öfgasósíalista sem við kallum kommunista og vókistana vókismi í rauninni ekkert annað en ný marxismi þú veist, hugmyndafræði vókistana sem sett á fót í þessum upprunalega skóla, þessum Frankfurt-skóla svo kallaða, var til þess að koma kommunisma á fót og þetta það sem þetta fólk sér að því að það búið að sjá kommunisma first hand rosa áhugavert og þann félag á Spáni sem frá Venezuela og flúðið land og hann, þetta harðasti andsósialisti andlippar líka sko og þetta svona eins og þetta vókdæmi sko cannabis en svo leiðir það út í heroín á endanum sko. Já, svo ertu með fólki líka frá Póllandi sem að það eru náttúrulega bara ekkert marga, ég meina þú veist 1989 leið Sovétríkin undir lok og þannig að þá var Austurblokkin og Póllandi var stjórnað lengi þú veist þessum. Þannig að þú veist þá veldi maður fyrir sér sko eru þeir svona mikið á móti kommunisma einmitt út af það svo stutt síðan voru algjörlega og ég get alveg sagt að ég hef unni mikið með mörgum útlendingum og okkur svona og ég oft sagt þetta að þú veist að þetta er svona sá hópur sem er líkastur mér í skoðunum og þeir þú veist og þegar ég segi bara já ég er föðurlandsvinnur og eitthvað svona og útskýra og þeir sjá ekkert svona sinister í því bara svona já þetta er eðlilegt sjónamið en ég myndi segja að maður væri bara eitthvað libbadrasl þetta er bara gay og ógeðslegt já þú veist þú ert bara þú ert eitthvað lasinn fyrir þeim sko. já þetta er lasið hugafar en það er líka bara rétt viðhorf það er lasið þetta er náttúrulega bara þetta er líka mikið af þessu liði hefur aldrei veit ekki hvað alvöru vandamál er bara, við verum bara alveg hreinskilni en allavega með, ég get sagt líka bróðir minn hefur þurft að díla mikið við Sómala hann út í Afríku og hann segir að það séu bara valla til nógu slæm orð til að lýsa lýsa að meina þetta já, ég meina, þetta er bara tilviljun, það hlýtur að vera ég meina það er allavega ákveðin tölfræði sem að stiðu við það sem að bróðin er upplega. Þetta er gríðilega rasísk sjónamið. Svo talar til dæmis að þú veist, þeir eru verið að eiga við aðila í sömu stöðu í Nígeríu. Sómalur eru náttúrulega land en ekki kynþáttur, ég er bara leiðréttar hérna. Svo talar hann að þeir eru verið að eiga við aðila í sömu stöðu í Nígeríu og Namibíu. Þetta sé bara, þú veist, þetta sé ekkert saman fólki. En þetta fyndið að því að sko libbin, hann sér fólk bara eftir lit, sko. Libbin er bara eitthvað brúnt fólk, svart fólk, hvítt fólk, eitthvað svona hvítt fólk, vont, eitthvað, brúnt fólk, gott, skilur, það er svona, og það hunsar algjörlega allar svona, þú veist, þjóðir og trúir náttúrulega ekki á þjóðina sem koncept, sko. Hann trúir líka ekki á díalóg sem einhver svona leið til þess að komast að einhverju niðurstöðu. Að því að þú veist, þú mættir ekki tala þessa hluti þú veist, það má vera deplattformaði og eitthvað svona sko. Það er nú mikið gauðra sem að koma að vinna hjá þeim til dæmis frá Nígeríu sem dæmi, þeir eiga miklu meira sameiginlegt með við eigum miklu meira sameiginlegt með þeim heldur þeir með sómölum sko. Þetta sé það mikill munur það er áhugavert sjónum það er bara þetta er bara ekkert líkt við allavega Tælendingana, þeir eru miklu nær mér og svona miklu íhaldsamari og svona talandi Nígeríu Trump hann ákvaða að bjóða íslamista hópum gleðileg jól já, ef ekki líka að setja jólakveðið já, ég ætla að senda jólakveðið á Trump
áfram Trump. Við styðjum þetta. Já, ég meina, sko, fyrir það fyrsta að það voru náttúrulega nígerísk stjórnvöld sem að báðu aðstoð. Já, og veittu aðstoð. Já, gegn sér sagt, þetta eru öfgahópar íslamista, þetta eru múslimskir öfgamenn sem að hafa verið að stunda hreinsanir á kristnum fólki, þjóðamorð. Og það ótrúlegt að lesa kommentakerfið og vísi og MBL og svona þar sem að menn skilja bara ekkert í því að það sé verið að hindra þjóðamorð og þú veist að það svo mikið af aumingjum og fávitum og fucking hálfvitum að það ótrúlegt og það aldrei neitt, þeir geta aldrei kynnt sér hluti, þeir geta aldrei lesið hlutina til enda sko. Þetta sko, þú veist mér langar bara að koma þig af hversu mikið ég fucking fyrirlítið þetta lið sko. Fólk ógeðslegt sko. Saga Íslam í Afríku blóði drifin og ég þekki eina sem kemur frá Suður Súdan sem flúði hérna og kristin kona og þeldu kona og við erum, þú veist, hún það sem einhverjum myndi kalla öfgatrúar nöttari eða eitthvað svona eins og ég sko og við náum mjög vel saman sko og það mér finnst svo skemmtilegt að tala við þetta fólk Íslam og henni finnst svo undarlegt viðhorf Íslandinga til Íslam, bara eitthvað sjáuð ekki, við þekkið ekki eyðilegginguna sem þetta búið að valda og bara þetta algjör afneitun, þetta sko algjör afneitun og að drepa fullt af fólki í kringum hana sem þú þekkir í nafni Íslam og svo heldur fólkið sem að setja þessi lippar á Íslandi að hún sé eitthvað svona þeirra kona eitthvað svona þeirra berist fyrir að fá Íslam til Ísland skilur þetta bara ekki vinni mínir sko og bara tengja ekkert við eina lippa málstað muslims kona og líka kristnir í Afríku miklu harðari kristnir en þetta í lippa, af því að lippin það er svo grunnhugsun í gangi að þeir hóra bara, já, þetta svört manneskja og þá hlýtur hún að vera með eitthvað svona XXX sjónamið skilur og þetta nákvæmlega það sem að gera þeir að dæma fólk eftir húðlit að af því að hún svört að þá hljóti hún að vera með sömu þroskaheftu lippa drasl skoðanir og þau eru og bara fucking það ekki þannig skilur og fæstir til dæmis kristnir Afríkumenn deila þessum ógeðslega stúpid sjónamiðum sem þið hafið og þeir sjá bara, þeir eru að eyðileggja allt á Íslandi og bara af hverju leyfið þessu fólki að ganga svona yfir og þau eru bara hissa og hún bara, og þetta afrísku kona sem bara hissa á því hvað lipparnir ná að stjórn og hvað þetta vitlaust að geta ekki eins og kynnt sér sögu Íslam í Afríku blóði drifin, viðbjóðslega sagði, þetta ógeðslega fucking villitrúabrögð og svo flytja þetta til Ísland. Það besta að þegar svört manneskja lætur svona frá sér þá kemur aðilinn sem best hvað mest gegn rasisma og talar að þetta sé sko bara svona kynþáttasvikari. Já, einmitt. Það alltaf leið. Þetta ótrúlega sko. Ég var við Sverri vorum að spjalla saman á hann og vorum að spjalla saman Íslam og þú veist að frakkar verið til dæmis búin að banna, þú veist, trúarklæðnað víða, þú veist, búrkur og svona einhvern hitt og þetta. Og við svona fórum við þetta og ok, ég veist hversu langt bara hægt að taka þetta og ég var að benda honum á að trúfrelsisákvæði í stjórnarskrárinnar. Ég held að þetta eru nokkur ákvæði, sko, og þú veist, þú með verið í trúfélagi og en trúin sem þú aðhyllist verður að boða góða siði og samræmast allsherjarreglu. Hvaðan þetta skrifað fyrst? Þetta skrifað fyrst í stjórnarskrá Bandaríkjanna og þá voru 3 menn sem komu mest að henni og einn af þeim Thomas Jefferson, hann var síðan 3. forseti Bandaríkjanna. Hann setur inn þetta ákvæði til þess að trúfélög eins og kirkjan eða whatever gæti ekki verið að misnota vald sitt gagnvart fólki og verið að pína þetta skera hluti sem það vildi ekki. En það lykilatriði þarna að þú mátt ekki boða neitt sem fer gegn landslögum. Þannig að þetta var basically gert þess að venda fólk frá trúarbrögðum og siðleysi. Þannig að sko, en fólk heldur, þú veist, þú getur ekki praktisera bara hvaða trúarbrögð sem Þú mátt ekki til dæmis praktisera trúarbrögð sem boða barnan í þú heldur bara það sé í góðu lagi. Það augljóslega, já. Þannig að þú veist, þegar þú fer að snúa í þannig að einhver trúarbrögð eru með hugmyndafræði sem fer gegn stjórnarskrá. Þú ert með pólitíska hugmyndafræði hvernig þú að stýra löndum. Sem Íslam
Já, þú ert með trúarlög sem þú finnur ekki með sama hætti í biblíunni, einhver svo leiðis. Kristur boðar aðskilnað ríkis og kirkju og hann segir þetta þegar hann segir að við höfum að gjalda keisaran þar sem keisarans er og Guði þar sem Guðs er. Það sem hann segir er aðskilnaður ríkis og kirkju og þetta er algjörlega fundamental munur á íslam og kristni er að sharia er ófrávíkjanlegur partur af íslam og aðskilnaður ríkis og kirkju er óaðskilnaður, það er bara partur af kristni. Þetta er bara fundamental munur á þessum tveimur trúarbrögðum. Gríðarlega mikilvægt input, gríðarlega mikilvægt. Lipparnir hunsa þetta. En bara þú veist, til þess að halda fókus hérna, þetta er frábært innlegg því að þetta lýsir þessum fundamental mun. Já. Þannig að þú veist, þá erum við búin að establisa að samkvæmt stjórnarskrá þetta bara ólöglegt. Já. Þetta er bara ólöglegt. Já. Þannig að þú veist, lokum moskunum. Hver hérna, hvaða hálfviti leiði þetta? Lokum moskunum. Já, sjálfsögðu. Ég meina, lokum konur í búrkum og lokum moskunum. Ég er ekki fucking djóka. Það er mín skoðun og ég á rétt á henni. Þá er alveg merkilegt að land sem að handtekur fólk fyrir minnstu hluti sem eru sagður á netinu lítur fram hjá öllu sem að er lekið út úr moskunum. Bara, þau eru algjörlega óhrætti við að segja ógeðslega hluti sem að ef þú snýrði við, fólk er farið beint í jaili fyrir. Þeir eru bara predika upp úr Kóraninum. En mig langar að vippa mér hérna í nokkur í viðbót þar sem að við vorum að spyrja fólk hvað vildu er í gert í mannauðstjóra. Já. Þá segir hérna hægri geitin okkar, mannauðstjórar eyði restin af ævinni að biðja alla Íslendinga afsökunar. Bara gangi í hús þá. Mér finnst það bara mjög sanngjarnt. Þetta er svona hann er komið svona Black Lives Matter stemningu. Já. Mannauðstjórar eiga ekki að vera til sem starfstétt. Þannig að þú ert að afneita tilhörir rétti mannauðstjóra? Já, greinilega. Já, ok. Svo er hérna bakslæðið raunverulegt en við erum samt ennþá með fólk eins og Dimmu, Möggu Stínu og Möggu Frikka. Já, taktu samt eftir þessari Dimmu. Möggu Frikka það er enginn sem að lækar neitt hjá Dimmu nema mögulega hún sjálf. Það er enginn sem að skoða neitt sem hún gerir. Hún hefur ekkert fylgi, þannig er enginn að pæli henni, þú veist, eða honum eða hvað þetta er. Ég heldur síðan bara mjög geðveik, sko. Já, þetta er bara lasin einstaklingur. Já. Ég veit alveg hvað hann er að hugsa meðan við erum í þessum bólum með það, sko. Já. Hefur heldur betur sínt það. Er hún fyrir löngu síðan? Já, ég ætla ekki að fara beint út í það. Nei. Maður, þú veist, nennir ekki. Ég get enga veginn sett hana Margréti Friðriksdóttur í sama hóp. Nei, þetta er mjög skrítin að það. En hérna, svo kemur sett í þetta saman. Já, það myndist að hérna, ég get enga við teknum það. Eins lítið vók og hægt sko, búin að vera í sér bara í... Já, ég held einmitt að Magga væri svona frekar og móti, hérna, þú veist. Já, svo kemur líka Semuörlu þarna, hún var náttúrulega að vinna mál gegn Semuörlu, sko, fyrir stötu síðan. Það er eitthvað besta bíf sem ég veit sko, Semuörlu versus Magga Frikka, sko. Já, sérstaklega þegar komið ljós, sko, að fyrir dómi hafa bara búið að sanna það að það var bara öllu logið upp á hana. Það var geðveikt að fá þær tvær saman í stúdíóið. Svona sáttar, þetta er svona Reagan Gorbachev 2, þú veist. Broadcast stúdíóið eru þið bara 9 höfði, sko. Það má alveg, mér finnst alveg sanngjarnt að þú veist, taka það fram að, sko, ég held að þessi fáir sem hafa fengið brútal með mögulega eldur og til dæmis eins og Margrét fekk eftir í þessu semumáli, allir fjölmiðlar bara hjóluðu beint í hana. En svo kemur bara í ljós samkvæmt öllum gögnum að hún er sýknuð af þessu öllu saman. Vinnur. Já, vann öll málin gegn henni. Og hvað voru sökuð um? Að hafa ráði staðinni með einhverjum rasískum ummælum og eitthvað svoleiðis þegar að það var veist öfugt. Var þetta þá andtyrknesk ummæli? Hvað var hann að segja? Kebab var í mónt? Eða durum? Eða hvað var hann að segja? Kannski haldaði fram að það var ekki að opna kebabstaði alltaf þeirri fengið hotna og háum í fótbolta. Það var ekki svoleiðis. Akkur Tyrkir aldrei verið heimsmeistarar. Þannig alltaf þeirri fá hotna og opnaði kebabstað. Mjög einfaldur en skemmtilegu brandari. En það takkir svona caller þátt sem á ringja inn með sinn vingil á einhverju málumni. Ég er mjög gott það þurfti að filtera það, sko. Já, við þurftum líka einhvern veginn að velja. Það er mjög ósanngjarnt, sko. Ef einhverju með góða lausn á framkvæmd á þessu, þá væri við til að heyra það í Facebook-grúpunni. Já. Ég myndi vilja frekar hafa það svona ófilter að það sem að fólk var að koma og kalla okkur nöfnum. Já, við erum ekki að tala um það, sko. Ég er að meina bara hver ætti að fá að koma inn, sko. En ég var bara með... Ég vilja fá myndsímtöl.
Myndsímtöl gæti verið svona, já. Þetta er fælt frá samt. Ég er bara með akkurat, líka hugmyndin. Eina pælinga, mér finnst þetta að vera svo skemmtilegt í kvöld að jafnvel taka fleiri svona þættir sem við erum 3. Það er engin spurning. En svo getum við líka gert annað, við getum verið sko kannski með föstudagstættina það sem að við erum meira þú veist í viðtölum og við getum mögulega hendin einu svona þætti með. Já, ég væri til í það. Það væri bara mjög gaman. Þá væri það svona meira random, svo ég vitni svolítið svona í Rógan, hann er svona með þú veist gesti og svo tekur hann svona UFC-dæmið og alltaf svona smá sidekick sko líka. Og Protector Park situr hann. Já. Svo líka gætu haft eitt caller í hverju, eitt góðan anon shit póster af X-inu með póka og haustum. Það var reynda geggjað. Það var ekki geðveikt. Og login törm. Já, það er minn maður. Herðu en að bjóða ægimánað, honum hann að Ian McDonald, sko. Ian McDonald, já, mér finnst þetta ég held að Ian McDonald, sko, ég held að það er í rosalega takmarkað þáttu, sko. Við þyrftum líka held ég bara rænunum og tjóður hann þetta niður og haldurum til þess að fá hann. Sko. Ian McDonald, ég er náttúrulega bara kallaði hann fakka bara fyrir framan Sólveigu, sko. Hún hló nú bara því ég sá nú svona Sólveig varðan en hún vissi samt alveg hvað varst að tala bjóða ægi vasshöfuð gott fyrir fólk að sjá nýja ungstjarna sósíalista, merkið að hann er ennþá hvítur ungi kallmenn í flokknu séu heftur og hann er við vendum nú hvernig við tölum ég er okkar maður, við erum með það að reyna að fá hann til að sem ég introlag hann hafði samband við mig meðan ég voruð í Tælandi og bað mig afsökunar á eitthvað svona ummælum sem fellu við mig og mér bara þetta mjög vantað og ég held þessi góðu drengur það er svona margt þetta er einu maður svolítið upp og niður sko einu maður sem ég blokkað á X-inu, ég gerði það á sínum tíma sko þetta var svona rætið persónulegt en ég held þessi góðu drengur, ég held ekkert verið eitthvað segjuleg, mér þótti væntu það að heyra þetta og fyrirgefum þetta alveg. Ég blokkaði hann á svo mikið spamm og ég er alveg sammálaðið, hann hefur beðið mig svona afsökunar það var svona cirka 6-inum en Við höfum ekkert, þú veist, ég og hann, við höfum alveg tekist á það var ekkert verið neitt bíff milli mín og hans þannig, sko. Hann var bara hissa þegar ég baði hann introlag. Ég held að ég var nábyggilega haldið ég var að grínast fyrst, sko. Hann var að pressa mig að fá að mæti þáttinn. Ég er fyrir mitt leiti tilbúin að hleypunum en málið er bara ég er einvaldur hérna. Nei, málið er bara þú veist að við erum líka með alveg gríðarlega þjóðþekkta einstaklinga núna sem að hafa beðið að koma í þáttinn. Þannig að við erum í svolítið annarri stöðu heldur en þegar við byrjuðum. Þannig að það er erfiðar að velja. Það er líka sko Gísli í Nexus þorir ekki þáttinn. Við höfum búið það er 1 af 2 sem ég hef blokkað á Facebook. Það er ekki út að neitt svona sem hann er að segja, hann er bara að segja svo mikið og á hann Nexus. Já. Þannig að ég frá bara ég held að sem er svo stofnandi bara alveg ekki alveg stofnandinn sko. Hvað heitir það meira? Það veit ég ekki. Ok, ég veit ekki hver það er. Hann allavega sko ég myndi segja sko hann sé almennt leiðilegri heldur en Þór Sari til dæmis sko. Bara svona pjúra leiðindum, hann er svona típan sem ef þú teflir við hann. Það er rosalegt. Já, ef þú teflir við hann, þú getur verið búin að máta hann heldur bara áfram að tefla. Og svo ertu búin að benda honum á að sko, skákin er bara búinn, hann heldur bara áfram að færa. Og nennir þú þess ekki lengur og lappar í burtu og þá stendur hann upp og hrósar yfir sigri. Þetta er svona þannig típan sko. En svo eru náttúrulega einn sem að sendi mér sérstaklega skilaboð og baði að fá okkur með þáttinn og hann er svolítið svona, hann er Ragnar English. Hann talar alltaf að hann hafi rosalega gaman að því að leggja aumingja og nasista í einelti og svo náttúrulega bara leið og ég sagði, finnum einhverja dagsetningu þá hefur það aldrei gengið hjá honum sko. Ég sé ekki komið, við það bara virkar svo leiðilegur og þetta er svona boring takes. Já, hann er leiðilegur sko, en málið er að það þarf að aðilar sem eru svona, ég vill fá þá í þáttinn og og ræða málin. En er eftirspurn frá þjóðinni? Það er allt annað mál sko. Já. Svo held ég á Einarsson í Nexus á 9 ári. Þá Diljó ætlaði nú að koma og mist. Það er aldrei að vita nema að við sjáum hana kannski í janúar, febrúar. Ég sá hann í Kringlunni á Þorláksmessu. Það er svo leis.
Nei, bara labbaði fram með henni. En ef að renni við kostninguna sem var hjá okkur. Heyrðu, já. Hvað við verðum að kjósa? Það var að kjósa versta skástrík leiðilegasta mann skjási. Já. Við vorum að tala við gesti. Við vorum við viljum að klára það. Það var Diljá sem var að spá og ég var nú ekki búin að ræða við Snorra og það var búin að ræða við einn og annan. Mögulega formanns einhver flokks og það eru kannonur svona stjórnmála í stjórnmálum. Það var líka gaman að fá einhverju svona þjóðþekta einstaklinga sem eru kannski ekki í stjórnmálum í svona léttari þættin og milli. Það var gaman ef Brjánbrekka. Já, Brjánbrekk, hver er það? Kartin og Sjörvars Hafliða. Já, ok. Já, það var gaman að fá að hjöpa. Var líka bara frábært að fá tillögur frá áhorfendum. Andra Snæ og svona. Ég verði til í Andra Snæ, ég held að það er skemmtilegur. Andri Snæ getur mjög skemmtilegur. Það væri mjög gaman að ræða við hann. Mér finnst líka við erum búin að vera tala svo vel um hann. Hann er líka mjög skemmtilegur. Hann var hann gerði Pop og Kók og Getur betur keppninar, leikstjóri, búin að vera með Gerald Butt, var að gera bíómynd nýlega. Hann var með hana í Bollywood núna, fekk verðlaun fyrir hana. Bollywood, já. Bollywood í Indlandi. Jördi. Hann er heldur skemmtilegur, já. Þetta getur kannski bara verið introlægis. Alltaf að gera eitthvað með gott með indverska hreiminn, sko. Já. Herðu, hér erum við með 0% en 1 atkvæði. Það er Kjartan Kjartansson, blaðamaður. 0% en 1 atkvæði. Hvernig er það bara ég? Getur það verið? Það bara ég. Hann kom seint. Hún var bætt. Já. Við hefðum eiginlega þurft að refressa þetta, sko. Já. Kjartan Kjartansson, ég ætla þá að fullera að hann sé versti blaðamaðurinn og fær þá verðlaun Björkarsins sem versti blaðamaðurinn og þú veist, það er nú ekkit lítið hrós, þannig að það eru margir alveg ótrúlega lélegir. Og honum í verðlaun, þá stendur honum til boða að velja sér dagsetningu til að mæta í Björkastið. Já, algjörlega. Og ég myndi jafnvel ganga svo langt að segja að hann hafi minni trúverðuleika sem blaðamaður heldur en Edda Falag og jafnvel starfsbróðir hans á stundinni nauðgarinn. Ég myndi segja að þeir þremur að þá sé Kjartan versti blaðamaðurinn. Kjartan er alveg svona, hann er ótrúlega lélegur, sko. Hann er búin að búa til góðan leik, alltaf þegar ég sé svona greinar núna pop upp á Facebook á Vísi. Maður veit alltaf að hann skrifa þá giska ég hvort að hann hafi skrifað þér eða ekki. Ég hef ekki haft rangt fyrir mér ennþá. Þegar þú sér sko legarnar í fyrirsögninni, þá veistu það að Kjartan Kjartansson, því að það gæti engin verið nægilega vitlaus. Hann getur ekki einu sinni reynt að vera með eitthvað svona sem að væri kannski honum í hag í umfjöllur, hann getur ekki einu sinni reynt að fela fyrirlitningu sína á... Nei, þetta var líka bara svo sagði með stjórnmálamenn og þú vilt allavega að þeir hafi fyrir því að ljúga þér. Þú veist, það er eins og hann beri bara ekki gæfu eða sko bara vitsmunni til þess að geta allavega þú veist svona blekt fólk aðeins, þú veist, þetta er eiginlega bara sorglegt, sko. Já, hann er blaðafaggi ársins. Með 2% er Sigríður Björk. Það er væntanlega lögreglu. Já. Með 3% er Ian McDonald. Já. Hann er vel að þessu. Já, ég ætla einmitt þessu. Já. Og með 4% er Marja Lilja Þrastardóttir Kemp. Já. 3. Svo hoppum við beint upp í 8% og þar eru 2 heldur betur hersöðingjar með jafnmörg. Það eru Haukur Braga og Þór Særi. Já. Það er ekki ömulegt við ekki. Það eru 2 góða manneskjur. Já, það eru 2 kanónur held ég heldur betur í þessum brasa. Þetta getur verið nýtt podcast, jafnvel. Það er því rosalegt. Fá Þór Særi í þáttin, ég verði til í það. Já, ég væri mikið til í að fá hann í þáttin. Ég veit ekki, ég myndi kannski melda mig bara veikan, sko, svo leiðilegur, sko. Ég mætti alla þættina, sko. Það væri þetta Haukur Braga og Þór Særi saman. Fyrir ofan þá félaga með 13% er engin annar en Steini Vaff, kallmennsku Þorsteinn. Já. Ég akkur að setja menn hann fyrir ofan. Já, mér veist Haukur miklu verið. Ég held að hann er aðeins þekktari, sko. Já, hann er þekktari. Ég er bókstaflega aðdáandi nummer 1 af podcastinu þeirra bara á landinu.
Ekki að vikt. Ég er toppfan og Ertu búin að hlustar svona grínlaust? Ég hlusta á alla þættina. Þú hlustar á alla þættina. Þeir tóku nú okkur ummæli frá mér fyrir í einhverju þætti. Já, þeir gerðu það. Ég er þetta sá bara eitthvað klippu úr því. Þeir hafa tekið margt fyrir, sko. Já. Það? Nei, bara yfir höfuð sem Já. Sem að hefur komið hérna, eða? Nei. Þeir keppast við að reyna að veita okkur ekki athygli sér. En já, ég var eitthvað að skjóta á hann, ég var nú að tala pistil sem konan hans skrifaði hryðjuverkin í París, ég man ekki nákvæmlega hvað þetta var, en Hauki Braga fannst illa vegið að mannesku sem sagt hjólað í mannesku sem að var áttið ekki skilið. Náttúrulega hefur aldrei gert. Hann með svo sterkar réttlætiskennd. Mjög sterkar. Já. Hann náttúrulega aldrei hjólað í neitt sem áttið ekki skilið. Nei, aldrei. Hún átti þetta bara fyllilega skilið, sko. Ég stend við hvert einast orð sem ég sagði, sko. Já, ekki líka bara fullkomlega eðlilegt að þú skrifur opinbera pistla og voru opinbera gagnrýni. Já, en þó ég stend við hvert einast orð sem ég skrifaði. Ég man samt ekki hvað það var sem ég skrifaði. Nei. Ég veit heldur ekki hvað ég í rauninni sko að segja hérna, af því ég veit ekki hvað þú sagðir sko. Tengdist einhverju grein sem dúkkaði upp úr stundinni eða fyrirverandi heimildinni sem hún skrifaði þetta var bara mjög ósmekkleg grein þessi hryðjuverk. Hryðjuverkamálið þarna og Við erum pottið búin að ræða þetta og þá var ég alveg pottið sko. Já. Maður er bara svo heilabilaður. En við stöndum með þetta. Stöndum við þetta. Stendum hvert einast orð. Í öðru sæti með 29% atkvæða er Þorgerður Katrín. Ég finnst það reyndar alveg ótrúlegt sko og það er svo margir sem er mjög svo miklu leiðilegri. Þannig að ég er ekki bara leiðilegasta. Já, versta, já, ok. Ég ætla þá að segja að þú veist að fólk þetta sé eitthvað svona meira við frammistöðun hennar. Þú veist, hvað finnst ykkur valda því að hún sé svona ofarlálista? Hún ætla að reyna að koma okkur inn í ESB. Og það er eitthvað fræðilegt. Það er bara nóg sko fyrir mér. Þessi náttúrulega rosalega afstæða sem hún tók til dæmis gegn Bandaríkjunum. Ég held persónulega að það sé stór ástæða fyrir að setja þessa tolla á Ísland. Mér skilst að það hafi ekki staðið til. Hún fer bara einfaldlega og segir opinberlega þú veist, hörund sárasta mann í heimi mögulega fyrir utan Pútín að hinn vestræni heimur þurfa að finna sér nýjan leiðtoga. Haltu fokkin kjafti og talaðu fyrir Ísland, ekki út frá þínu sjónarmiðum. Það eru hagsmunir þjóðarinnar að strjúka egoðun á Trump, sama hvort okkur líka betur eða verð við hann eða eitthvað. Það eru okkar hagsmunir að strjúka egoðun hans. Það er líka bara svona ekki það, hann er Trump þú getur gagnrýnt pólísíur, skilurðu, og þú getur gert það þá málefnalega. Og þú getur sett það í umbúðir sem eru mannsæmandi en þetta var það ekki og svo þurftum náttúrulega að draga í land með þetta. Hún líka bara á tímabili var hún bara að koma með öll vestu teik sem að til eru. Ég man að ég setti mynd af Shrek og Donkey þarna, þar sem hann öskar bara gætur þú haldið kjafti í 5 mínútur, skilur þetta er svona, þú veist, þetta var alveg skelfilegt svona fyrirlutan. Ég veit ekki hvort að hún hefur bara hreinlega verið skömmuð eða hvað gerðist eiginlega til hún myndi þú veist, byrja að draga eitthvað aðeins í land með að vera bara að koma þessu bara alltaf að setja sínar pólitísku skoðanir fram yfir hagsmuni Íslands, skilur. Sáuð þið mymbandið þar sem að það er valkyrjurnar okkar ég kemst ekki yfir þetta nafn að þær eru að láta taka sig upp í svona auglýsingu þar sem það eru að þykjast vera að ræða hvað ætlar að borða í jólamatinn svona. Já, var þetta rúða? Nei, þú veist, þetta voru Instagram sko, maður svona svona pínu upp í mig sko. Leiðilegt að mista þessu. Já, þessi sínar þetta eftir, þetta er svona, maður var alveg bara svona Inga Sæland eitthvað að tala þú veist, þetta var bara, þetta var. Hversu líklegt er að það er að nota opinbert fé til að borga fyrir þessar auglýsingar? Þetta er eins og 20 miljónar sem að fara til að hvað heitir athygli, nei. Inga Sæland þessar manneski sem síður þessi bjúu eða hangadag sko. Ég veit ekki hvort það er geðveikt skot þetta er bara gamli skólinn, ég respekta það. Já, þú veist ég veit það ekki. Þetta er svona Mér finnst Þorgerður Katrín vel að þessu komin. Morðgerður Katrín, komdu út. Svo er, talandi það, númer 1 með 33% atkvæða. Já. Það er engin annar en manneskjan sem að batt enda á styrjöldina eins og Sverrir spáði fyrir Það er Magga Stína. Margrét Kristín Blöndal. Hún er leiðilegasta manneski ársins. Til hamingju með þetta. Með 38 atkvæði.
magna líka þessi sko rosalegt. Það eru svo miklu óvinnir Þorgerður og Magga-Stína að hafa þær þarna í, þú veist, að berjast hennan titil, þú veist, ekki minkar í rígurinn milli þeirra við þetta sko. Verði eitthvað svona sameiningatók þeirra? Já. Nei, þú veist, svo svolítið svona þessi hópur, þessi Palestínuhópur laði svo mikið hatur og Þorgeiri Katrínu sem að samt sem áður fór harðar fram heldur nokkur annar utanríkisráðherra hefur gert og fordæmdi aðgerðir og fór mér að gráta fyrir fram að Sameinuðu þjóðirnar sko. Ég grét með henni Það gerði annar okkar gerði það þá Ég veit ekki hvort það sé rosalega heppilegt sem utanríkisráðherra, kannski áttum bara rosalega slæman dag en ég skildi ekki alveg, þú veist, og svo voru þið búin að setja hausinn á henni og stjaka Pétur Eggerts og svona að sjá það ekki sem einhvers svona ofbeldi. Mér finnst það alveg ótrúlegt sko. Sko til þess að skilja af hverju það ekki ofbeldi, þá verður náttúrulega að setja því í spor hans Péturs. Það það að minnsta microaggression gegn honum og hans ofbeldi en ekkert sem að hann gerir eða hans fólk gerir Var þetta hann mest hann sem bjóð til? Já, ok, ég mikið að mynda Hann er búin að vera mjög aktífur undanfarið. Ég reynda að kanna meta eitt sem hann sagði, að byrta mynda sér í ræktinu og sagði, það er eitthvað fasist í ræktinu núna. Þá er tveir í dag Já, hann þú veist, mér finnst bara rosalega sorglegt hvernig þau einhvern veginn hafa svona dotti í þann gír að vera að uppnefna fólk sem að missa svo og okkur, mér finnst þetta bara Hann var að horfa á brot úr þættinum og sagðist því miður ekki aðila þarna eru svona menn vinir þínir eftir slík orð? Sko þegar menn kalla mig nasista eða get ekki gengið sig að hafa spjallað eitthvað slegist, þá bara nei, þá bara flatt út. Þá bara verð ég að varpa þessu bara tilbaka með fyrirlitningu. Þá verð ég bara að segja mönnum bara flatt át að bara fokka sér. Þess að ég ætla ekki að sitja undir því að vera kallaður nasisti eða fasisti eða einhverjum fokking og auðmyggjum hjá samstöðinni. Þetta bara, ég búin að fá mig alveg full satan á þessu helvítis hiski. Ég alveg talað. Þú veist, nei, þau uppnefna alla. Það allstaðar beitt ofbeldi, það allstaðar logi, það allstaðar verið að beita kúun, hann veit alveg betur. Hann er búin að ræða við mig, hann veit nákvæmlega hver í stend og þetta er fáránlegt. Sammála því. Sko, ég var líka að hneykslast á því við Frosta, hann til dæmis kalla Gunnarsmára ennþá vinsinn. Gunnarsmára alltaf að kamma með skilst við Frosta, en svo hann alltaf að drulla yfir hann, þú veist, bæði í greinum og einhverju svona. Ég skil ekki alveg þegar menn fara út í svona varpandunum sem bara einum að hættulegasta mannum landsins og eitthvað svona sko. Það bara hróf. Mér finnst það bara þetta á ekki að koma frá viniðinum skilur eða Nei, mér finnst þetta bara orðið meðvirkni sko. Mér finnst þetta að vera svona dæmi sem að sko ok, þetta ekkert að alveg svona einstaka komment sem að maður fær, þetta svona ok, ég ekki að fara að muna eftir þess að þetta 2 mínútur en ef einhver myndi segja þetta upp í opið ógeðið á manni þá myndi maður löðrungan skilur þetta svona málið bara þetta, þú veist, ef að hlutir eru sagðir í hita leiksins eða í einhverju svona generalization skiluru, þú veist, það sem þú svona svolítið að alhæfa og menn kannski leiðrétta sig eftir á ekki mál, þú veist, ég alveg tilbúin að taka afsökunarbeiðni eða að menn leiðrétti, þú veist, einhverja villur sem að þeirra hafa sagt, sko, en þegar að fólk að gera þetta aftur og aftur og aftur, þá á einhverju tímapunkti lítur maður að fá nóg, sko. Já, ég nenni ekki. Ég alveg tilbúin í málefnulega gagnrýni og ég alveg tilbúin að taka sko á hluti sem eru málefnulegir og ræða hluti, en þá verður það líka að vera þannig að ég fá að ráða hvað ég snúist og hver mín málefnulega afstæða en ekki að þau ákveða það fyrir mig. Og það einhvern veginn það sem þau verður að gera fyrir flesta. Sko. Já. Þetta líka sko, þetta svo þægileg leið þegar þú getur ekki tekist á við málefni við einhvern. Þá kallar það bara nasist og veist að þinn hópur það bara, ok, svoleiðis. Ef þú ferð yfir ef þú ferð yfir svona lista af hlutum sem að hvað við segja, eru svona logical fallacies, hvað myndum maður kalla það á íslensku, svona rökþrótt. Rökvilla, já. Að þá þeim flestum beitt þarna og flest öllum í öllum þáttum. Það strómanargument, það verið að fara í mannin ekki málefni, skilur, þú veist, allt svona. Það eiginlega,
ég veit ekki. Ég er þar að ég var ekkert að grínast með það og postaði þarna stoltur að ég væri aðdáandi 2 kallar nummer 1 á Íslandi og svo hlusta ég alltaf því miður næst samstöðin ekki þess að ég á Selfossi en ég hlusta alltaf þegar ég kynnti Reykjavíkur og skelli ég samstöðin á. Já. Ég var rétt á þann að hlusta á Trump-tíman. Það vikulegur þáttur og þar var einn aðili, ég veit ekki hvað það var. Ég mistaði þegar að vera að kynna fólki inn en þá var hann með Gunnar Smára, hann er alltaf með Trump-tíman sko. Þá var við að segja sko einmitt talandi Charlie Kirk að var að ræða Maka. Sagði þetta náttúrulega byggist fyrst og fremst á hvítri yfirburðahyggju. Hann alltaf nummer 1. En svo var sagði það sko og svo þeir sem eru í Maka, þeir eru mjög hrættir við að það komi inn svartir eða kvenkyns flugmenn. Og þetta var sko það sem að vera í aðeins að Kirk ofur einföldun ekki bara einföldun það er bara rángfærsla á því sem að Kirk sagði á sín tím. Já, þetta er svona sem að Helgi var að tala um með að hlutin bara þeir eru bara viljandi teknir úr samhengi. Það er ekkert litið á það að hann var að gagnrýna það að þetta kom bara í ljós, þetta kom bara upp á yfirborðið. Það var verið að gefa þessu fólki afslátt, sérstaklega voru nú svartar konur. Það var verið að gefa þeim afslátt af hæfniskröfum, meðal annars þær þurfti ekki að ná prófinu að lenda við erfiðar aðstæður. Það máttu falla á því prófi. Skiptir það eitthvað svo miklu máli. En ég meina svona málefnilega þá er þetta sem að Kirk var að segja, og hann var að benda bara á það að að þegar útfarin að forgangsa fjölbreytileika fram yfir hæfniskröfur og þetta er fólki sem var verið að gefa afslátt af hæfniskröfum frá, að þá náttúrulega fer þig þegar þú sér þetta fólki. Það er ekkert endilega víst að þetta fólki í Trump-tímanum hafa endilega verið að ljúga sko. Það er náttúrulega, þeir eru bara fína líkur á því að þessu bara lepja upp eitthvað drullu frá einhverjum skýta vók, miðlum og bandaríkjum. Já, þú meinar að þau sé ekki viljandi að ljúga. Þetta sé bara fáiðar sko. Ég er með spurning fyrir ykkur og nú svona áriða líðin til lok og Trump er búin að vera hvað frá því 15. janúar sé ég. Þannig að árið er að klárast í honum og það er gengið á ýmsu. Hvernig finnst ykkur hann hafa staðið sig og þurfa að nefna allavega svona 3 hluti sem hafi verið að gefa hann svona einhver fyrir? Hvað finnst þér að staðið best með og hvað finnst þér að staðið sér vest með? Sko, Bandaríkjamaðurinn er rosa mikið bara vill fá kaupmátt og vill fá hagvöxt og eitthvað og hann hefur staðið sér vel þar. Ég held að sé ekki 4% hagvöxtur eða eitthvað. Hann er að ná mjög góðum hagvöxt. Góður hagvöxtur. Hann er búinn að senda út úr landi fullt af bara glæpamönnum og óþjóðalíði og hann er búinn að senda 2 milljónir samtals, það er held í 400.000 sem hann hefur tekið með valdi og 1,6 sem að fór gegn einhverju lítil greiðslu. Ég er bara verið að hrósa því og ég og líka það sem er fólk sem var ólöglega í landinu hafði ekki, fengið leyfi til að vera í landinu og hafði smiklað sér inn og svo var að vinna sátt svo með. Og líka, hann er búin að vera að sökkva bátunum sem verið að smikla inn eiturlyfjum til Bandaríkjanna sem að drepa krakkana þar og sem er náttúrulega bara frábært og mér erst líka bara fólk ofta að tala um bara eitthvað svona eiturlyfja vendin eitthvað svona og bara, þarna er bara maður sem er að taka á honum, en þau vilja það ekki, þau vilja. Ég veit ekki hvað fólk vill sko, en þarna er allavega maður sem er að ráðast í einhverjar aðgerðir við gríðarlegum vanda. Ég er ekki að segja að þetta sé að fara að leysa vandan, en þetta er allavega þetta er eitthvað, þetta er meira en það sem forverið hans gerðir og mér finnst bara eðlilegt að sökka þessum bátum og mér finnst bara eðlilegt að senda þau skilaboð að þú ætlar að flytja inn einhver efni sem er að drepa fólk í Bandaríkjunum, að þá er bara séns að það sé einhver að fara að sökka bátniðinum og bara, bara frábært. Þetta er bara 3 atriði sem ég finnst bara mjög góð. Hvað finnst ykkur tollastefnuna sem hann hefur sett fram? Ég skil hann ekki. Nei. Þá meina ég sko, ég skil ekki hvort hún er góð eða ekki. Já. Ég veit ekki nógu mikið um það. Bara spyra leikslókum. Mér finnst þetta ekki lúka lógist. Flestar hagfræði kenningar segja sko að til lengri tíma séu svona tollafyrirkomulag ekki góð fyrir viðskipti. En til styttri tíma þá getur þetta verið, þess valdandi að þú græði peninga sko til styttri tíma. Og kannski var efnahagur Bandaríkjanna bara hreinlega það slæmur
að það þurfti að beita einhverju skamtíma úrræðum til þess að ná rétt úr kútnum og kannski á hann eftir að fella þetta aftur úr gildi. Ég bara sé ekki endgameið og ég ætla bara ekki að láta ég gera það ekki heldur sko. Og kannski þetta eitthvað snild, kannski ekki. Ég ætla ekki að segja pluss eða mínus. Mér finnst vera jákvætt þegar menn að hreinsa til. Ég myndi vilja sjá það gert hérna eins og vorum að tala áðan og dómsmálaráðherra Viðreisn Samfylkingin hefur ekki komið í gegn svona þessu stöffi sem að ég sögðist alltaf að gera og mér finnst Trump að staði sér vel að því leyti. Ég er skeptískur á þessa tollastefnans. Mér finnst það er ákveðin vonbrigði að hann hafi ekki náð friðarsamkomulagi við Úkraínu. Rússa milli Úkraínu og Rússa. Ég fæ þó tilfinninguna að sé verið að reyna málega er náttúrulega það að ég held að hann hafi trúaði og mig grunar hann hafi fengið lofur það en ég held að hann hafi mögulega einhver svikið orðin gagnvart honum sko og hann náttúrulega að díla við Zelenski og að díla við Putin, þetta er náttúrulega ekki öðulstað. Ég held að Kamala væri búin að leysa þetta. Ég held að hún hafi bara verið full bara svona 50% kostninga bara en það er svo hann sagði ég verið það samt bara ég held að Þorgerkattin hafi verið full í silfrinu hún leit hann út en það er annar mál en ég fær ekki eddur í silfrið sko ég það vel sko ég ætla ekki að dæma fólk fyrir það að fara dráfum í silfrið mér finnst en bara með þú veist við erum bara svona að fara yfir Trump og svona hans afstöðu þú veist menn heldur líka þú veist að Íran yrði bara eitthvað all-out stríð, það var það ekki. Ég var rosalega skeptískur á þetta. Ég held að menn hafi verið, þetta var ekki áhættulaust. Ég var spennandi að fylgjast með því. Það sem að ég var búinn að spá að myndi gerast í langa tíma stefnu Bandaríkjanna að sko gagnvart Evrópu kom fram í þessari þetta er svona þjóðaröryggis yfirlýsing, þú veist, policy National Security Policy sem kemur út í nóvember 2025 og það bara, þú veist, það eru bara reka stefnuna sem það ætla að hafa og eru basically að pressa á Evrópu að setja upp sömu stefnu og þeir eru með og maður sá þetta alveg gerast, allar stjórnir Bandaríkjanna hafa viljað að Evrópa taki upp svipu að fyrirkomulega og þeir hafa eftir. Trump ekki neitt þá gagnrýni sko. Það hafa verið bara á mér finnst það jákvætt sko, en eins og ég segi, ég er ekki samanlega öllu sem hann gerir, en mér finnst hann hafa gert margt þarft og mér finnst hann hafa komið að mörgum sjónarmiðum sem að fóru bara algjörlega under the radar áður fyrr. En mér finnst hann oft tala mjög óvarfærnislega og mæti kannski aðeins vanda sig oft sem við gerir ekki. Þannig að það er alveg skiljanlegt að menn verða að vanda sig. Númer 1 hjá honum finnst mér það voru að birtast tölur bara í gæri að fyrradag sem voru birtar meðal annars á hvort það var varnarmálaráðuneyti það var eitthvað svona dómsmálaráðuneyti og síðasta árið morðtíðni lækkað 20% í Bandaríkjunum. Það er rosalegt. Af hverju ætli það sé? Ég veit það ekki. Allt í einu hættu þessir Venezuela gengi, allt í einu voru þau horfin úr Portland og svona sem að þeir voru að rella heilu íbúðar kjarnana og svona. Og hugsið ykkur núna, hvaða hópur heldur þið að græði mest á því að Venezuela gengi séu tekin og sendt út á landi? Ef það er eitthvað svona einn hópur sem er mestan hag af því að gengin frá Venezuela séu sendt út á landi. Það eru væntanlega fólki frá Venezuela sem er flutt að inn, skilur, af því að það bitnar langt mest á þeim, skilur, það er þeirra hagur og þetta heyrir maður líka bara á samtölum við útlendinga, að þeir vilja að mennir sem eru glæpamennir, sem eru gengjum, sem koma frá sömu löndum, að þeir verði sendir heim, skilur, af því að það er þeirra hagur því að þeir vita það að þeir munu verða dæmdir, hvort sem verðum líka það betur eða af verkum þessa hóps. Og þú veist, en þetta er algjörlega þetta er aldrei tekið inn í samtalið þessi mál. Nei, það er ekki gert. Eitt af því annað sem ég fannst jákvætt, það er bara beint tengt þessu, það eru þessar aðgerðir sko, mér er alveg sama, það eru fyrir ríkisstjórn var búin að bara gera það mikið axarskaft í þeim málum að einstaka tilfelli sem að voru teknir einhverju feila voru óhjákvæmileg. Ég er svolítið sammála þessari greiningu hjá Jóni að þú veist, það gleymir svo oft að taka inn í myndina, alveg eins og með útlendingastefnu, að þegar einhver gengur alltaf langt, alveg eins og var gert með ákveðin svona eins og transmál og fleira skilur, að þegar þú ferð of langt í einhverju, að þá kemur það sem að kalla bakslag, en það er kannski tildur að eðlilegt þú gengur alltaf langt
og einmitt eins og ég segi, ég held að það hafi verið óhjákvæmilegt. Þeir leyftu 1000 morðingja og mönnum 1000 manna með gróf ofbeldisbrot á bakinu í gegn þrátt fyrir að þeir vissu af þessum dómum hjá þessu lið. Myndböndin er líka geðvik. og þú veist, og við erum, ég held að fólk sé að halda vittlausan mann ábyrgan þarna. Já, algjörlega, eins og ég segi, fyrir stjórn settið í þannig mál að meira segja fólki sem að bjó í high crime environment þarna, það lendi því að allt í hennu komu og einn af fylgjendum mínum á Instagram sem ég spjallátt við er lögreglumaður í New York. Hann segir að þessi gengi hana frá Venezuela, þau láti bara gengi sem eru eins og MS-13 og svona lít út úr að bara skólakrakka. Það er rosalegt. Þessi ógeðslega grimmir. Kom hann alltaf úr hræðilegum aðstæðum, kommunisma. Þetta lið, þeir var öllu hent í burtu og hérna... Mortinni lækkaði 20% eins og þú sagðir og ég meina það segir okkur... 20%, það er rosalegt. Það segir, ég meina þú veist, og nú er mortinni ekki lág í Bandaríkjunum. Nei, ekki lág. Mér fannst eitt jákvæmt sem hann gerði líka, það var að hann bannaði transaðilum að taka þátt í kvennaíþróttum í háskólastarfi allavega í Bandaríkjunum. Já, mér finnst það flott. Og feldur gildi margar svona, ég held bara allar svona inngildingar reglugerðir. Ég er ekki komið með, ég veit, þetta er svo nýtt ennþá og það er svo mikið af misinformation að núti að ég er ekki ennþá komið með, afstöðu á til dæmis eins og Epstein-skjölunum en ég veit ekki, mér fannst hann einhvern veginn að hann lofaði svo miklu fyrir kosningar svo kemur, allt í einu kemur hann að Kash Patel og segir að sé engin Epstein-listi mér finnst hvort sem að það var eitthvað bragðið eða ekki eins og sumir halda fram mér finnst það ekki að hefnast vel mér finnst það að komið mjög illa út alveg sama, ég veit ekkert hver er í allar þessar myndir að maður náttúrulega getur bara svona fabulera sko, þú veist hvort að hann hafi notað þessi skjöl til þess að ná kontról á pólitískum anstæðingum eða djúbríkinu eða hvort það sé verið að fela eitthvað mér finnst rosalega sérstætt til þess að þessi Max Lane ef ég fer rétt með nafnið Ghislaine Maxwell hvað hann heitir að ef hún dæmd fyrir það að hafa, þú veist, að hjálpa til við að selja börn er þá ekki svolítið einkennilegt að engin kaupandi finnst og þessi engin skjölum það ég meina hvernig í óskupunum var þá hægt að sína fram á og hvernig hægt var að sanna ég meina, mér finnst svolítið eins og þessi verið að kalla mig fáið upp í OBG á mér sko að því að, ég held að menn væri ekki svona fúlir heldur ef hann hefði gefið með svona rosalega sterka afstöðu sem kosningalofurð að opinbera þetta það er svona mitt álit á Trump-barnum en Sverrir low point á árinu low point þetta búið að vera svo bara ertu að menna hjá mér eða bara þú má bara velja bara persónulega þetta er búið að vera mjög gjöfugt, skemmtilegt spennandi ár, það er svona margt spennandi búið að gerast ég klára, átti minn feril í pólitík sem var skemmtilegur, þó var hann ekki mjög opinber, furðu opinber miða við 2-3 vikur, það var ekki mikilvægi hlutarskip það var ekki eins og búið að tilkynna opinberlega, ég var komin í svo stjórn fyrir ég sagði af mér, nei, ég veit ekki, þetta er búið að vera bara skemmtilegt og gjöfult ár og bara Guð búin að blessa mig mikið og bara spenntur, það er ekkert svona en hápunktur, það var ótrúlega gaman að færa sem Tæland og mér fannst ótrúlega gaman að er eitthvað svona óvanlegt í Tælandi? Náttúran er alveg mögnuð og frábær matur og maður var bara fjallganga og já, ég fór í fjallgöngu en mér fannst líka ótrúlega skemmtilegt þessi tími í haust þegar allt fjadrafókið var í gangi og maður var einhvern veginn með allt á hornum sér og en það var rosa þreytandi, svona líðandi og það var rosa gott að komast frá því en þetta tekur svolítið á sáluna en þetta er virkilega skemmtilegt og ég held þetta sé svolítið herðandi líka bara já, algjörlega Eru þið með einhverju svona spádómar fyrir næsta ár haldið þið að breska verkamannastjórnin muni falla árið 2026? Það kemur ekki óvart. Já, verður bara að gera það með að við fylgi, þeir verða bara að fara að hætta. Já. Þetta er ekki boðlegt, þeir eru núna farin að breyta,
tilkynningar afstöður sem eru algjörlega gegn öllu þessi voru að gera áður en sáu fram á, þeir verður bara að fara að segja af sér, það er ekkert að marka þetta lið. Nei, það er ekkert. Nei, og þeir eru basically fannar að setja upp stefnu sem að mótherjarnir þeirra voru með. Já. Og ég meina, af hverju ættu þeirra flokksmenn að falla fyrir þeirri stefnu? Einmitt. Þú veist, þannig að þeir eru, þú veist, það er engin ánægður. Nei, þetta er orðið tómt rugl bara. Þetta er orðið hjá þessu, þetta er svona tækifærispólitíkin sem að mér finnst einmitt sko bæði þjóðkirkjan og sjálfstæðisflokkurinn hafa verið að gera. Það er að breyta einhverju stefnu til að reyna að ná fólki sem mun aldrei styðja þau og fæla þá í leiðinni frá þá sem eru eftir sem að actually... Eins og sjálfnir gerðinum bara öfugt sko, megin. Já, ég er svolítið spenntur fyrir að sjá hvað gerist í Bretlandi. Ég ætla að spá því að verkamannaflokkurinn falli. Ég ætla að spá því að ef að verkamannaflokkurinn fellur að það sé alla líkur á, þú veist, þeir eru ekki að ná sko stjórnandi í Frakklandi. Ég get alveg séð fyrir mér að komist hægri stjórn á í Frakklandi og þá held ég að landslagið í Evrópu sé bara orðið algjörlega breytt. Ég er alveg sammálaður að þetta er það sem að sko miða við vilja fólksins ætti að vera að gerast. Ég held bara að eins og við erum búin að sjá í nokkrum löndum að Evrópusambandið og Ursula og muni bara stíga inn í hreinlega bara að gera eins og þau gerði með Le Pen, bara banna henni að bjóða sig fram í forsetakosningunum fyrir eitthvað skít og kanil sem var ekki neitt. Málið er bara það að eins og frakkar mótmæla, þá viltu ekki vera fokk í frökkum, skilur það er bara að þú vilt ekki gera. Ég held að þú gætir, ef að það komi verulega meiri hluti, þá er það bara orðið mjög erfitt fyrir að gera slikt. Ég held að þessi þjóðernisvakning sem er í gangi í Evrópu sé ekki bundið við neina mannesku. Það getur skipt út penn en hugmyndin brennur í hjörtum fólk. Hennar framtíðandur sem kom í staðin er samkvæmt skoðunum konunum langlíklegast. Hvað heitir það? Við erum sérfræðingar hérna. Hvað heitir það? Bardóla eitthvað Bardóla. Ég þekkir ef ég sé myndir á hann og ég man ekki. Ég er rosa illa að mér í svona alþjóða pólitík. En ég held að miðflokkurinn muni ef þeir stilla upp sterkum lista í borginni að Jordan Bardóla að þá munu þeir ná góðum árangri. Ég held að muni samt ekki komast í borgarstjórn því að Jordan Bardella, nónálat. Því það verður sennilega lítill áhugi hjá lippaflokkurum og við verðum bara same shit í borginni. Ég held að verði gert þar eins og þið gerðu í Frakklandi, það verður bara mynda bandalag til að passa að þeir komist ekki í stjórn. Ég held að við erum svolítið af því núna. Já, en það er alltaf lagi því þá bara... Við erum bara að sjá þessi bandalög sem að voru að virka eins og í Frakkland og svona, þau eru að kollapsa, þau eru að hrynja og þau ná ekki lengur að starfa saman. Þú veist, þetta var svona lengi Svíþjóð, núna gengur ekki upp. Þannig að við erum búin að vera að sjá þetta landslag svona smá saman vera að falla og núna þegar það er komið stjórnarskipti í Bandaríkjunum og þegar Trump er núna búin að ná festu í völdum og búin að gefa út þessa þjóðaröryggisstefnu að þá hefur það verið þannig í Bandaríkjunum að þeir hafa beitt sér bak við tjöldin alveg gríðarlega hart gegn flokkum sem að hafa verið í mótfallin og leynileg skjöl sem hafa verið gerða opinber sína þetta í öllum Evrópulöndum sem að hafa skipt einhverju máli. Það eru 2 forsætisráðarar sem að hafa náð að sita í Evrópu sem hafa farið gegn stefnu Bandaríkjanna í utanríkismál. Þannig að ég ætla bara að fullera það hérna að þeir sem að leiðrétta ekki stefnu sína í samræmi með Trump að þeir mun ekki vera við völd. Gerð bara hvað gerðist eftir þessi digur barkalegu orð hjá þessu liði, þessum leiðtogum, Evrópuleiðtogum og svo þurftu þeir bara þegar þeir fara NATO fyrir heimsókn til Trump og sitja allir fyrir framan og svona í svona klessu og hann svona yfir þeim eins og að sé að skamma einhver óþekka krakka. Þetta er eins og í setustofunin á Vogi hjá fólk að bíða eftir að komast inn sko bara. Sýndi þeim bara hver ræður. Bara allir búnir sko. Greinilega gert sko. Já. Og ég meina greinilega sem gerðist líka þegar að Þorgerður Katrín eftir eins og hún talaði, hún er ekkert að fara að skipta skoðun bara, að því hún fór á eitt fund á þess að hafi verið, sagt eitthvað við hana, hún nýbúin að tala að hinn bara vestræni heimur þyrfti nýjan leiðtoga og kemur svo tilbaka, hann er helviti heillandi kallinn. Sjáðu líka bara munin á Evrópusambandinu og Bandaríkjanum í hagvexti og verðbólgu og öllu þessu, þú veist, önnur þjóðin er með stjórn á þessu, hinn er búin að vera í lama sessi í áratugi. Þú veist, það er rosalega munur á þessum löndum. Hvað ætlar að gera líka þegar þú ert með kerfi sem er ekki kosið yfir þig lýðræðislega af einhverjum ógeðsluðum
ég meina bara, virkilega skriðkvikinda viðbjóðslegu möppudýrum sem að lifa fyrir það að búa til regluverk til að passa að aðrir sem þurfa actually að vinna fyrir laununum sínum get ekki gert það því að þau vilja fá, eðlufólkið því að þau vilja allstaðar fá, sneið af kökunni þetta er bara eitthvað svona lið sem er þjónar engum tilgangi ég held að við höfum þetta að sjá ef við sjáum breytingu og að hægri menn komist að þá munum við líka sjá stórkostlega breytingu á Evrópusambandinu og uppgjörunum þar sko. Ég verði að fyrirgefa þeir sem að horfa, ég held að væri bara engin var að smá, að voða engin ný komment að koma, það var frosið hjá mér. Nei. Þannig að ég verði að tjekka hvað ég vil sjá því á þingi, Jón, ok, þeir að kalla, nei, maður spáði í því hvað þetta er orðið mikið bilun, þegar þú elskar, ríkisstjórnir og stjórnvöld það mikið að þú vilti vera með stjórnvöld fyrir ríkisstjórnina þína, skilur þú Já. Hvað bilun er? Það er svona bjúrókrassi í blæti. Já, ég meina fyrir hvað og fyrir hvern á þetta að vera? Þetta er ekki fyrir neitt lengur, þetta er löngu búið að þjóna hlutverki sínu, skilur þú? Já. Ég held þessi frábært að vera með svona fríverslunarbandalag. Já. En ég held að þeir hafi svona Ég held að fara, þetta hafi gengið að mörgu leiti og allt og langt. Þetta er kerfi... Það var orðið einhver svona bjúrókratist yfirþjóðlegt vald. Já. Þannig að þjóður voru bara að missa fullveldi sitt. Þetta er svona, minnst að vera frábært svona skínandi dæmi kerfi sem þjónar einhverjum öðrum tilgangi heldur en að þjóna kerfinu. Já. Skilur hvað meina? Og þú ert með mannesku yfir því sem að þetta röklast úr stjórnvöldum í Þýskalandi að því að vegna spillingar og í rauninni ekki lýðræðislega kjörin að neinu leiti nema að það var eitthvað baktjaldafundur sem einhver annar átti með þess að þetta er vondarlægin vandarlægin sko lýðræðislega kjörin og ekki málið er að þingmennirnir Evrópuþingmennirnir að þeir þurfa að koma sér saman einhvern sem fer fyrir Já, hún er tilnefnd af Macron á sínum tíma til að í einhverju samkomulagi á 5 mönnum og þeir náttúrulega sem fara bara aðilar með Já, þú veist að það þarf að vera meiri hluta konsensus fyrir því held ég að hún Já, ég segi þetta er ákveðið á einhverju 5 manna fundi þessi 5 aðilar sem að ráða öllu þeir náttúrulega fara svo bara til allra hinna og hitt er ekkert einhverju þingmenn með einhverju þetta er ekki síðan það hefur ekki verið svoleiðis aðilaðna sem nefnir þessi pólska kona og svo Nigel Farage sem hefur verið með einhver prinsipann inni og rífandi kjaft við þetta er allt bara lið sem er þarna að við bara verið í þessari ógeðslega þægilegu vinnu sem að vera hann í Brussel tekjurnar sem þetta lið hefur er bilun og ráðstöfunartekjur svo farið að nota þessa ráðstöfunartekjur svo farið þarna ég man ekki smáatriðin en þú þarft ekki að eyða því öllu þú getur svo bara tekið restina til þín og annað og þú getur verið með alveg svakalega mikið af peningu sem er í umferð fyrir liði sem fær að vera þarna og svo er þetta skattfrjálst og kemst að vinna þarna þetta liði verið engan áhuga á að breyta neinu þarna það er bara þarna til að halda stólunum sínum bara kerfi sem bara reyna að verja sjálf hérna kemur myndi Snorri Másson ekki passa vel að inn í setti hjá okkur drengir? Ég held að myndi passa ég held að myndi alveg sóma sér hérna sko og hver er stjórnmálaflokkur ársins að ykkar mati? Er ekki Píratar? Ég meina bara ég myndi segja að miðflokkurinn hafi staðið sig ábyrjandi best algjörlega þú veist að því að kosningarnar voru þannig séu síðust ári að á þessu ári hefur verið langmesta uppgengið hjá miðflokknum hver hafa staðið sig best? Ég myndi segja að það sé ekki hægt að toppa flokk fólksins í að standa en það sem finnir með flokk fólksins ekkert af því sem er að gerast í kringum flokk fólksins kemur manna óvart þetta er bara nákvæmlega það sem maður myndi halda af flokki fólksins það er eitt sem kemur óvart reynda sko. það er bara þegar þú ert með hópa inkompetent fólki sem er að lofa einhver út í loftið sko, að þá endar þetta svona sko. Ég er sko þetta er bara svona diversity, equity, inclusion ráðningar sko. Ég finnst það að eitt sem kom mér mikið óvart það var að sjá hann Eyjólf er ekki Ármannsson sem að eftir að hann til dæmis, ef við tökum bara dæmi með afstöðu hans til bókun 35 sem að hann var búin að vera að kalla þetta bara landráð hreinlega og færi ekki að stjórnarskrá að hann skuli gjössanlega bara þegar leiðan er komin, ok, ég skil að flokkar þurfa að vinna saman en þú átt ekki að kjósa gegn sannfæringuðinni hvaða gagn er í þér sem þingmanni ef þú kýst gegn sannfæringuðinni í hvert einasta skipti svona risavaxið og mikilvægt mál og þetta er líka svo mikill viðsnúningur sko, þetta er ekki eitthvað svona, já, ég var neikvæður gagnvart þessu
sagðist en þá vera neikvæða gagvart þessu. Já, ok. Hann ætlaði bara að kjósa því að flokkurinn ætlaði að stillis á hann, skilur. Mér finnst þetta verra. Já. Þú veist, það getur ekki allavega að logið að manni, skilur. Já, ég held að allavega svona með að fylgistapa þá ber flokkur fólksins alveg höfuð og herðar yfir aðra sko í að hafa staðið illa. Já. En ég meina þetta sama hefði komið fyrir flokk eins og miðflokkin í þeirri stöðu ef að þeir hefðu komist í þessa stöðu og ekki staðið við hlutina eins mikla hluti og þau voru búin að því þetta er svo stór lofvörð. Já, ég held að sé bara fanatískan fylgjendahóp. Ef þú stendur ekki við það sem þú segir gagnvart þessum hóp, þá snýr hann við þér bakinu. Enda þú veist held ég að þeir munu þurrkast að þingi. Ég held það líka. Það er spurning hvað farveg fólki sem kaus flokk fólksins muni finna sér sko og ég meina ég held að það sé einhverju liti miðflokkurinn, ég sé svona ekki alveg hvað ég ætti að fara í annað sko. En ég meina hvað á að gera við þingmenn í miðflokknum sem er ekki prinsipfólk, þú veist. Mér er alveg sama hver það er, ef þú ert ekki prinsipmaður, ef þú ert einhver tækifæris lukkurittari, þá vil ég bara ekki sjá þig. Mér er alveg sama á þetta góðu pólitísku. Það er pólitíkus, eitthvað vestarrós sem að ég held að þú getur gefið manni. Standa með sjálfur sem sko pólitíkus sko. Ég held að eitthvað vestarrós sem þú getur gefið nokkru manni, það er að hann sé góðu pólitíkus. Það því að þú ert sálalust ógeð, skilur. Fattar þú veist, þetta er það dört í starf að þú átt ekki að vera góðu pólitíkus, þú átt bara að vera fylgjandi sjálfur þér og þú veist, þú átt að vera mælskur og geta fært rökur í máliðinu. Já, en þú getur samt verið góð diplómat, sko. Já, það er alltaf mál. Já. Ég er að meina, þú veist, ég held að sé samt ekki einu sinni góð pólitíkus, sko. Ég er bara vanhæfur eins og styrðan í flokk fólksins. Ég vil ekki sjá neitt af okkur á þingi, þið gerir meira gagn í samfélagslegri umræðu frekar en að reyna að skilja og taka afstöðu til lagabreytinga. Já, ég veit ekki hver að ræða þingmennsku okkar. Já, það er eitthvað. Ég veit ekki hvaða flokkur ætti að þola mig. Bjórflokkurinn. Og svo erum við bara með hvíta orku í staðinn. Já. Ég held að það sé alveg rétt hjá honum. Ég held að við gegnum bara fínu hlutverki hérna að svona ræða þessa hugmyndafræðilegu ramma. Mér finnst við svona hafa fært á, þú veist, við höfum komið hlutum inn í umræðuna sem voru ekki inn í umræðuna áður, við höfum gert hluti, við fórum að ræða hluti sem var ekki í lagi að ræða og núna er í lagi að ræða á, þannig að þessi svokallaði overtone gluggi í stjórnmálum hefur færst. Og ég myndi segja að það hafi verið sumpart okkur að þakka og margir aðrir hafa gripið á lofti. Já, við tungum þátt í því alveg klárlega, þannig að ég ætla að klappa okkur á baki fyrir það. Og ég held líka að við höfum verið mótstaða sko við, þú veist, alls konar slæmar málefnilegar hugmyndir, samstöðuna og fleira sko. Hérna Björkast er einar alvöru virka stjórnarandstaðan. Þetta er gott rós. Það er alveg menn. En ég veit ekki, mér finnst við alveg líka að vera gagnrýnir á hægri menn. Við höfum ekkert verið að gefa þeim einn afslátt. Ef að sko sjálfstæðisflokkur eða miðflokkur eða viðreisn eða einhverju, ég veit ekki hvort að viðreisn þetta flokks til hægri en að sjálfsögðu gagnrýnir þá. Ég meina það hefur enginn fengið einhvern afslátt þetta. Mér finnst standa svolítið upp úr það sem við höfum náðið í rauninni að gera hérna hvað sem það var sem að sprengd okkur svolítið í loft upp með áhorf. Þú veist, bara ég hafði trú á þessu þegar við vorum að búa þetta til. Ég hafði ekki trú á þessu. Nei, og Helgi sagði að þetta mætti alls ekki verið lengri en klukkutími. Það var ekki. Já, mér finnst reyndar sko að fara yfir 30 tíma og eru á langt sko. Þú veist, það er náttúrulega bara mitt persónulega mat. Það eru svona einstaka þættir kannski, en maður finnur það líka bara sko eftir 30, maður er bara orðið þreyttur. Já. Þannig að algjörlega. Já, en við erum komin svolítið yfir 30 tíma. Já, við erum aðeins komin yfir það, var svona yfir höfuð sko, þá ég var alltaf að hafði hugana með 2 tímana sko. Svo bara verið mér finnst bara, þú veist, oft á tíðum eru þættið bara mjög flottir í 3, sumir eru slaufaðir svo aðeins fyrr, þannig að þú veist þetta fer svolítið bara eftir líka, þú veist, við erum með viðmælanda sem maður kannski eins og Jón Baldvin og hann er eldri maður, hann er ekki að fara að vera í 3 tíma, hann var nú samt í 2,5 eða eitthvað. Hann var í rúma, næstu. Og svo eru kannski líka bara aðri viðmælendur sem að hafa kannski bara lítið til málun að leggja, þá verður maður eiginlega bara, þú veist að. Algjörlega.
Já, mér finnst einna svona hápunktum ársins náttúrulega fyrir utan að mér að náttúrulega eignast barn þá finnst mér að við höfum búið þetta til því að þetta var algjörlega blind skilur ég og Sverrir höfum ekki svona hist bara fyrir við settust á móti ykkur öðrum í fyrsta þætti. Já. Ég hafði aldrei hitt Sverrir Ég vissi ekkert hver það var sem gekk Ég hafði þess að fara heim til Helga einsinni, já en ég var ekki heima Það var ekki heima Voru það grill á nóttunni Það er eitthvað grusalast ég veit ég fer ekki dóra Grusalast í gangi þar Nei Svo góðu punktur hérna leið og þú kemur, leið og þú sem hægri maður ert að gefa hægri mönnum einhvern afslátt og hætti að taka markaðir og mista bara mjög gott ég ætla bara að hætti að taka marka með sjálfum líka ég er löngu hættur að taka marka sjálfum mér mér finnst bara ógeðslega að fyndi að einhver tala einhvern alþýkisferil allavega að nefna mig í því ég tók svona 3 vikur í einhverju unglega dæmi áður en það fór allt í klessu mér finnst líka bara geggja þú hefur verið neittur til að segja svona þú veist að eigin frumkvæði ég meina eins og ég sagði þú hefur hlut að segja af þér sem pólitíkus það er ógeðslega að fyndi en ég náttúrulega talaði það bara vika áður en það gerist í viðtali á Tóta ég var bara eitthvað svona ég veit ekki alveg hvort ég sé að fíla ég er að meina það mér er alveg frekar glata að geta ekki sagt það sem ég vil og þannig að þetta var bara svona leið það er það ég get ekki unni ég er bara listamaður og ágra okkur svona ég get ekki verið inn í einhverju pólitík en ég stið miðflokkinn bara og ég held líka að þú veist það að menn geti blóta öllum til í sand og ösku og sagt það sem þeim finnst að það er kannski það sem að gerir þáttinn það er ákveðið karisma í því og ég held að sé allir komið með nóg að einhverju svona sugarcoating og svona allt sett inn í bubble wrap það nennir því enginn Ég var byrjað að filtra sjálf á mig þegar ég kom inn í þetta bara glata dæmi það fannst mér svo gaman að sjá þessi Viðar sagði að við værum maður sem er algjörlega öfugt í okkur pólitíslega séð að mjög mörgu leiti þú ert nú bara helling bara til vinstri ég er ég bara þú veist þú ert vinstri maður í grunninn ég er old school vinstri maður og þetta er svolítið fyndið að því að svo veistu kallaði nasisti það er kannski bara að því að þú ert í verkamannaflóknum þetta kemur mér svo fyndið ég hef einmitt átt mikið að samtölu við eins og yngri bróður minn að sem að er alltaf að hlæja að því svona hvaða stað aðrir að setja mann áskilur bara ég sé maður væri bara lengst til hægri ég er bara á svipuðu stað og þú veist Sólveig, með rosalega mikið ég og þú erum ekki allstaðar skoðanabræður það er nefnilega svo fyndið að þó að þú sért þarna ég get skilur rosalega mikið af þessu það eru svona ákveðin hlutir sem að hafa verið einhvern veginn titlaðir hægri hyggja eins og þú veist ákveðin prinsipmáli í útlendingastefnu að það er alltaf orðið svona vinstri hægri það er það ekki nei Þetta er bara víða í Evrópu orðið vinstri stefna og hægri stefna, þú veist, og hefur bara, þú veist, verið það í gegnum tíðin. Þannig, mér svona, það verið að lita hluti einhvern veginn allt öðru sem þeir raunverulegur. Algjörlega. Það er reyndar einn mjög góðu punktur hérna, það er reyndar einn sem að toppar, hérna stendur reyndar Helga en það á að vera Sverrir, í að vera með stuttan stjórnmannafeðil. Já. Það er Þórður Snær Júlíusson sem vókaði sig út að þingja áður en að vera kjörinn. Þýska stálið. Með bara einhverja mestu incel ræðu sem ég bara hef á ævinni heyrt. Já, ég las þetta, mér fannst þetta bara skemmtileg skrif. Já, ég meina að þetta var alveg, þetta var beint frá hjartanu. Já, það þetta hafi komið bara beint frá hjartanu á þessum tíma. Já, ég held það Ég fannst þetta bara fyndið Maður er nefnilega að sjá þessa gæja eins og ég sá hann einmitt blanda sér í umræðuna hvað heitir ekki Snæbjörn Brynjarsson eitthvað svona fyrir fjölmiðlamaður gott að hann var ekki Kjarnan eða eitthvað svoleiðis Jú, kannski nafni Þetta er svona gæji sem er þarna einmitt þykist vera betri en aðrir hefur gert lengi hann er búin að horfa inn í svolítinn tíma út frá öllu svona en þetta er gaurinn sem að þú veist hann hitti svo einhverja, ég man ekki hvaða kona það var sem að var í borgarstjórn eða eitthvað svoleiðis að hún var í minni hluta eða ekki, ég man ekki hver þetta var hann var ósáttur við skoðanirnar og hann gjörsamlega eipsítaði á hana á einhverjum bar í Reykjavík og kom og baðast afsökunar á því og eitthvað svoleiðis en þú veist, þetta er liðið sem svo haga sér svona tilfinning að vera já og þess vegna haldaði náttúrulega að við værum einhverju gæjar, þú veist, ef ég sæi þú veist Semu Erlu eða einhverja svona mannesku sem að ég hef megnan viðbjóð á pólitísklega séð
ég myndi ekkert fara að tala á þessa manneski, skilur. Hvað þá að vinda mér upp að henni og vera með einhverja, lesi yfir henni? Þetta var sérstakt. Ég held að þetta sé að sem að, Haukur Braga, Þorsteinn og Snæbjörn og aðrir haldi að við séum að fara að gera að því að þetta er hluti sem annarkvort þeir hafa gert eða myndu gera. Haukur Braga viðurkenndi það einu þætti. Það er náttúrulega bara verið að gera þetta við okkur. Þú veist, alveg aktíft og það er þýska stálið þér, legend. En Haukur Braga var að segja frá því þegar hann var ósammála Hildi Lillendal með eitthvað. Það fór hann bara að senda inn í engaskilaboð hvað hún var bara ömuleg. Bara svona sem dæmi. Það er alveg bíf. Já, ég meina, þú átt nú svipað við Hallgrím Helgason. Ég veit ekki hvað ég var að pæla það, sko. Það rast í andanum. Já. Það kom við heilaður andi. Þjónappar Hallgríms voru mér ofalega í huga og svo bara, ég var bara svo leið á þessu. Hallgrími postaði þessu. Hann postaði þessu story, sko, og var eitthvað svona að koma, sko, eitthvað höggja miðflokkin, sko. Það hefði nú verið gaman að fá þetta upp og skjá. Nei, það setti þegar hún bara í story, postaði þessu. Var eitthvað nextlust. Já, screenshotað þessu staðar. Það á nú ekki verið að senda eitthvað svona skilabóð, sko. En þetta var hressandi, sko. Já, þetta er bara fyndið, sko. Mér finnst þetta mjög gott, sko. Já, en ég held að þetta sínum svo að það er sannleikur, það nennir enginn að hlusta á þess að vókdrullu lengur, maður. Þetta er bara, þetta er leikþáttur. Ég var að fara að segja þetta gott, eða? Erum við ekki, ég held að sé bara búið að vera helvíti góð jólabomba og áramótauppgjör og sem ég vilja kalla þetta. Gleðileg jól. Já, gleðilegt nýtt ár. Þetta er bara svona Happy Hanukkah to my Jewish listeners. Já. Það er ekki hægt að fara í hár saman við Hallgrím Helga, ég sérstaklega ekki að það er Helgi Bjarnason, þeir fær ekki hár saman. Við fyrum ekki hár saman. Ekki nema að það séu líkansár. Það er alveg ógeðslega gay. Flétta saman axlahárin. Já, ég vona að fólki hafi ekki fundist við neitt sérstaklega leðileg bara einur og sér. Nei, já, bara, ég fannst skemmtilegt að við gátum bara staðið undir þessu sjálfur. Ég hefði nú engar áhyggjur af því. Já, það er nú létt, sko. Það er líka, það er mörguleiti auðveldara, þú veist. Fyrsta lagi þegar við þekktumst ekki og það maður spjalla saman áður og þá var það svo öðru í sig, en núna hefur komið miklu meira flæð og svona. Þannig að ég held að nýja árið verður bara frábært. Ég held að við möttum að koma geysilega sterkir nú nýja árið. Já. Með nýja fítus, vonandi geta rætt við einhvern einn en við þurfum að fá sanngjarna leið hvernig við erum að velja þennan eina því það eru örugglega fleiri en einn sem vilja komast að hjá okkur. Vonandi með spjalli þetta búið skjánum, það er svona fyrir ykkur tvo kannski sérstaklega, náttúrulega þeir sem eru að horfa geta alltaf skoða spjallið og þá þurfum við ekki að skoða það í símanum. Yes, sir. Bara gleðileg jól og takk fyrir okkur, takk fyrir árið. Stutt skilabóð, það er frá Ægi, hann náði ekki að kommenta, hann var að benda á það að Scott Borgerson, eiginmaður Ghislaine Maxwell, sé meðstofnandi á Arctic Circle samtökunum hans Ólafs Ragnars og Dorrit hafi verið í svörtu bókin hans Epstein á first name basis. Er þetta Ægir Máni eða? Já, ég bara væri til í að fá eitthvað fakt-tjekka á þetta. Þetta er áhugavert og rétt. Þetta er skemmtilegt input hjá hann. Ég er búinn að fakt-tjekka það allavega og það er fínt hjá hann að minnast á þetta að eiginmaður hennar Úrsulu von der Leyen að hann allavega skal ég segja þér þáði starf upp á 100 milljóna frá fyrirtæki sem að Pfizer á í rauninni. Ég trúi því nú ekki upp á mínum en í Pfizer. Nú gekkst þú langt. Nú bara hættum við þessu. Bara takk æðislega fyrir okkur. Ég er farinn. Við elskum við á, við erum farið. Við látum ekki gagnrýna Pfizer hér. Nei.